Og komið sæl og blessuð, velkomin að Rauðaborðinu á þessum ágæta mánudegi, 18. maí. Eruð þið timbruð eftir kosningarnar helgina? Ég svona finn aðeins fyrir því að ég sé ríkur, maður náttúrulega komin á þann aldur að ef maður sefur lítið nóttina eftir kosningar, þá finnum maður aðeins fyrir því. En við ætlum að halda áfram hér við Rauðaborðið að greina breytingarnar sem urðu í kosningunum. Við byrjum þáttinn á því, ég tala betur þá eftir. En við endum þáttinn í kvöld á endursýningu nokkuð magnaðs viðtals, verði ég að segja. Gunnar Smári Egilsson tók viðtal við Árna Tómas Ragnarsson, lækni, sem látinn fyrir aldur fram. Og við ætlum að endurbirta þetta viðtal í lok þáttarins. Hann Árni hefur verið þekktur fyrir það að hann gaf út lyfseðla á morfín til fólks sem var háð ópíóðum og Morgunblaðið greindi frá því í morgun sem sagt að hann látinn, hann Árni, og í virðingarskyni við hans sjónarmið finnst okkur rétt að endurflytja viðtal Gunnars Smára við hann. Nú, Ásdís Olsen, hún leggur fram efni eins og flesta daga nú orðið hér við Rauðaborðið. Í þættinum í kvöld þá hittir hún dáleiðara. Það hún Ingibjörg Bernhöft sem að stendur fyrir, held ég, vöruhúsi tilfinningana, held ég að það kallist, og einhvers konar nálgun jákvæðrar sálfræði í gegnum dáleiðslu. Og þetta þess tilgangurinn með dáleiðslunni í þessu innslagi held ég að sé sá að Ásdísi langi til að hætta að tyggja nikótíntyggjór. Það verður gaman að sjá hvernig það gengur. En það var gefin út ansi merkileg bók hér fyrir svona 2-3 vikum. Hún heitir Ótíð í víti. Gyrðir Elíasson skrifar hana og greinir frá eigin geðveikis sögu, hvernig líf hans umturnaðist og leiddi til sjálfsvíks tilrauna. Og hann segir ófagra sögu af heilbrigðiskerfinu íslenska í þessari bók. Og ég fæ 2 góða gesti til að greina bókina og fjalla hana, ræða hana með mér. Annar Guðmundur Andri Tórsson, rithöfundur, og gott ef ekki ritstjóri fyrir hjá Gyrði. Og hinn viðmælandinn Kristín Gunnlaugsdóttir, myndlistarmaður. Við ræðum sem sagt ótíð í víti og mjög harða gagnrýni á geðlækningar á Íslandi. En þáttinn hefjum við á pólitík, eins og ég nefndi hér í upphafi kynningarinnar. Blaðamennirnir Jón Trausti Reynisson, Potturinn og pannan á heimildinni, og svo aftur Atli Þór Fandal sem starfar sjálfstætt. Þeir ætla að rýna í helstu atriði kosninga úrslitanna. Við erum mest að tala Reykjavíkur borg og þeir spá fyrir framhaldið og þeir greina hvað fór úrskeiðis og hvað tókst vel. Spennandi umræða hér eftir andartak. Nú, við spilum nokkrar auglýsingar áður en við setjum í gang, en áður en þær fara í loftið þá vil ég minna ykkur kæru hlustendur og áhorfendur á að við værum hér ekki í loftinu ef ekki kæmi til fjárhagslegur stuðningur ykkar bakhjarla samstöðvarinnar. Það eru kannski 50, 60, 70, 80.000 í hverju viku sem fylgjast með okkar efni, en 2.000 sem að greiða fyrir þá þjónustu, og við vitum að það ekki öll ykkar sem eru aflögufær. En ef þér finnst að þú ættir að þakka fyrir þig með því að styrkja samstöðina, þá tilvalið að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og þar hægt að velja sér áskriftargjald eða styrktargjald á mánuði. Margir velja 2.750 krónur sem lægsta gjaldið. Og ef þú hefur oft verið að velta þig fyrir þér að þú viljir halda lífi í samstöðinni og þrótt mikilli dagskrárgerð okkar, nánast 365 á ári, þá kannski komið að því að þú farir inn á vefslóðina samstöðin.is og leitir upp í hnappinn áskrift og látir vaða.
en þátturinn hefst eftir andartak, ekki fara langt. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Við halda áfram að rýna í kosningaúrslitin helgina. Þau voru margt athygli verð. Það allt orðið svarblátt hér í borginni sem áður var rauð og uppsveitir borgarinnar, þéttbýlið í kring, einnig svarblátt. Manni heyrist á sumum að land muni eyðast og allt vistna. En aðrir eru kátir og það alltaf gott að heyra í blaðamönnum sem að muna tímana tvenna og fylgjast með svona tímamótum, miklum tímamótum eins og nú að verða í pólitíkinni og þeir eru komnir tveir þrautreyndir. Jón Trausti Reynisson á Heimildinni, vertu velkominn. Takk. Og Atli Þór Fandal starfar reyndar sem ráðgjafi núna held ég. Já, blaðamaður. Já, en ég var svona að gera grína þessu í inngangsorðunum að maður hefur lesið mörg stór orð, bara eins og nú fari allt til helvítis. En aðrir segja, nei sko það fór allt til helvítis og þetta bara búin að vera ömurlegu tími og nú bara fínt að verði einhvers konar breytingar. Hvernig leggst þetta í þig? Svo við byrjum með þér. Ég held að svona fyrstu fórnarlömb þessar nýju valdatökur sem yfirvofandi verði kleinurhringir og fleira svona sæti sem eru í stæðum í miðbænum og Sjálfstæðisflokkurinn búin að úrskurða sem aðskota hluti í bílastæðum, myndasýningar og fleira. En flest annað svo seigfljótandi að breytingarnar taka mjög langan tíma, alveg eins og það hefur tekið mjög langan tíma fyrir vinstri og þann meirihluta sem hefur verið síðustu áratugi að breyta borgarskipulaginu. Og þær breytingar munu halda áfram. Þéttingin mun halda áfram og það ekkert strax hægt að gera í flestu þeim stóru málum, skipulagsmálunum til dæmis. En það eru einhver loforð í leikskólamálum, fyrirtækja leikskólar, meiri enga rekstur. Ég meina eins og þú segir sko, það svo margt sem að hefur bjátað á mörg svona hálfgildingsáföll eins og græna gímaldið og fleira að ég veist að fólk verði fyrir því að sjá mikla breytingar sem dæmi má nefna að fyrir kosningarnar fyrir 8 árum þá var helsta baráttumál Dags B. Eggertssonar hjá Samfylkingunni að færa Miklubraut strax í stokk og það notaði hann orðið strax Miklubrautin augljóslega ekki í stokk núna og vissulega var þetta uppfært í það að það verið skynsamlega að hafa Miklubrautagöng en þetta aftur kosningamál núna að færa Miklubraut reyndar í göng og við sjáum það hvað þetta líður allt hægt. Rosalega áhugavert líka með borgarlínuna sem var lægsti samnefnarinn á sínum tíma. Það hefði verið hægt að fara mun róttækari leið í almenningssamgöngum heldur en þá sem var ákveðin og allir voru sammála með. Rosalega áhugavert að sjá hvernig það mál hefur verið í biðstöðu og heldur þú Atli að þar verði vending núna? Nei, ég held ekki. Málið að borgarlína bara svona klassist dæmi tafarpólitík. Þú veist, sjálfstæðismenn alveg sérstaklega og þetta miðflokkurinn núna, þeir náðu að toppa það hafi einhvern veginn keyrt á því að gera þetta óvinsælt þó þetta sé sko bara sjálfstæðismanna líka og það rétt, þetta lægsti samnefndarinn, þetta heldur metnaðarlaus borgarlína með við það sem var upphaflega að vera að tala um. Gísli Marteinn.
sjónvarpsmaður rifjaði upp hér í gær í Sonum Egils að hann vildi fara í létt lestir en það náðist ekki og sko sjálfstæðismenn og miðflokkurinn kannski sérstaklega og í raun og veru allir lofuðu einhvern veginn minni umferð og styttri ferðatíma hérna og þá bara algjör vitleysa að vera enn einu sinni að skoða þetta. En munurinn kannski núna sá að þú veist það engir hagsmunir fyrir ríkisstjórnina að tefja þetta og það engir sérstakir hagsmunir fyrir þann meiri hluta sem líklega verið myndaðir að tefja þetta því að það ekkert annað í boði. Ef það á að stytta hérna ferðatíma og sérstaklega mæta sko þörfina á háannatíma þá þetta leiðin og það bara orðið ótrúlega þreytandi þessi pólitík og ég nú verð að segja ég oft svolítið gáttaður á því hvað fólk hefur mikla þolinmæði fyrir því að tefja bara allt til andskotans. Ég meina borgarlína 10 ára gamalt verkefni núna og hvað og einhvern veginn pólitíkin snerist það að fara að skoða þetta enn einu sinni. Það búið að skoða þetta. Þetta leiðin. Og ég eiginlega bara hef enga trú að því að hérna, og mér veist ég bara sjá það strax hjá til dæmis Hildi, sko, að ég hef bara enga trú að því að hérna, ég held þetta snúist bara að kannski viljiðu einhvern veginn skipta nafn og eitthvað, þú veist, en þannig að ég held að borgarlína muni alveg halda áfram. Hún talaði samt svolítið, sástu Silfriði í gærkvöld? Ég sá það reyndar ekki. Þar var hún svona, kannski var hún að búa til gott veður gagnvart miðflokknum, ef hún þarf að búa til gott veður gagnvart miðflokknum, ég veit það ekki. En hérna, mér fannst hún svona, já, spínu erfitt að sjá fyrir sér hverjar línurnar verða sem hún vill leggja núna, sko, af því sem hefur verið sagt eftir úrslitin. Ég meina, einar helst röksemdir hennar gegn fyrir því að endurskoða strax samgöngusáttmálan að sjálfstæðisflokkurinn í borginni hafi ekki komið að málinu. Þó að vissulega sjálfstæðisflokkur í öðrum sveitarfélögum hafi komið að því. Þannig að það ekkit sammála því að það í rauninni ekkit í stefnu sjálfstæðisflokksins sem kallar á einhverjar raunverulega breytingar á þeim áformum. Hins vegar þá var mjög skrítið af miðflokknum að grípa ekki inn í borgarlínuna á neinn hátt. Þegar vísu að lofa hlutum eins og ókeypis í strætó sem kannski fer ekki alveg vel sama við áherslur Ara Edvald á rekstrar ábyrgð hvernig lýstu því, sko. En það sem var kannski eitt af það sem var áhugavert við þessa kosningabaráttu var að Hildur trommar þarna upp á það bil síðustu vikunni með alveg mjög svona skýra mynd en svolítið víðfæma af því hvert hún vill fara með borgina, strandbyggðin og þarna var sko stokkur undir Reykjavíkurhöfn og landvilling út á Granda, mikið að þessu náttúrulega endurunnið. Svo verið að boða byggð á legu svæði Sundabrautar við ströndina og svo framvegis og það var eiginlega engin umræða þetta. Umræðan var og þú veist aftur þarna nýtur sjálfstæðisflokkurinn þess meðal annars að mest lesni vefmiðillinn er klárlega með sjálfstæðisflokknum í liði eins og við vitum að þetta reykja það bara fjárhagslega og sögulega og allt það. mbl.is mbl.is, já. Það, skoða bara fréttaflutningi þar, dag eftir dag fyrir kosningarnar. Þá bara, þú veist, það verið að nota dagskrárvaldið og á þess að fara í einhverja samsæris kenningar misnotkun fjölmiðla og allt þetta, sko. Þá þetta bara þannig að þarna eru fyrirverandi eða núverandi meðlimir í sjálfstæðisflokknum að skrifa fréttinar og aðalega sem kannski voru leiðandi í starfi flokksins fyrir kannski 1-2 árum að skrifa fréttir og setja á dagskrá og umræðan snerist ákveðna hluti bara eins og kreditkortafærslur Heiðu Bjargar Hilmisdóttur, borgarstjóra og sem var svona í rauninni heili vika sem fór í þá umræðu en stóru málin voru síður rætt hvað þetta varðar
og svo sjáum við bara hvernig miðflokkurinn að setja mál á dagskrá sem falla í rauninni voða lítið undir þeirra svið sko. Innflytjendur á Íslandi, hvað ætlar Reykjavíkurborg að gera raunverulega í því svoleiðis mál sko. Það eru vissulega einhverjir snertifleitir eins og Sjálfstæðisflokkurinn vill auka íslensku kennslu í leikskólum og svo framvegis strax. Þannig að ég held að þetta svolítið móðkennt núna og erfitt átt að segja hvort að verði mikla raunverulega breytingar eða hvernig þær verða fyrir utan aðskota hluti í bílastæðum vegna þess að umræðan þroskaðist ekkit í raun alla leið. Nei. Og þetta held ég bara skipulög og skynsamleg svona kostningataktík að skella fram eins og Hildur gerði, skellti fram þetta loftmynd af Reykjavík framtíðarinnar þar sem fólk býr við ströndinu og það golfvöllur í Viðey, það eru göng hér og þar brúrendar yfir í Viðey og búið að leysa þessi mál en við vitum það náttúrulega að borgarskipulagið hefur liðið fyrir það að gera það sem þau eru að búa að víkka út byggðina. En ef við veltum fyrir okkur því sem gæti gerst og því sem að sumir hræðast mest að verði til dæmis eins og sala á orkuveitunni líklegt að hún verði á 4 árum segjum að miðflokkur og sjálfstæðisflokkur myndi meirihluta, finnst þér líklegt allir að nýr meirihluti myndi taka svo drastiskt skref? Sko, sala á opinberum eigum það nú svona ákveðin flöskuháls yfirleitt í þeim málum sem sá að bakland flokkana sem að vilja selja þessar eignir þarf að hafa efni og getur til að kaupa það og það nú kannski ástæðan fyrir því að ég myndi frekar giska á það að allt sem skilar ykkur hagnaði og hægt að nota verði selt í bútum frekar en að hún verði öll selt sko. Það nú svona yfirleitt flöskuhálsin á einkavæðingu hér bara hvort að mennirnir sem eiga að fá þetta geti fjármagnaða sko. Perla var selt núna á síðustu kjörtímabili. Menn selja hann ekki aftur. Og skilja kannski ekki miklum tekjum. Nei. En þannig ég veit ekki, ég meina þeir gæti alveg tekið upp að því en eins og ég segi sko, breytan þar bara, þú veist á bakland þessa flokka menn sem að geta skrapa saman fyrir þessu. Við hafa náttúrulega þvertekið fyrir að ætla að selja orkuveitina og búið að selja Malbyggjunastöðuna Höfða og Carbfix sem nú ekki mikill moneymaker þannig að það kannski erfitt að spá fyrir að þeir geri þetta eins og þú veist, þá náttúrulega að færa sig yfir í einkarekstur svona eins og Hildur gagnrýndi eða vildi snúa frá gjaldtöku á umferð en innleiða gjaldtöku einkaaðila á umferð. Þannig að maður sér það að samihluturinn gjaldtaka er góður ef hann í einkarekstri, vondur ef hann ekki og við náttúrulega varum upp á það bara í borginni að það eru einkaaðilar út allt að sjá færi í því að setja upp gjaldhlið hér og þar sem mjög ógagnsæ bæði fyrir erlenda ferðamenn og Íslendinga. Sko, ef ég leyfi mér sjálfur að spá þá held ég að ef ég fer 4 ár fram í tíma frá deginum í dag þá grunar mitt blaðamanns nef segir mér að það sem muni kannski helst breytast við þessa vendingu að rautt verður blátt og hægri öflin taka við það sem ég held að sé líklegast á svona kannski stærri breytingin gæti orðið svo að við sæjum raunverulegan einkarekstur í skólahaldi sem áður hefur verið á framfæri hins opinbera að minnstakosti sennilega í töluverðumæli í leikskólanum og svona meira en daður í grunnskólanum og þetta kannski ekkert vittlust strákar vegna þess að ef þið farið í sund eins og ég þá heyrið það að almenningur hvað ósáttastur við skólamálin hér í höfuborginni og í nágranna sveitarfélögum og svo umræða var því með frekar lítil og frekar grunn
í umræðunum sem að voru kappræðunum og svona og þarna standa sko af því að hérna fráfarandi meirihluti í Reykjavík svolítið meirihluti ráðaleysisins þess sem stóð í stað þess sem var sagt en var ekki framkvæmt eins og ég horfi á þetta og það bara rosalega mikið ákall hjá vel stæðu fólki Íslendingum, það mjög margir Íslendingar sem hafa mjög gott, nóga peningum og það rosa mikið ákall hjá þessum hópi að þeir fái betri þjónustu heldur en hið opinbera hefur hérna geta búið upp á og þá það spurningin þetta gott eða slæmt? Það var náttúrulega draumurinn fyrir margt fólk að fá svona heilskönnun á líkamannum og fyrirbyggjandi aðgerðir og senda börnin sín í fyrirtækjaleikskólan og hérna engaskóla. Já. Ég meina augljóslega veldur þetta einhverju skekkju í samfélaginu. Augljóslega ef þú ert að tala um það að hérna einkarekni leikskólar fyrir tekjuhærri að keppast hérna starfsfólk og svoleiðis, það veldur einhverju að getur valdið meiri svona bílamilli fólks. Ég held að leikskóla mér sýnist nú leikskólamáli vera svona mest sett á dagskrá og eins og ég segi, Sjálfstæðisflokkurinn boðar að vera farið strax í þetta er 100 daga planið þeirra farið fyrirtækjaleikskólana og þetta svolítið svona smá nýr veruleiki kannski sem blasir við okkur í því þó að það hafi ekki verið bannað en það hefur ekki verið innleitt persónulega. Já. Eða bara þjóðfélagslega. Ég meina, þetta ekki uppskrift að hérna samstæðu samfélagi eða besta samfélaginu ef það þannig að þú ert með mjög mikið af hérna innflytjendum sem eiga erfið innkomu inn í samfélagið og svo ertu farin að búa til eitthvað svona annað lag ofan á þar sem að fólk sem hérna bara með allri virðingu fyrir öllum sko að þú veist, það gjaldtaka á almenning, þessi gjaldtaka rennur í vasan á einhverjum skilur, ég meina það nú eru Heimar sem Halldór Benjamin einhver innlega gjaldtöku og Egilshöll og þú veist og það það sem þú veist einkareksturinn hefur leiðir af sér og hefur leitt af sér það náttúrulega bara og við sjáum þetta svo vel núna út af því að það verið að nota það verið að rukka fyrir ferðir okkar landið eða það að við stoppum bíl einhvers staðar að svona heildarmyndin náttúrulega ekkert frábær og þegar við erum líka að horfa upp á það að verið að þétta byggðina í sko útkverjunum sem áreindar að vera miðlægt núna fyrir með borgarlínu og allt það, flesta því en það verið að byggja íbúðir sem eru af litlum gæðum samkvæmt sérfræðingum í ljósvist og fleiru það vissulega búið að uppfæra lögin innlega lög ljósvist en það tekur ekki gildi fyrir í rauninni á næsta ári hérna það verið að byggja hverfi þar sem eru leiksvæði fyrir börn í skugga eiginlega allt árið nánast allt árið og skilirinn sem sett voru í deiliskipulagi voru mjög væg með það hvort það ætti að vera byrtað ekki og getur og þú veist, eins og ég segi, það 2400 óseldar nýjar íbúðir í Reykjavík sumar eru lúxusíbúðir, gott og blessað en aðrar eru kannski bara, og þetta ekki Reykjavík bara, þetta náttúrulega bara meira í Kópavogi einhver hluti af þessum byggingum hreinlega bara mistök ég meina saga mér kannski dæma það en ég meina fólk getur farið í nýju hverfin sem eru þétt byggð og sér fundi bara upplifin sína af því að kannski bara eitthvað matsatriði það sem ég er að tala kannski með framtíða sína að ég verið að tala um strandbyggð sem verður náttúrulega svona dýrari húsnæði og svo ertu með skuggakverfi hérna annars staðar aukna stéttaskiptingu í húsnæðismálum Já, í húsnæðismálum og svo ertu fyrir að innleiða hérna einkalausnir í öðru eins og skólamálum eða leikskólamálum þá ertu í rauninni að íta undir sko ofan á það að það ákveðin svona aðskilnaður á milli innflytjenda og hérna Íslendinga en meiri aðskilnaður getur við kannski frekar sagt og það sem gerst núna náttúrulega bara þú veist, þetta leggst ofan á samfélagsbreytingar sem vissulega hafa verið innleiddar undir ýmis konar stjórnvöldum ég meina sem dæmi ég meina varðandi skipulagsmálin það hérna í Reykjavík er núna 80% íbúi byggingur í stórum fjölbýlishúsum og 6-7% mannfjöldans segist alltaf búa í stórum fjölbýlishúsum hérna í Kópavogi hlutfallið 90%
og það sjálfstæðisflokkurinn alltaf í völd og að auka fylgi sitt, þannig að þetta ekki bara vinstri hægri spursmál. Þitt sjónarhorn á þetta allir? Sko, þetta fyrirtækja leikskóla dæmi alveg, sko, í mínum huga bara svona alveg magnað rugl. Það sendi út hérna einhver fréttatilkynning að gera eitthvað voða frétt það hvort það var Alvogen eða eitthvað við að íhuga þetta og svo bara allt í einu hérna komin svo saga á kreik sko að bara af hugmyndafræðilegum ástæðum hafi þeim bara öllum verið hafnað og eitthvað svona en það nú hægt að tékka bara á því hvað gerðist og Alvotek var með þreifingar og það bara þetta þú getur bara að googla það hverja reglurnar eru til að fá að reka leikskóla og þeir bara uppfylltu ekki þessar reglur og þess vegna var þeim hafnað og meðal annars voru þeir bara ekkert með húsnæði heldur voru þeir með vilyrði húsnæði og það ekkert þannig að það sé veitt leyfi fyrir eitthvað vilyrði af einhverju hypotetísku húsnæði þú þarfst bara að vera með húsnæði til að taka út og fyrirtæki mega alveg reka leikskóla í Reykjavík og það bara ekkert að stoppa það. Það hefur verið gert. Já, þetta algjör tilbúningur. Það sem þeir mega hins vegar ekki að reka bara leikskóla og stjórna því algjörlega hverju eru teknir inn og hvernig þetta og bara ekkert fara eftir neinu reglum og hafa bara það húsnæði sem þetta eftir í hug. Og ég verð að segja sko að það hefur pirrað mig mjög mikið að samfylkingin sem að sko raunverulega byggði upp leikskólakerfi hérna, sko 94 þegar R-listinn tekur við, ekki 94 þú veist það var 25% af börnum í Reykjavík með leikskólapláss og þau geti einhvern veginn ekki staðið með því, ég meina staðan í dag löng og mikil uppbygging en var þetta þess að Hvað gerðu hinn leikskólabörn hinn börnin á leikskólaaldrinum árið 1994? Ég bara þessi 75%? Ég meina það verður væntanlega fjölskyldu það verður væntanlega Göngu sjálfvala það verður væntanlega að spyrja konurnar ég meina konurnar eru líklega þær sem vita það en og ég meina grunnskólinn var ekki einsettur og þú veist ég meina það alls konar svona hlutir en þú veist en það bara ef að fyrirtæki vilja reka leikskóla þá það alveg heimilt. Það eru einkareknir leikskólar það með að segja sko leikskólar sem greiða arð þeir þurfa bara að standa sömu reglur og aðrir og ég meina hefur verið í mörg ár þannig að þú veist, jú, það getur vel verið að þeir sé eitthvað rosa svag fyrir þessu og þetta verið keyrt í gegn á næstu 100 dögum en hvað? Á þá að breyta reglunum það að það sé eitthvað jafnræði þessi pláss af því að sko markaðurinn til margs góður sko þetta eitthvað það kerfi sem að þetta eitt skilvirkasta kerfi sem við höfum nokkuð tímann fundið upp í verðmætasköpun það að segja fjárhagslegri verðmætasköpun en þetta ekki velferðarkerfi þetta ekki jöfnunartæki og ég meina andstaðan hlýtur þá að hafa verið við það að Alvotek var ekki eða einhverju fyrirtæki var ekki leyft að reka leikskóla fyrir sitt starfsfólk og það þarf engum að detta það í hug að þessi leikskóla verði reknir fyrir fólki sem að þrífur þessar skrifstofur eða eldar honni í þetta fólk þú veist, það er algjörlega óumdeilanlegt að þetta mun ýta undir ójöfnuðina og ég meina það getur náttúrulega velt þessu líka fyrir sér í víðara samhengi og með innleggingu sjálfvirknivæðingar, gervigrindar róbóta og allt þetta sko að því náttúrulega bara spáð að störfum muni líklega fækka allavega til einhvers skamstíma eða meðalangstíma, hvað sem það þannig að við getum verið að horfa fram á meira atvinnuleysi getur verið og þeir sem sögulega hagnast á svona framförum tækniframförum eru þá fyrirtækin þeir sem eru með framleiðslu tækin eins og að tala það ekkert sérstaklega falleg framtíðarsýn ef við erum að horfa á þetta með fyrirtækileikskóla sem eins og svo að það verði innleitt með einhverjum hætti meira með því að rýmka reglur eða hvað sem þarf til og þú ert kannski með fleiri atvinnulausa og þú
þú færðir í rauninni leikskólaplásið út á vinnustæðin. Ég held að það sé svona dýfki svolítið gjána og jafnvel höggið af þessum tækniframförum sem mun náttúrulega líka hafa góð áhrif að sjálfsögðu. Hvaða aðrar breytingar sjáu þið fyrir ykkur að gæti orðið eins og ég sagði áðan þá svolítið mín tilfinning, ég geri upp síðustu 4 ár svolítið þannig að hlutir hafi rekið á reiðanum, það var talað, það var lausnir, það var minnaðan lausnir. Hvað svona sjáu þið fyrir ykkur að gæti orðið betra en hefur verið í borginni með nýjum meirihluta? Já, það er náttúrulega þrýstingur á að taka skipulagsmálin traustari tökum. Ég meina, það hefur verið farið í gegnum þetta græna gímaldsmál í Ásdís Hlökk Theodórsdóttir skipulagsfræðingur skrifa skýrslu þetta. Það sem niðurstaðan er bara að þetta er ekki einstakt tilfelli, þetta er bara svona kerfislægur vandi og greinilegt að til dæmis var ekki hugsað skuggavarp eða annað í skipulagsferlum eins og ætti að gera. Og það er til dæmis verið að byggja reisa nýja byggð á Ártúnshöfðaholti þar sem er mikil þétting og meiri þétting heldur en hefur verið. Líklega kannski verður einhver svona ofleiðrétting eða svona overcorrection á skipulagsmálum að farið í dreifa byggðinni ennþá meira og skapa enn meiri umferðarvanda. En þetta geti sannarlega orðið betra ef það er mikill þrýstingur á að auka gæðið húsnæðis en það er ekkert alltaf maður ofmetur svo oft áhrif einhvern veginn stjórnvalda eða fólk kannski gerir það sjálft. Eins og ég segi, það eru mörg þúsund óseldar íbúðir núna og byggingafyrirtæki eru að safna skuldum og HMS hefur bara verið að sína þetta í skýrslunum sínum. Það eru gríðarlega skuldasöfnun hjá byggingafyrirtækjum vegna þess að þau ná ekki að selja íbúðina sínar sem þeir eru að byggja af ástæðum sem eru ýmiss konar, hafa vextir. Fólk langar kannski ekki í þessar íbúðir eða þá þær eru of dýrar og lúxusíbúðir. Þannig að það verður ekkert endilega vegna þeirra sem það hægist á þessu, vegna nýs meirihluta heldur getur þetta bara gerst með vegnum á þess að markaðurinn er þannig. Eitthvað fleiri sem þetta í hug svona sem getur orðið til bóta, eitthvað sem hefur farið í taugarnar hjá þér við fráfærandi meirihluta? Það verður náttúrulega dásamlegt þegar og ef þeir innleiða ókeypis í strætó sem þau munu náttúrulega ekki gera. Er fleira? Já, ég meina það eru ég myndi segja að það væri fyrst og fremst þessi skipulagsmál og þetta þessi leikskólamál eru náttúrulega bara erfið allstaðar og hafa verið erfið allstaðar. Lækningin sem sumir vilja leiða fram er bara stóru auka kostnað foreldra eins og í Kópavogi. Til að skerða eða minnka álagi sko, þú veist út að hækka kostnað sem ekki til að skerða þjónustu af því að það er mannegla. Ég hef líka bara velti fyrir mér í því samhengi hvort þetta er ekki bara æskilegar samfélagsbreytingar að reyna að stytta aðeins tíma leikskólabarna. Við vitum að það er svo margt sem að okkur fannst, sem foreldrum okkar fannst eðlilegt. Þegar ég var ungur, ég er náttúrulega miklu eldri en þið sem að sko, þykir gjörsamlega út í hött í dag og er það eitthvað sem segir manni að það sé bara allt í lagi að krakkar séu 8-9 klukkutíma jafnvel í leikskóla og þá segir þið náttúrulega já sko, sumar fjölskyldur eru bara þannig að það eru einstæð foreldrar og þau verða að vinna og já, en er það þá ekki bara eitthvað svona sérúrræði sem þarf að tækla með einhverjum sérrökum? Byrja á hinum endanum. Já. Eða vill þetta enginn? Já, einmitt. Hvað segir þið? Já, sko, þetta er nú samt frekar einfaldur reikningur, sko, að það er ekkert kerfi á Íslandi sem að ber ábyrgð á jafn mikilli verðmætasköpun og leikskólakerfið. Þú veist, þetta er forsenda þess að helmingurinn af samfélaginu geti tekið þátt í atvinnu eða 1/3 eða eitthvað. Þannig að þú veist, þetta er kerfi sem marg borgar sig. Það er kannski svolítið erfitt að segja til hvort að það sé sko hvort að það sé gott eða vont fyrir börn að vera svona lengi
þarna eða fara svona snemma eitthvað en sko leikskólamálin eru flókin mál vegna þess að það er mannekla. Það er ekki vegna þess að skorti sko húsnæði, það er ekki vegna þess að skorti þörfina eða neitt slíkt. Það skortir starfsfólk. Og það hefur verið farið í alls konar breytingar undanfarin ár, til dæmis var, ég man nú ekki hvað heitir, ein kennsluréttindi sem gildi á öllum stigum. Það hefur verið valdið því að samkeppni að leikskólakennarar eru farnir að færa sig ofar í skólakerfinu og við höfum illa sinnt íslensku kennslu sem að veldur því að íslenska er takmörku gæði á atvinnumarkaði í dag og við erum með sko ríkisstjórn sem fókusar meira einhvern veginn á það að sko leigubílstjórar tala íslensku heldur en til dæmis að við reynum að hafa fólk sem talar íslensku í að fara í leikskólakennaranámi eða vinna sem ófaglærður. Þú veist, það er mjög erfitt, það er allavega, ég upplifa ekki að ég sé rétti maður til að svara hvort það sé hollt eða vont fyrir börnin sko, en hver er í meirihluta, það breytir ekki ástæðum þess að þetta er svona, vegna þess að þetta er ekki svona vegna þess að hér hafi bara verið einhvers konar kommunismi við völd sem að reið ekki neitt við neitt. Þetta bara En svo er náttúrulega fæðingartíðni fallandi og er langt fyrir neðan það sem hún þarf að vera til að viðhalda mannfjöldanum. Þannig að með tímanum þá leysist þetta vandamála einhverju leyti. Já, aðflutningur erlendra ríksborgara, er hann ekki allur að draga saman? Hann er að draga saman, atvinnuleysi er aukast, þannig að ef mannekla er vandinn þá er ég þekki nú marga unga menn sem eru að vinna á leikskólum núna og og svo satt þannig að ég held að þetta sé akkurat eins og allir segir, þetta er svolítið svona handan stjórnmála að einhverju leyti en lækningin eða lausnin, hún felur alltaf í sér einhverja misskiptingu eða aukinn kostnað sem dæmin alltaf augljóst að hverjir er það sem geta leyft sér styttri vinnutíma eða meiri fjarvinnu. Það er ekki fólki sem er í lægra launum störfum eða álagsstörfum eins og í heilbrigðiskerfinu eða fólki sem verður að hafa viðveru. Það getur ekkert valið auðveldlega að hætta fyrr að vinna á daginn. Fólki hefur bara sagt upp eins og læknunum á Landspítalanum. Og kannski aðeins sko, ég myndi ekki vilja segja sko þetta veri handan stjórnmálin að lesa þetta, en sko stjórnmálin verða átt að segja á því sko að þetta er ekki bara spurning um það eins og oddviti Viðreisnar sagði að í sumum löndum væru leikskólar hilluvara, eins og það væri bara einhverjum svona gámar sem var hægt að geyma sko, en það er búið að taka ákveðnar ákvarðanir sem hafa ekki brugðist við þessu. Það talar enginn til dæmis dagforeldrakerfi lengur. Það er í dagforeldrakerfi er sko, það er með sína galla þá er það sveigjanlegt kerfi, það er sveiflujöfnunarkerfi. Það er auðveldara að fá inn nýtt fólk þar til þess að taka við kurvum og eins er auðveldara raun og veru að fólk færi sig út úr þessu. Það vantar faglærða leikskólakennara en á sama tíma höfum við sko mjög illa sinnt því að til dæmis meta reynslu til dæmis dagforeldra sem að gætu þá þetta er sko kapasitet mál sko. Okkur vantar ákveðna tegunda starfsfólki, okkur vantar líka það er líka bara mannekla og ófaglærar, en sko þar kemur inn sko menntastefna stjórnvalda og leiðir til þess að sko ýta fólki upp þrep. Því er ekki sinnt. Svo erum við með eins og segir fæðingartíðina, en við erum líka með mikið að innflytjendum. Það er búið að gera ákveðna breytingar á innflytjendastefnu sem að mun leiða til þess að hér mun hægjast á og svo munum væntanlega sko enn fleiri hlutfallega faransverkamönnum sem eru þá pallalausir jafnvel hækka. Þú veist, þetta er ekki sko það er ekki þannig að svona stór og flókin kerfi séu bara einhvern veginn leyst með því hver er í meiri hluta í Reykjavík. Þetta
þetta er á báðum stjórnsýslustigum. Ég held að Ásdís í Kópavogi hafi samt tekist einhvern veginn að vinna þessa umræðu. Já, hún vann með þetta, hún kom með einhverju lausn, en það þarf líka að horfa á samt, sko, hluti eins og bara meiri hlutin sem að núna að fara frá skilur eftir sig ákveðna minnisvarða. Einn af þeim er Brákarborg, leikskólinn, þar sem farið í mjög dýra og misheppnaða uppbyggingu á forsendum sem eru mjög fallegar og vissulega af allt það. Án þess að nokkur taki ábyrgð. Já, og bara þakki þoldi þetta ekki og guðma vita hvað, eftir að keyptu þarna kynlífsstækjaverslunina og ætla að uppfara húsnæði. Í Þorlákshöfn til dæmis byggði Elliði Vignisson og hans fólk leikskóla á, ég man ekki, brot af kostnaðinum sem þarna var. Hann er núna að fara með 69,% kostningarsigur inn í næstu 4 ár. Aldrei fengi ég af góða kostningu. Á meðan sko maður að horfa á svona klúðurmál hjá Reykjavíkurborg og erfitt að staðsetja ábyrðina oft bara, þú veist, þetta blönduð ábyrð eins og í Gímaldsmálinu, þú veist, það er búið að fara í gegnum öll svona samskipti og þarna ertu með Einar Þorsteinsson að undirbúa myndamóment með Fórstjóra Haga af því að það var svo mikil ánægja með Gímaldið en svo virðist ekki hafa skilið teikningarnar og það er held ég ekkert bara vandamál hans heldur að fjalla það í skýrslu þetta mál að þetta hafi verið óljósar upplýsingar, þannig að við erum með alls konar svona vandamál sem eru það er ekki hægt að hengja það bara á Heiðubjörg Hilmisdóttur eða eitthvað einn einstakling. Þetta er svona kerfisvandi og maður veit í sjálfsög ekkert, ég persónulega hef bara ekki alveg náð að skilja eins og hvernig flokkur eins og Viðreisn ætlar að leysa svona mál með því að setja oddinn, sko, ekki bara snúa Reykjavík við heldur að setja fólkið í forgangin, ekki kerfin, ég veit ekki alveg hvað þetta þýðir en vissulega eru ég held að þetta hafi bara verið óumflýjanlegt með meiri hluta núna að hann fjalli bjóstenda við í seinustu kosningum fyrir 4 árum líka vegna þess líka að þetta fyrir að taka sér á hendur mjög erfitt en þarft verkefni sem er þétting byggðar en fara síðan bara eins og við sjáum í mörgum á sama tíma og það kemur rosalega margt nýtt fólk og bara, þetta eru erfiðar aðstæður og innviða skortur bara í öllu landinu og þar ertu komið með hluti eins og atvinnustefnu stjórnvalda var hún skynsamlega ekki uppbygging á ferðaþjónustum sem var svona og byggði meira á magni heldur en gæðum en sko þau eru að vinna rosalega erfitt verk, það er að þétta byggðina þetta verður alltaf einhver óánægja en það er bara skipulagslega skynsamlegt að þétta byggð miðsvæðis svo búið að þétta byggð sko í jöðrunum að hluta til búast með það fyrir augum að það kemur borgarlína en sko það er svo auðvelt að selja hugmyndinum að búa við ströndina og vera á einkabíl og með fyrirtæki leikskólan sinn og allt þetta sko. Og Sjálfstæðisflokkurinn náði sko undirtökunum í narratífunni fyrir þessar kosningar. Ég heyrði það bara í Sundi. Ég heyrði að þar var fólki við hliðin á mér í pottinu sem þekki ekki neitt að tala hvað það væri óþolandi meirihluti að hann vildi hafa reglur barnaafmæli. Það var eitt sko. Táknrænt. Já, táknrænt. Þetta er svona og færsla Steinar Ólínu í gær sem hefur farið mikið núna síðan kosningaúrslit urðu ljós ef ég má bara kannski aðeins vitna til einnar færslu hennar. Maður heyrði kringu sig þreytu og óþol gagnvart samfói í borginni og þessi bókverslu álitamál kringum ristnu borgarstjóra teiknuð myndi huga kjósenda að kátum kampavinn sósíalistum sem alltaf séu vænand og dænand á kostnað skattgreiðenda milli þess sem útrýma bílastæðum og öðrum lífsnauðsynjum hversu ósanngjörn sem sú mynd svo talar hann óþægindinni eða bara tafirnar á uppbyggingu borgarlínu og þrengingu gatna sem sé eitur í beinum sumra og eitt get ég sagt til viðbútar bara svona úr mínu nærumhverfi persónulegt það sem svona litlar sögur verða alveg risastórar og ég held að hafi haft töluverð áhrif á þessi kosningaúrslit. Ég heyrði það fyrir nokkrum vikum að sundlaugin sem ég heimsæki reglulega Vesturbæjarlaug þar stæði til að fækka bílastæðum
og sama tíma þá að verða meir og meiri aðsókn eftir að nýja gufan var tekin þar í notkun og þarna bara hellingur af fólki í Vesturbænum og öðrum notendum sem sjá bara lífsgæðum sínum ógnað vegna þess að sumt gamalt fólk, það verður að fara á bíl til þess að fóta fúið og verður að geta lagt bara rétt fyrir utan og það svona skiljið hvað ég hafið. Já, þetta náttúrulega við á styttinga og opnatíma sundluga. Þetta svona svolítið taknarar, ég meina þetta ekki bara í Reykjavík, þetta líka sjálfstæðisflokkurinn að stytta opnatíma sundluga á Seltjarnarnesi og svo fram til göttunum. Það alltaf verið að gæta aðhalds og leita að einhverjum svona punktum sem það myndast bara þessi þreyta og það verður bara að segjast eins og að í kosningabaráttunum þá Pétur Martinsson, hann bara algjörlega kastaði heiðu undir vagnin og tók í rauninni ekki neina ábyrgð á því sem meirihlutin hefur verið að gera. Hann brúaði í rauninni ekki, hann var ekki að segja söguna því bara við gerum þetta og þetta heldur þegar hann þurfti að svara einhverju sem var gagnrýnivert þá og hann hældi einhver sérstaklega sem Nei, hann hældi þetta frambjóðanda sósíalistaflokksins þegar hann hefði geta bent á margt jákvæðara en hann vann ákveðin varnasigur að vera að segja sem svo í þessum kosningum en það var enginn sem stóð með þessu. Ég verð að segja að það er ákveðnir hluti sem gerast það til dæmis það að Hildur bauð núna fram með svolítið sitt fólk á bakvið sig sem að hefur ekki gerst þetta hefur ekki verið auðvelt fyrir Hildi og ég verð að viðurkenna að ég sjálfur ekki verið mikill aðdáandi en þú veist maður sá samt strax í þessari kosningabaráttu aðeins öðruvísi Hildi sem að var þú veist ekki alveg búin á endalösu svona innanflokks eða bara svona rugli í sínum röðum rífa hnífan á ein baki, það getur verið slítandi það bara hafði talsverð áhrif og það verður bara að gefa sjálfstæðismönnum það þeir ráku að mörguleiti góða kosningabaráttu í mjög skrýtnum kosningum og svo verði bara eiginlega að segja að Samfylkingin hún átti bara ekki meira skilið og ég í raun og veru svolítið hissa á því hvað þau eru mikli lúserar með þessa niðurstöðu að því að þú veist þau halda sínu þau eru að missa svolítið atkvæða menn halda sínum fjölda og það þannig að það er litteral dæmi samskonar kosningabaráttu sem er risastórt tap hjá Samfylkingunni. Það þegar Árni Páll ákvað 2013 að keyra kosningabaráttuna í andstöðu við verk eigin flokks og með endalausum bara svona niðurlægingum og dónaskap gagnvart Jóhannu. Þetta fer ekkert vel í fólk. Og það ekkert bara Pétur sem stunda þetta eru þetta líka nýja forysta Samfylkingarinnar sem að tók bara einfallega þátt í því að reyna að losa sig við borgarstjóran. Og Heiða, ég er ekkert alveg sannfærður það að Heiða hefði átt að leiða listan eitthvað frekar. En þetta eru tvær ákvarðanir Eitt að vilja losna við Heiðu og annað að velja Pétur og það var auðvitað prókjör þarna en þú veist það hvernig var reynt að losa við Heiðu var bara gert mjög brussulega og það fer ekkit vel í fólk þetta bara, þú veist, þetta ekki þannig að þú veist ég verð að segja að mér finnst með við þá kosningabaráttu sem Samfylkingin rak þá finnst mér kjósendur hafa bara komið ótrúlega vel fram við þennan flokk því að þau áttu eiginlega ekki einu svona þetta inni. Þau klúðruðu bæði uppstillingunni og kosningabaráttunni. Það niðurstaðið eitthvað beggja? Já, ég meina uppstillingin bara eitt skilur en þú veist, þessi útskiptingu þetta vesen í kringu þetta og geta einhvern veginn ekki sætt þetta er bara brussuskapur sem að þú veist, fólk fílar ekki. Þetta var náttúrulega bara mjög erfitt verkefni til að byrja með af bara áþreifanlegum ástæðum bæði vegna þess
þessara minnisvarða sem eru mistök sem eru bara áþreifanlegar og fólk getur hort á og svo bara vegna þreytu á þéttingastefnu og á stjórnsamlingarnar sem að vísu að vera nú að hrósa þeim fyrir það hafa, og ekki síst Dagur B. Eggertsson að hafa náð að halda með svona ágætu samstarfi svona heilt yfir og sást hversu hratt það fórgörðum eftir Einar var borgarstjóri en það var líka svakalega erfitt fyrir samfélkinguna að höggstafurinn sem að var þarna upp á sviðinu í hvert skipti sem að voru umræðar fyrir að vera tala um lóðabrask en eitt dæmið hvernig samfélkingin áleitin hafa farið mjög illa með stöðu sína að gefa bensinstöðar lóðir hvert skipti sem lóðabrask kom til umræðu gátu henni frambjóðandunir bent á Pétur og lengt eða ljóst vísa til þess að hann náttúrulega hagnaðist á því sem mætti flokka undir lóðabrask en hann flokka náttúrulega undir það að borgin hafi reynilega gert ykkur sjálf gert mistök trúverðuleika vandamál það var bara holdgeringur vandans á vissan hátt þó að sé kannski smá ósanngjarnt að segja það í þessu tilfelli og þess vegna ákveðið ekki að halda þessu fylgi þó og halda í borgarfulltrúana sem eru úr henni. En það er bara, það er bara losing strategy að vera búin að stjórna borginni þetta lengi og ég meina þau eru meðurinn og legacy allra þessar aldar og detta það aldrei í hug að sína fyrir og eftir. Bara detta það aldrei í hug af því að þau bara eru auðvitað er þreyta en þetta er líka eitthvað svona skortur á sjálfströsti. Mér er mjög minnistætt fyrir 3 árum þá fór ég á sýningu á Sódóma Reykjavík í Bíóparadís og alveg mögnuð mynd eins og allir þekkja og svo er ég að horfa á hana og það er sena í lokin þar sem að þau eru að keyra borgina þvera og það er svona loftmyndir og hún er hvað frá 92 þessi mynd eitthvað svoleiðis og þú veist og borgin er bara auðn þetta er bara eitthvað smáþorp tætingsleg húsaþyrpingar og ég man það bara þú veist að þegar ég var þarna þú veist að hugsaði bara þú veist er það þetta sem fólk er að sakna þetta er mjög góða punktur ég meina þú bara staðreyndin er svo að meirihluti Ingibjörg Sólrúns og meirihluti sem Dagur B. Eggertsson hefur leitt þeir hafa skilað gríðarlegum árangri þetta er allt önnur borg og það er miklu betra að búa hérna heldur en fyrir 20 árum þetta er orðið meiri borg og það er búið að fjölga gríðarlega hjólastígarnir og ég meina það er 7500 færri bílar í Árbæjarbrekkunni vegna aukningu á hjólreiða og notkun strætó ég meina það hefði til dæmis verið ágætt að benda á þessa hluti en ég er að segja þú veist samfylkingin verður bara að horfast í augu við það að þau endurtóku Árna Páls kosningabarátuna sem var hræðileg og þau bara sluppu ótrúlega vel og svo er það líka bara þannig að þau eru bara algjörlega búin að hliðarsetja mann sem að leiddi hennan flokki gegnum hvert sigurinn á fætur öðrum á meðan flokkurinn var í henglum og það er Dagur B. Eggertsson ég meina hvar var hann í kosningabaráttunni og það verður náttúrulega að segja eins og að Kristrún ákvað að skipta sig meira af kosningunum heldur en vanlega hefur verið gert á hálfu forsætisráðherra maður getur rétt ímyndið hvernig manni hefði liðið ef til dæmis Bjarni Benediktsson hefði skipt sér svona af kosningum í Reykjavík þegar hann var forsætisráðherra sem var þetta slitur út. Þú tekur undir þær gagnrýnisraddir sem hafa komið fram á hana að beita sér svona? Ég myndi bara segja að mér sýnist hún vera að hafa svo litið ofmetið eigin stöðu og sína eigin inneign sem er líka það sem ég held að Einar Þorsteinsson hafi gert að bæði komuðu svolítið sem stormsveipar að vissu Einar hraðar inn í stjórnmálin og með svona ferskleika hún er vissu nýtur ennþá vinsælda og ólíkt Einari en hún setti sig þarna í miðju atburðarsinnar, hún talaði að gera Pétur að borgarstjóra þau komu með útspill sem er kölluð útspill rétt fyrir kosningarnar þétta útkvarðarbyggð sem fárar að biðja beinilíð hún varði afmælisdeginum sínum í Karaoke í Reykjanesbæ þar sem samfélkingin tapaði síðan mjög illa ekki út af karaokeinu, hún söng ágætlega tek það fram, líklega út af því að frambjöndunni í þau sæti skandaliseraði með því að hóta að taka einhvern
sviðstjóra eða eitthvað hjá bænum á bakvið hús og gjörun mólik en sömuleiðis í Kópavogi fólk virðist ekki á að kunna að meta þetta mjög vel með hvernig gengið heilt yfir það sem hún kom nálægt, ég ekki að kenna henni það kannski hefði þetta farið verð hefði hún ekki stilt sér upp við hlið Péturs en fólk sem óánægt með ríkisstjórnina af ýmsum ástæðum hvort sem kílómetragjald eða verðbólgan sem þau eru auka eða hvað sem það er það útrás á kjörseðlunum og Kristrún fékk Sólveig Önnu Jónsdóttur svolítið upp á móti sér það ekkert grín heldur rétt fyrir kosningar einhver sem ekki hefur komið sér í ástöðu bottomline samt að mér þú veist og ég mjög vonsvikinn með Pétur og hans viðbrögð við þessu það ekki eðlilegt og það ekki réttlátt að oddvitin ætlist til þess að kjósendur hans sleiki hans sár hann á að stappa stálinu í aðra finnst hann hafa vælt já, mér finnst hann hafa vælt og ég bara ekki að fíla þessa tegund stjórnmálamanna hann náttúrulega kann þetta ekki neitt kallinn. Og ég meina það svo annað mál bottom line að samfylkingin sem að þú veist, þau eru einhvern veginn ég upplifu þau sem mestu lúserana út af því hvernig þau haga sér og túlka niðurstöðuna ekki endilega út af bara árangri ég veit þetta minna en þau voru að vonast eftir og allt það en það þarf að reyna að spila úr stöðunni það nú ekki langt síðan sjálfstæðisflokkurinn mældist bara jafn stór og samfylkingin í Reykjavík það ekki langt síðan nei. Það hefur fallið mikið hann hefur fallið mikið og ég minna hann var í 29% áður en að með brussulum hætti borgarstjóra var skipt út og ég ekki til að styðja borgarstjóra ég að reyna að segja að það þarf að gera svona hluti aðeins reynilega það má náttúrulega segja það Pétur ákveðin varnarmaður og var náttúrulega varnarmaður en hann byrjaði í rauninni bara rangstæður í kostningabaráttunni og svo skoraði hann eitthvað sjálfsmark Rángstæðar Hafsend, það nú eitthvað það tegja sig ansi við en ég bara segja að þú veist, það eru komnar strax alls konar skýringar að það sé einhver hægri sveifla í samfélaginu og ég meina samfylkingin þó líka hluti af einhvers konar hægri sveiflu ég meina þau þurfa aðeins að skoða sig með það og það þarf að læra af þessu ég meina eitt ótrúlegt dæmi til dæmis hvernig þetta bílastæða dót þessi rányrkjufyrirtæki sem eru að rukka fyrir enga bílastæðin hvernig það varði einhvers konar megamál ég meina þetta bara reglugerðamál menn okkur að leyfa þess að hanga þetta bara reglugerðamál neytendavernd það þetta að setja skilyrði merkingar hvað má rukka mikið eða hvað sekt þetta verið mikla hversu margir dagar þurfa að líða og það það þannig sem að þau þurfa að tækla þetta þau þurfa að læra af þessu að þegar niðurstaðan ekki að kjósendar hafi ekki skilið hvað þau eru frábæri eða þau hafi ekki verið nógu góð að koma að skilabónum eða að kjósendar hafi ekki verið nógu góður að skilja hvað margt hefur breyst heldur að þessi kosningabarátta var ekki góð hún var veik og hún fór seint á stað og það eins og það hafi komið fólki á óvart að það yrði ykkur þörf á því að verja alls konar hluti eftir alla hennar valdatíma. Svo líka ákveði orkuleysi í sumum frambúðum hana og endurtekning og svona vantar trú og kraft vinstrið, maður hélt að það myndi fá meira. Píratar náðu ekki. Ég held nú reyndar að vinstri myndi fá minna Þannig að ég eiginlega gáttaður að það hvað ekki vel. En þau mældust nú lengst á með 3 menn og enduðu með 2 og Píratar eru farnir og Flokkur fólksins náðu þess ekki og svona það var bara þeir pæli í þessum síðustu dögum fyrir kosningar það var bara þetta var voða mikið svona kveldsprungið á dekkjum. Já, ég er náttúrulega bara komin einhver valdþreyta, já. Örugglega þetta það sem lýðræði gengur út á að skipta kúrs og hleypa nýju fólki að. Það hefur gengið erfilega hjá Hildi Björnsdóttur að eiga í samstarfi við sitt samstarfsfólk í flokknum eins og var bent á áðan. Hún hefur ekki þann feril að hafa Östur Skarphéðinsson var að gagnrýna fyrir þetta líka og allt það Það er nýr hópur
kannski gengur betur núna, við vitum það ekki en hversu sko mikil verður leiðréttingin spurningin, munum við fara alla leið í það sem þau reyndu að áorka að veikum mætti í minnihluta að selja bílastæðahús það var ekki á kosningaplaninu þeirra en ég myndi ykkur það sem svar við þeirri stöðu sem uppi með rányrkjufyrirtæki og svo framvegis og þessum milliliðum sem að þurfa alltaf að taka svona engaskatt af fólki og margir muna eftir því hvernig þetta gekk með Sjálfstæðisflokkinn í borgarstjórn, það ekkert sem segir að það verði aftur þannig en það var bara algjört rugl á borginni traustið náttúrulega ekkert mikið meira núna heldur en þá en traustið er svo sem ekki meira á minnihlutanum heldur en meirihlutanum. Sjallar voru náttúrulega í borgarstjórn með Birni Inga og þeir seldu hlutin í Landsvirkjun sem var náttúrulega stórt tap. Já, ég meina sko, allt sem þú voru að reyna allir hagsmuna árekstrarnir, þetta var bara vondur tími í sögu borgarinnar. En sko mér finnst mjög áhugavert miðað við hvað ég þekki margt fólk sem til vinstri sem sko svona hálfkvíslar að manni, ég samt bara til í þessar breytingar, ég peppaður fyrir þessar breytingar því ég var hann svo leiður á hinu og þess vegna held ég að ég sé sammála þér með að ég veit ekki hver mikil hægri sveifla mældist í kosningunum, þess vegna notaði ég meðvitað sko að tala Rauðaborg og hún blá núna en hvort hún verður eitthvað rosalega miklu meira til hægri við eftir að sjá það en þetta var bara einhvern veginn orðið óumflýjanlegt að það yrðu umskipti. Já, ég kannski ekki að andmæla eitthvað svona hægri sveiflu en ég meina eitt kosningatap svo sem sko, ég meina það ein breyta þetta þú ert náttúrulega að skoða þetta í einhverjum trendum en ég raun og bara að reyna að segja sko ef það hægri sveifla þá auðvitað sko auðvitað samfylkingin sem leiðarstef í ríkisstjórn hluti af þeirri hægri sveiflu, ég meina það bara þú veist sko stjórnmálaflokkar eru ekki bara einhverju viðtöku aðilar af einhvers konar opinion poll sko. Þú veist, stjórnmálaflokkar eru þegar þeir fungera og þeir virka margir hverjir svona hálf tómir á Íslandi og ekki mikið kapasitet þarna. En þetta eru öflugust og sterkustu maskínur til þess að hafa áhrif á samtalið. Það er hlutverk þeirra. Þannig að þú veist, ef það einhvers konar hægri bylgja sem var líka talað eftir síðustu alþingiskosningar það var hægri bylgja þú veist þá sko að þá stærsti flokkurinn á þingi líka hluti af því þú veist þá sko stefna forsætisráðherra og sko ríkisstjórnin einhvers konar hluti af því en þar sem að ég held í alvörunni sko ef sérstaklega samfylkingin sem virðist vera sko mjög ósátt við þessa niðurstöðu þau verða að skoða sko kosningataktíkina sína. Það bara sko það er svo augljóst að miðflokkurinn var sko frekar svona gagnadrifinn og með alls konar ég meina þú veist ég get ekki tekið undir þá pólitík sem þeir stunda sem bara svona gremja og kvart og nöldur þú veist en það auðvitað kannski leið til að sigra en það eru svona það eru bara hlutir sem að þarf að adressa það er sturluð eigna og tekju sko millibil á milli kynslóð á Íslandi og það hefur verið mjög lengi og þú getur ekki ekki gengið að því sem vísu að þú bara náir fólki undir fertugu ef þú ætlar bara ekki að adressa þetta ef þú ætlar bara að láta eins og sko jú þá voru gerður svo mikið mistök en við ætlum nú komið til að breyta þú hverfur náttúrulega bara í hafið af gremjunni vegna þess að þú ert að koma úr stjórn þú ert búin að stýra þessari borg þannig að þú veist áður en menn fara að fella ykkur á sko móralska dóma kjósendur þá ég að tala bara beint í samfélkingina sko, skoðiði kosningabaráttuna ykkar vegna þess að hún bara objektífli léleg. Já, mér fannst Viðreisn í borginni klúðramálum, mér fannst Björg vera með mjög hæpna yfirlýsingu þarna á föstudagskvöldinu í kappræðunum á RÚV, mér fannst samfélkingin með mjög veika kosningabaráttu, ég tek undir það
þetta eru 2 af 3 meirihlutaflokkum í ríkisstjórn og flokkur fólksins náði ekki inn manni í þau voru borgarstjórn aldrei sem að ná. mjög slæmt fyrir þau og það verður bara að segjast eins og að hérna, eitt að lokum, ég veit við verðum að fara að hætta þessu allir á leiðinu og einhverja fundi en haldið þið að það sé eitthvað til í því sem að sumir segja að niðurstaðan úr þessum kosningum verði slík að þeir sem vilja skoða framhald með ESB þeir hafi orðið fyrir höggi og kosningaúrslitin muni þýða það að þeim sem vilja ekki vita neitt meira ESB að þeim vaxi ásmegin þannig að það verði nei í ágúst. Það klálega meiri þjóðhyggja eða þjóðurnishyggja eða hvernig sem maður vil lýsa í að byrtast til dæmis í kosningu Miðflokksins sem var góð þó hún hafi kannski verið aðeins minna góð heldur en bættu við þessi 17 fulltrúum á landsvísu við getum ekki bara hort fram hjá því afreiki og fengu hvað 11,1% sem var í samræmi kannanir og svipað og vinstrið og hérna viðreist ég myndi skýra þetta mjög miklu leyti líka bara af sko persónuleika frambjóðenda af því fólk tengi nú við persónur svo mikið ég held að varnarsigur hans Péturs ekki síst falist í því að hann bara kemur mjög vel fyrir og hann kemur frábærlega fyrir velviljaður og hann allra vinur það er fróðlegt að fylgjast með honum fyrir og eftir kappræður að hann sko tala við alla hann líkur fína fólkinu sko elítu fulltrúinu hvað þetta var og náða við alltaf trúveruleika samfélkingarna sem svona vinstra mótvægis trátt fyrir allt hérna Hildur ég hugsa að það geta alveg að hjálpa henni að hún ekki með skugga Bjarna Benediktssonar sem var mjög umdeildur á bakvið sig lengur og Guðrún hérna hafði nú Hafsteinsdóttir alveg skynsinum til þess að halda sig svolítið svona frá þessari kosningabaráttu henni hlýtur að létta Guðrúnu já, þetta er bara sigur fyrir hana en það sá maður sá samt eins og þú ert að segja nóttina þegar þau voru saman í settinu Guðrún Hafsteinsdóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Kristrún Frostadóttir Kristrún reyndi að bera sig svona sæmilega vel og vera auðmjúk og gangast við því þú veist hvað þetta þýðir og óskaði þeim til hamingju en maður sá sko blikið í augunum á Sigmundi Davíð og sko nánast viðtennur hjá Guðrúnu Hafsteinsdóttur þeir sáu bara þarna einhver veikleiki þau svona hjóluðu í hana vígtennur Guðrúnu Hafsteinsdóttur byrtust þær okkur þarna í beinni hún byrjaði sko, ég ætla ekki að fara vera með einhverja líkingar sko en hún byrjaði svolítið svona að glefsa frá sér í stað þess að taka þessi bara þakkaði fyrir þá hertu hún ætlar að verða harðari og ég held að sko það verði engin miskun og þetta Evrópusambandsmál verður nota vegna þess að fólkið að finna í stjórnmálunum að það veikur hlekkurinn það er einhver hljómgrunnur fyrir meiri þjóðurnis stemningu þau finna blóðlykt og þau ætla að djöflast í þessu heldur þau að við segjum já eða nei í ágúst mér finnst það svakalega erfitt að spá fyrir að þetta verður náttúrulega alveg heilmikið stríð sko. hvort heldur þau? Án ábyrgðar, bara svona tilfinning ég myndi giska á að væri myndi ég giska á vegna þess að það er svona fyrir eitthvað skuldbindingar lítið en það er verið að reyna ítundi það að þetta sé full skuldbinding í umræðinni en ég myndi nú ekki neitt veðja á það Ertu þar bara með 51-49 tölur í hug? Já, ég held að það veri ég myndi halda að þetta veri tæft sko en þetta geti líka alveg eins farið þannig að þjóðurnis bylgjan aukist og fólk svona missi kannski trú á vegferðinni, svo er notið nú orðfæri Kristrúnar að fólk missi trú á því að þessi leið sé annað en botlangi, eitthvað frekar en áður þetta er sami botlangin og með stjórnarskrána og með fyrra Evrópusambandsmálið þetta er ykkur líka svona því sannlega. Kæra þakki fyrir komin að Rauðaborðinu Jón Trausti Reynisson heimildinni. Atli, þú ferð eiga að loka orðið þitt sjónarhorn á þessa síðustu spurningu. Já, ég held reyndar að þetta verði nei og ég byggi það aðalega á því að mér hefur þótt eins og ríkisstjórnin eða þá kannski sérstaklega Viðreisn bara svona sjá ekki alveg hvað við að eiga og að því að sko andstæðingarnir eru vel fjármagnar og vel skipulaðir og núna fullir af sjálfstyrsti og maður sá það bara hérna í Synir Egils að hann var Tómas
og Sjálfstæðisflokknum að greina og var bara kampakátur og kunnið þetta allt saman og talaði bara til síns fólks og bara flokkurinn er risinn og ég meina sigurvegari þessar kosninga eiginlega Guðrún Hafstein, sko, ég meina hún hafði vita á því að greinilega hlusta á það, þú veist að hún myndi halda sig aðeins til hlés eða kannski var hún annars staðar þar sem að það þótti. Ég og mér bara trendið niður á við og það bara sko upplýsinga það eru bara svo rosalegir sko hagsmunir á bakvið það að halda okkur þarna utan og mér hefur bara ekki þótt eins og Viðreisn sem að virðist reka þetta mál mjög hart sko séu bara með mjög skýrt plan hvernig þau ætla að samfara fólk. Þurfum meiri fókus. Ég held að strategíana ætla einhvern veginn að henda þessu fram og gera þetta rosalega hratt sé algjörlega banal og hafi meðal annars valdið því að hægri flokkarnir þeir fengu svona sense of urgency og gátu skipulagt sig og þjappa sínu fólki hratt saman. Ég held þetta séu ótrúlega mistök að ætla að gera þetta svona meðal annars vegna þess að þetta nú þegar retreat, sko, þetta nú þegar verið að sko, taka upp gamla hugmynd sko, sjálfstæðismanna og framsóknar, þar að segja Sigmundur Davíð þá, það að það þyrfti að fara í einhver svona kosningu. Það þarf ekki að fara í svona kosningu, það algjörlega óumdeilt að þetta ennþá opið, þau geta hitt þetta fólk og það hefði verið miklu skynsamlegra að að gera þetta þannig að næstu kosningar snérust þetta. Já, ég spurði held ég alls 3 þingmenn stjórnar meirihlutans á síðustu dögum af hverju maður heyrði þau í ríkisstjórninni ekki tala með eigin máli á sama tíma og við höfum heyrt mjög svona skipulaða herferð stjórnarandstæðingana gegn þessari kosningu í ágúst og svör þeirra allra 3 voru eins, við ætlum ekki að byrja fyrir en eftir sveitarstjórnarkosningar. Við ætlum að leyfa sveitarstjórnarkosningunum að eiga sér stað án þess að menga þeir með þessu. Þetta svona drömsýn stjórnmálamann að sveitarstjórnarkosningar gerist í einhverju tómi. Sko, já, og stóra spurningin núna en kannski var nú einmitt eitt besta tækifæri ykkar til þess að tala þessari röddu fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og núna með þeim úrslitum sem hafa orðið, þá kann nú bara vera þessi orðið og seint. Má ég segja bara eitt að lokum, sko. Málið að ástæðan fyrir þetta mun ekki ganga upp að þetta bara nákvæmlega eins og Brexit. Það þannig að ríkisstjórnin ekki einhuga þetta og samfylkingin virðist ekkert svona vilja þrýsta mjög mikið á þetta. Þannig að þessi sko atkvæðagreiðsla í raun og tilraun til þess að láta almenning taka þess ákvörðun fyrir þau. Af því að þau get ekki einhvern veginn díla við þetta innan sinna raða og teki bara þess ákvörðun og staði þá með henni eða teki hann ekki og það bara yfirleitt ekki sko, það gengur bara yfirleitt ekkert mjög vel í að halda ríkisstjórnum lifandi eða að sigra eða ná þeirri niðurstöðu sem að ríkisstjórnum vilja. En ef samfylkingun sama hvort það verið já eða nei í þessari kosningu, þá erindi flokksins að litlu orðið. Ég held að það sé ekki sama hvort það já eða nei, en ég held að sé augljóst að þetta ekki að frumkvæða samfylkingar. Einmitt. Atli Þór Fanndal og Jón Trausti, kæri þakki fyrir komuna. Það mikill fengur að ykkur hér við rauðaborðið. Ekki vera langt, kæri hlustendur og áhorfendur, við komum með nýjan kafla eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Það nú stund liðin síðan við vorum síðast með bókarýni hér við rauðaborðið. En það nú svo sem ekkert mjög algengt að komi út veigamiklar bækur á þessum árstíma, held ég, þótt ég veit nú reyndar ekkert hvað ég að tala með þeim efnum. En ég las bók eftir Gyrði Elíasson, Ótíð í víti. Ég veit ekki hvort ég kannist við að þessi bók
sé komin út. Það stendur lífsreynslu saga hér undir og þetta svo sannarlega lífsreynslu saga. Þetta bók sem ég hef aldrei lesið, svona bók. Mér langar aðeins að áður en ég ræði innihald hennar með 2 góðum gestum sem eru komnir hingað til okkar. Langar mig aðeins að grípa inn í það sem Halldór Guðmundsson segir þessa bók. Hann segir: Gyrðir hefur verið haldin kvíða og miserfiðu þunglindi næstum alla ævi, en nú tók verra við, stöðugar hugsanir dauðan sem leiddu til sjálfsvíks tilrauna sem hér lýst með þeim hætti sem ég hef ekki lesið áður á bók. Með öðrum orðum þá þessi bók geðrænar áskoranir Gyrðis nýlegar og eins og Halldór segir, sjálfsvíks tilraunir verður eiginlega ekki viðkvæmara umfjöllunarefnið og þau eru komin hingað Kristín Gunnlaugsdóttir, myndlistarmaður, velkomin. Takk. Og Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur með meiru til að ræða þennan magnaða grip, ótíð í víti. Hvað finnst þér þessa bók, Kristín? Mér finnst hún frábær og óskaplega sár og erfið og ég verð bara að segja að bók þetta efni, það þarf krefstu þetta gríðarlegs hugrekkis og mikillar gáfu í að kominu frá sér á ritaðan hátt þannig að maður greinir yfirsýn og svo heilbrigða dómgreind hjá Gyrði sín gríðarlega erfiðu mál. Sko, ég segi bara, ég hámlas hana. Já. Og það finnst mér bara algjör snild, því þetta með því erfiðara sem ég hef lesið. Já, viðkvæmara verður það ekki? Nei, og maðurinn lýsir svo gríðarlegri þjáningu, hann nánast krossfestur á hverjum degi. Já. Og á tímabili var ég svona, ég halda áfram alveg í einum rykk og ætlaði að taka mig smá pásu og gerði í korter. Svo bara settist ég aftur. Og það að hámlesa svona bók, það segir sitt ritsnild hans og hvað efnið ekta og dregur mann að sér að skilja það sem að maður færum að geta skilið. Hvers vegna heldurðu að hann hafi fundið hjá sér þessa þörf að skrifa þessa bók? Segja okkur þessa. Já, það góð spurning. Einhvers staðar finnst mér ég finna í þessari tegund hugrekkis og sannsögli sem hann með von til þess að mögulega geti þetta hjálpað einhverjum öðrum. Þetta greinilega slæri gegn, þessi bók að slá í gegn og mér finnst hún alveg pottþétt mun hjálpa í því tillit að geta talað þessi mál, þessi erfiðu mál sem snert okkur öll, þannig að það mun kannski hjálpa einhverjum öðrum á þann hátt. Og síðan bara færa okkur nær því að skilja manneskjuna, hver hún hvað maður margflókin og hvað kvíði algengur og þessi sjúkdómar, og svo það náttúrulega mismunandi hversu langt þetta nær. Og ekki ólíklegt að hann sé að reyna að skilja sjálfan sig. Jú, þótt honum finnist það erfitt, eins og kemur svo oft fram með því að skrifa hana. Já. Hvað segir þú, Guðmundur Andri? Já, þú spyrir hvernig hann hafi skrifað hann og ég held að eitt svari, það náttúrulega margvíslegar ástæður fyrir því að fólk skrifa bækur og en eitt svarið felst bara hreinlega í því að á síðustu 2 dögum hef ég fengið að heyra frá ólíku fólki alls konar sögur af eigin glímu við sínar geðraskanir og kvíða og þunglindi og sjálfsvíks hugsanir og einmitt þetta sem hafa sér ekki fram úr á mótnana og annað þvíumlíkt og yfir en það verið hluti. Þannig að bókin þjónar þeim tilgangi sem að bækur eiga að þjóna, allavega bækur á þessu tagi eiga að þjóna, sem að vekja umræðu í samfélaginu, koma róti á hugi okkar meðborgarana og leiða til þess að við förum að snúum okkur hvert að öðru og förum að tala saman þessi aðkallandi mál. Og ég pínlítið að býða til því kannski að það komi umræða
úr heilbrigðiskerfinu að maður fái viðbrögð þaðan, það svona dálítið mikil þögn sem við heyrum þar vegna þess að það önnur ástæða fyrir því held ég að Gyrðir skrifar þessa bók að hann vill vekja athygli á því sem hann telur að hafi verið mistök og hafi hent sig og hafi lyfjagjöf. Já, og hafi eiginlega triggerað allt þetta ferli hjá honum. Hann vill vekja athygli á því og komið í veg fyrir að einhverjir aðrir lendi í einhverju svipuðu. Og svo Gyrðir rithöfundur og það það sem svo dásamlegt við að lesa þessa bók. Að við lesum það hvernig honum líður eins og töframanni í bókum Úrsulu Le Guin sem að missir töframáttin sinn. Hann misti valda á orðunum, hann missir valda á hugsun sinni sem að tækið hans og orðin eru tækið. Orðunum fylgir töframáttur og hann missir þetta. Hann smá saman og þetta verður óbærilegt að lifa við þann sársauka, geta ekki notað atvinnutæki sitt og þessi bók þá vitnisburður að hann hafi náð heilbrigði á ný og hann hafi á ný öðlast þennan mátt. Þetta máttuga bók og þetta eru máttuga lýsingar þó að hann haldi kannski í lágmarki svona, hvað við segja, listrænum, við getum kallað listrænum tilþrifum en það mætti líka kalla það listræna varnarhætti vegna þess að með því að setja frásögnina svona fram eins og hann gerir þá hann algjörlega berskjaldaður. Og ef ég mann rétt á slæðir hann varnagla einhverstaðar í bókinni til þess að útskýra að stundum sé þið blóðhráa í staðin fyrir þið listræna stundum verjandi og vitnar í nokkra 2 eða 3 rithöfunda sem að hafa einmitt haldið sig við þær slóðir. Já. Svo áhugavert þú segir listræna varnarhætti. Mér finnst þetta svo frábært. Af því að nú vinn ég líka í listum og náttúrulega Andri rithöfundur og allt það og við þekkjum þetta vel og ég hrífst svo að því að hann ekki með þá. Ég hef persónulega bara mikla laðast svo mikið að því þegar þeim haldið í lágmarki ekki síst í svona bók sem að sjálfsæfisögulega að einhverju leyti. Að hann verður varnarlausari og berskjaldar sig. Mér finnst það svo magnað, bara þora því og sleppa tökunum og geta það. Og eins að því þú ert að minnast á þetta hans atvinnutæki, ég held að sé öllum svo mikils virði hvað sem þeir eru rithöfundar eða hvað þeir gera, það að ná aftur vopnum sínum einhvern veginn. Og þannig eru orðin töfratækið hans en þú veist að hafa eitthvað þetta að segja því að vanlíðanin tekur svo yfir og veikindin að hann þarf að reiða sig svo mikið á aðra og lyfjagjöf og lækna og verður svo berskjaldaður og viðkvæmur en núna fær hann einhvern veginn gefur sjálfum sér þetta tækifæri, setja þetta saman svona upplifði ég þetta, svona var þetta og ég vona svo innilega að það gefa honum kraft og heilsu og allt það en það svo mikið svirði. Það líka að bókmenntir hafa verið Gyrði í gegnum tíðina svo mikið lífgjafi og eiginlega súrefni þess. Hann hefur leitað í bækur til þess að finna þar svona sálarheill og finna aðferð við að heila sig. Mér minnir að nota eitthvað svoleiðis orðalega, bæði að hlusta á tónlist og lesa bókmenntir. Og það átakanlegt að það dálítið í gegnum bókmenntaneyslu sem að við fylgjumst með þessum prósess í byrjun, það að segja hann fyrst að hlusta á Hjalta Rögnvaldsson lesa Vesturfarana eftir Móberg og það verða alls konar svona furðulegar tengingar við veruleikann sem að eru bara eins og úr bók eftir Gyrði Elíasson sennilega, en þetta eitthvað sem í raun og veru að hendan og hann og það átakanlegt að fylgjast með því þegar hann að reyna að leita, hann að reyna að lesa Proust til þess að líða betur og það gengur ekki
og svo hann er komin í hann er að reyna að lesa Óla Alexander eða einhverja bækur eftir Ann-Kat Wesley sem að við við af okkar kynslóð gerðir allavega ólumst upp við að væri svona þessar barnabækur sem lét okkur líða vel. Þetta eru yndislega bækur sem að manni leið vel þegar maður var að lesa og maður og ég tengi svo sterkt við þetta að fara inn í einhvern svona góðan, heilbriðan heim sem að er einhvern þú getur útilokað ytri heiminn með því en hún tekst það ekki þarna heldur sko. Og það er svo eiginlega sárt að lesa það sko. Og svo byggir hann einhvers konar brú yfir þversögnina gæti maður kannski ætlað að sko að sá sem sér enga aðra leið en að svipta sér lífi getur á sama tíma verið uppfullur af kannski ekki lífsþrótti en vilja til að lifa og það er einstigi sem að fetar þarna í þessari bók sem að mér fannst mjög áhugavert, svona jók við skilning minn. Þannig að hann á sumum slóðum sko raunverulega brýtur hann blað, finnst mér. Er þið sammála því? Er eitthvað sem hann er að skrifa þarna sem þið hafið aldrei heyrt eða lesið áður? Ég hef ekki lesið kannski svona frásögn þar sem að sko það hefur liðið náttúrulega einhver tími núna þannig að hann hefur einhverja yfirsýn yfir þetta en ég átta mig ekki alveg á því hvort að það er þannig að hann skynji hversu veikur hann er en skynji líka að hann ræður ekki við það sko og það finnst mér mjög skiljanlegt maðurinn er svo margt að sko þetta ástand yfirtekur skynsemin og nær yfirhöndinni og hann gerir sér grein fyrir því það er eins og að standa út í miklu roki og segja að það er logn en það bara er ekki logn en það væri náttúrulega æðislegt að það væri logn af því að hann er kannski klæddur þannig sko ég get eiginlega ekki útskýrt það betur þetta eru náttúrulega svo mikil veikindi en það er einhver svo heilbrigður tónn þarna hvort að það er greind girðis og lífskraftur undir og meðfram sem skín þarna í gegn Já, þetta er meðflag kannski þegar uppi staðið þá er það jákvæð reynsla að lesa þessa bók maður situr eftir með trú á lífið og maður áttar sig á því hvað lífskrafturinn, lífsaflið sem að býr í okkur öllum, hvað það er óskaplega voldugt afl og þessi lýsing á því þegar hann gengur hérna á heiðina er náttúrulega einstæð og ég hef ekki lesið slíka lýsingu áður Það má kannski setja þetta í svona bókmenntalegt samhengi. Titillinn vísa nú í kvæðaflokk eftir franska 19. aldarskáldi Arthur Rimbaud, Árstíð í víti, heiti það og er svona úrvinnsla á hans svona ógöngum, getur við sagt. Og svo verður man líka að hugsa til Inferno eftir Strindberg ég man að Gyrðir vísaði mjög skemmtilega í Strindberg þegar hann í smásögur sem hann skrifaði einu sinni sem að fjallar Strindberg í IKEA hvernig Strindberg líður í IKEA og var mjög skemmtileg saga sko. En mér var líka að hugsa til sko, bókar sem að hann nefnir þarna í þessari bók og bók sem að maður gleypti í sig á sínu tíma og heitir Darkness Visible og er eftir bandarískan rithöfund sem heitir William Styron sem er aðalega frægur fyrir skáldsöguna Sophie's Choice en þetta er svona lítil bók sem að þar sem hann rekur einmitt sína sögu í gegnum þunglindi og alveg í áttina að eiginlega þeirri stundu þegar hann ætlar að farga sér, að stytta sér aldur og hvernig það verður honum til lífs að heyra allt rapsódíu eftir Brahms í flutningi Kathleen Ferrier held ég, allt söngkonum og hann heyrir þessa undursamlegu músík og þá allt í einu veit hann að lífið er þess virði að lífa því sko.
og eitthvað svona moment getum við sagt að Gyrðir upplifi líka á heiðinni. En ef við má bæta núna aðeins við þennan magnaða fróðleik sem þú lagði fram titilbókarinnar, þá það líka áhugavert að vítið sem vísaði til samkvæmt einu kaflanum að ganga inn á tiltekna geðdeild. Já. Já. Og það náttúrulega viðkomasta kartafla þessara bókar. Já. Það eru eina þjóðfélagslegu spurningar sem spurt starfsfólk geðdeilda, hugarfar, kaldranalegt séða, lítið á fólk sem dauðahluti, bara hluta vinninni. Já. Og það skiptir í tvö hátaldið náttúrulega með það sko hvernig við mót. Það til góðu staður í bókinni sem gleppur. Já. En svo líka bara til vondu staður í bókinni. Já. Og þetta vitnisburður þá og þessi vitnisburður stendur þarna í þessari bók og ég svo lánsamlega, ég þekki ekki þennan stað sko. Ég þekki aðeins þessa staði. Ég á 9. áratug síðustu aldar þá varði ég mjög geðveikur og stóð tæft eins og fjallavanum hér við Rauðaborðið þar sem ég var í spjalli við geðlækni mitt sem gerði nokkra þætti í fyrravetur og hann benti mér þá á það sem að ég hafði ekki áttað mig á að það hefði verið hetjudáð að snúa aftur tilbaka. Ég hafði lamið mig sundur og saman hvers konar aumingi ég hefði verið að það fór þannig fyrir mér að það munaði hársbreyt að ég misti vitið. Ég hafði alltaf talið það sko minn veikleika að það hefði farið þannig fyrir mér að ég hefði verið hársbreytt frá því að missa vitið en geðlæknirinn sem sagt stappaði í mig stólinu og sagði nei, það þín hetjudáð að hafa snúið tilbaka og það annað sem maður upplýði svo vel í þessari bók það hetjudáðin. Já, Andri hetjudáð. Heldur betur og sérðu munin á að fá þennan stuðning frá geðlækni sem þú ert að nefna og því sem Gyrðir nefnir sem er svo óheppilegt, orða maður notið það er svo ónærgætið og hugsunarlaust að segja á meðan Það hræðilegasta setning þessara bókar. Já, hún svo mannleg, maður missi svona út úr sér en þetta þurfum við að geta talað því að það aldrei ofsagt við fólk sem vinnur heilbrigðisstéttina sem vinnur auðvitað og veit þetta vel maður ekki segja neitt nýtt hvað þetta orðin eru þung og þetta viðmót bara má ekki og eins hjartalæknirinn líka bara þetta skiptir öllu máli. Fyrirgeðu en mér langar til þess að vitna beint í bókina vegna þessara orðaðina. Þegar ég sagði við hann, það að segja læknin í næstum barnslegri gleði minni, ég held bara mér sé batnað, sagði hann fremur þurrlega, á meðan Já. Hvað þýddi þetta? Á meðan Að mínum mati ætti engin læknir að láta svona út úr sér og allra síst læknir í geðlæknis námi. En hún var ef til vill vorkunn. Það var mikið álag á þessa lækna eins og aðra og sumir eru ákaflega viðkvæmir fyrir því. Ef einhver sem þeir þekkja lítið eða aðeins innan ákveðina marka hafa uppi á símanúmeri sem þeir hafa og vilja hafa nokkur veginn í friði. En ég sem hafði ætlað að segja honum frá upplifunum mínum með trén, sólina og fuglasöngin fann hvernig hjartað í mér sökk. Þetta rosalegt. Þetta svo átakanlegt. Maður tengir svo við hann, hann glaður, hún líður aðeins betur, hann hefur upp á lækninu sínum og ringir í hann. Við veitum það vafa sem ákvörðum, við veitum það. En þegar við erum geðveik, þá eru ekki allar ákvarðanir okkar að það bestu, það eru ekki allar rökrænar. Það líka sko, ég held líka þegar við erum geðveik þá erum við sko ekstra sensitív fyrir svona þurra drambi heldur betur eins og þetta sko. Já. En þetta samt bara viðmót og það náttúrulega mun alvarlegra ef það hips and haps hvernig lyfjum ávísað og hvort þeir eru í engu að velta fyrir sér hvort viðkomandi einstaklingur sérstaklega næmur eins og Gyrðir fjallar mikið í þessari bók, hann segir ég svo næmur, ég með þannig heila
að það er ekki hægt að koma með einhverja svona staðlaða lyfjagjöf fyrir mig kannski með að við einhver hross, skilur, út í haga. Þetta er líka, þetta er ný spurning. Hafið þið veltið fyrir ykkur að það þurfi að velta fyrir sér persónuleika viðkomandi áður en lyfjakokteilin og hinu margfræga kyni konur taka ekki eins við lyfjum eins og karlmenn og það er örugglega geðlyf, ég veit ekki hvort þau taka tillit til þess en allir þetta sé ekki stundum eða oft þannig að í geðlækningum er ekki endilega vita nákvæmlega hvernig lyf virka út í hörgul, að það er pínu tilviljana eða hvað maður að segja, það tekin einhver áhætta með það hvernig þetta virkar og sjá svo til, en auðvitað við svona viðkvæma menn og viðkvæma einstaklinga og ég myndi telja sjálfa mig vera þannig að maður myndi kjósa að það væri mjög hægt farið að stað og það væri svona mjúk eftirfylgni því að það er eins og heilunin liggur svo mikið í viðmótin, við þurfum öll stuðning og það er eins og helmingurinn að heiluninni liggi þar eins og þegar á meðan stuðningsleysið kippir undan honum fótonum þegar hann stendur svona viðkvæmt að þá bara þessi mannlegi stuðningur getur stundum verið heila málið. Já. Sko og þetta er líka íver upp spurninguna lyf sem alfa og omega allra meðferðar. Já, sko, ég held að nú er ég náttúrulega að tala eitthvað efni sem ég veit ekkert en ég myndi halda að við þurfum að ganga út frá því að hver og ein manneskja er sérstakur alheimur og hver og ein manneskja er bara til í einu eintaki af sjálfur sér. Já. Og við erum ekki klónuð. Og við eigum seitthvað sameiginlegt og við séum ekki kyn en og alls konar hluti sameiginlegt, við eigum seitthvað sameiginlegt en hvert og eitt okkar er samt einstök og bara það segir okkur að það þurfi að miða lyfjagjöf sem að snýst fínstillingar á hugarstarfið okkar og skynjun okkar á veruleikanum og úrvinnslu okkar á þeirri skynjun. Það segir sér sjálft að það þarf að miða þá lyfjagjöfuna við hvern og einn einstakling, myndi ég halda. Já. En er það ekki líka þessari bók eða var það einhverja annari bók sem ég las að hann sko spyr spurninga fólki sem líkur læknanámi í dag að það kunni ekki lengur að tjá sig. Það sé ekki sko fólk sem er gott að hafa til að spjalla við alls konar vandamála. Það er svona sálrænn félagslegur skilningur lækna síðar í tíma, hann sé aðeins breyttur. Þetta hefur heyrst að það séu svona mest Asperger krakkar sem að komast í gegnum erfiðu prófin í harðri samkeppni og ég hef fundið það sjálfur að unglæknar eru sumir svolítið svona fjarlægari finnst mér heldur en góða hófi gegnir. Já. Ég veit það ekki. Ég veit það ekki heldur. Ég hef líka kynst alveg hinnu gagnstæða sem heimilislæknar þá finnst mér það einhvern veginn samtalið vera komið dýpra inn. Ég kalla alltaf eftir samtali og finn það bara ef að heimilislæknir sem ég hef kannski þurft að leita meira til bara í gegnum tíðina ef þeir eru tilbúnari í samtal bara til þess að nálgast mig betur sem viðfang að því maður er hrærugrautur af alls konar og þar finnst mér ungu læknarnir vera misjafnir vissulega en alveg greinilega ég hef ekki talað komið meira beint á hlutina núna kannski líka því maður er orðinn eldri og bara gerir þetta en þegar maður var yngri og var að hitta eldri virðulega læknir það var svona föðurlegra og svona eitthvað þannig að þetta er alls konar en ég segi eins og þú, það er kannski þessi mikla krafa á skýrleika á tölur og niðurstöður og mælingar sem er krafist svo mikið í læknisfræðinni er tími fyrir hitt eða er það látið vera því það er ekki hægt að sjá virkni orðanna mælanlega en já Reynsla Gyrðis er að hann hafi ekki mætt þeirri mennsku sem hann átti von á því að finna á lágpunktum eigin lífs. Nefn á Kleppi, hann talar svo vel Klepp sem er svo dásanlegt af því það hreinsar í burtu
þú veist, þess að endaleysu fordóma sem að maður kannski býr yfir. Og þar nær hann að nýta sína listrænu æð. Þó hann sé búin að tapa niður orðunum og getur til að skrifa, þá getur hann að fara að mála. Og það verður honum til eiginlega bjargar, að geta bara það. Hann málar sig eiginlega, upp. Rýmið til að skapa, einmitt sem hann fær á Kleppi. Hann lýsir andstæðu þess á deild Landspítalans, 33A, heitir hún það ekki? Já, hún hétta allavega í gamla daga. Og þar talar hann um sýningarsal, einangrunar herbyggi, þar sem aðrir starfsmenn geta bara fylgst á þann sem er þarna inn í einangrunar herbygginu, þar sem er búið að saga af húnana og þetta er bara eins og hryllingsmynd. Já, þetta er mjög sárt að lesta, mann finnst þetta ekki. Og mér finnst að kerfið, heilbrigðisstarfsfólk og læknar og annað heilbrigðisstarfsfólk þurfi að svara fyrir það sem kemur fram í þessari bók. Ég er ekki að tala að við búum til eitthvað sakamannabekk eða eitthvað svoleiðis, heldur að það þarf bara að eiga sér staði umræða þá útskýra fyrir okkur af hverju það sé nauðsynlegt að hafa þetta eins og þetta að þarna sé kannski fólki einhverju bráðri sjálfsvíshættu eða eitthvað, ég veit ekki hvað það er en ég man að Hrafn Jökulsson heitinn, hann lýsti svona svipuðum, hann lýsti þessu sama herbyggi sem að hann þurfti að dúsa í. En það er fúski gegn fúski í vinnubröðum sem eiga að koma í veg fyrir sjálfsvíg, segja hann líka. Reimar eru teknar af þér, skónum til þú getur ekki hengt þig með skóreimum, en tölvusnúrur þær fá að vera. Já, það var margt svona sem að maður hugsaði býtu nú veit, hvað er þetta? En stundum, en það er mjög hollt að ræða þetta, maður það líka þá að fá útskýringar af hverju er þetta svona og maður þekkir mjög mikið af góðu fólki sem að kemur að eftir meðferðum við ýmsa hópa sem er í endur bata og þetta er svo frábært fólk þarna með, en það er ekki samt yfir það hafið að fá að þarf að standa fyrir sínu eins og þegar svona bók kemur út og kannski ekki síst læknarnir líka og þeir sem að taka stóru ákvarðanarnar líf fólks. Akkurat. Þeir hafa alveg eflaust gott, meina vel innstinni og allt það og leggur gott eitt til, en það þarf samt ekki að vera hægt að nálgast á og tala þetta. Já, læknasamfélagi, ég er sammála ykkur báðum að læknasamfélagi þarf að bregðast við. Við þurfum umræðu og við þurfum í einhverju tilvikum skýringar. Já. Svo finnst mér að hver og einn Íslendingur ætti að prófa að leggjast inn á geðdeild eina viku hver. Við höfum bara allt gott af því. Já, bara minnka fordóma og ég gerði það 87. Var það Kleppur eða 33? Nei, það var geðdeildin á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri sem þá hét. Og það var rosalega margt. Ég geti skrifað bók þá reynslu, en ekki eins góða bók og Gerðir er búin að gera. Einu sinni satt ég með grátandi hjúkrunarfræðingu meðanótt og það hafði snúist við hlutverkið, ég var að reyna að hugga hana. Og þá var hún bara algjörlega búin. Já, en ég menna svona staður gengur léttulega líka út á mannlega nærveru og er ekki? Jú, en svona, eins og hann lýsir sömu starfsfólki þá er það í einhverju djúpstæðri kulnun eða hvað maður á að segja, það er búið að aftengja sem er skiljanlegt. Hann er með þá skýringu að þetta sé ómikið álag, ómikið annríki sem veldur því að þegar þú hringir í mig þá er ég bara með leiðindi við þig, skilur nú er frítími minn, ég ræði ekki við þetta. Komin svona hjúpur yfir sem hentar ákala illa í veikindum. En mér fannst svolítið skrítið að ég þyrfti að nýta smá orku frá mér því að mér leið mjög illa þessa nótt til þess að hugga starfsmannin. Já, það er ekki besti tíminn. Það er ekkit rosalega góð tími. Mér fannst aðri rosalega veikir en geðlæknirinn sagði við mig, Bjössi minn, það er eitt sem ég þarf að segja þú ert veikastur allra sjúklinga á deildinni minni núna og það var rosalega upplifun að skynja, af því ég treysti honum, ég trúði honum, ég fór ekki neitt frávarp gagnvart þeirri staðhæfingu, en þess að líðan mín var allt önnur heldur en orð hans báru með sér og Gerðir er svolítið að
kunstinn í bókinni við ritun þessara bókar finnst mér hvernig hann nær að sko hann vægðarlaus gagnvart sjálfum sér en hann líka gagnrýninn og maður einhvern veginn trúnaðarsamband hans við mig sem lesanda það rofnar aldrei ekki alveg galdurinn, sko. ekki alveg en stundum fer hann út af einhverja slóði þar sem maður spyr sig eru veikindin að tala þarna en það líka það sem þarf að vera í svona Já, og það eru þarna sko endurtekningar í bókinni sem að sumir hafa, ég vil segja að sumir sko hafa svona fett fingur úti en ég alveg ósammála því vegna sem ég finnst þessar endurtekningar einmitt gefa mér þessa tilfinningu fyrir þessari þráhyggju einmitt, ég upplifði þannig líka Já. Og þær verða og þær eru aldrei alveg eins og þær eru í nýju samhengi sko. og þið hafið aldrei orðið þunglind eða hvað? Ekki þannig ekki alvarlega? Nei, en maður þekkir þessa þræði í þunglindinu, af því ég þekki það þá koma svona sömu þráhyggjurnar aftur og aftur og hérna og mér datt líka í huga að þetta væri stílbragð til þess að sína okkur fram á að þegar manni líður illa það var alltaf sama sem var hérna algjörlega. Það var eitt Andrésblað sem ég komst í gegnum sumarið 1988 eitt Andrésblað á dönsku með 5 eða 6 sögum og ég las alltaf sömu sögurnar aftur og aftur og það var eina heilastarfsemi sem ég hafði ég réði ekki við meira heldur en Andrésblöðin þetta eina Andrésblað og sömu gísp gíspið það er oft bjargað mörgum en sko svo hérna það er hægt að taka eins og ég sagði það er hægt að ræða þessa bók frá svo mörgum sjónarhólum hann segir hérna þegar ég veiktist grunaði mig ekki að sorgin myndi verða að heita má óendanleg Ég þóttist vera búin að lesa mig til að á henni væru vist mörg stig og síðan kæmist maður yfir hana en það hefur einfallega ekki gerst hjá mér. Ég strikaði undir þessa málsgrein og ákveða að vitna til hennar hér vegna þess að það er annað að þegar maður geðveikur að óttinn við að aldrei verði neitt annað samt. Að missa geðheilsuna að missa sjálfan sig, það að missa alla von og það að missa allan tilgang og ekki afturkvæmt til sjálfsinn og hérna það annað sem mann lýsir svo listavel Já, þetta var margir talað sem að hérna hafa glemtið svona veikindi sko þessi aðsvæting Eitt sem að ég var í þessu sambandi að hjá eftir hann talar í rauninni ekki hvort hann hafi trú á almættið að því margir sem að er í þessu hyldýpi sem hefur nú fylgt manninum frá upphafi og fylgir því að vera hugsandi vera það er að hafa trú og á það að þessi tilgangur með aðri mætti og geta treyst almættinu vegna þess að sjálf myndi ég ekki komast í gegnum held ég minn kvíða eða hvað maður segja mína skugga nema ég geti treyst því að það er kærleiksríkt almætti sem ég þarf ekki að skilja en það er þarna og gætir mín og ég bara treysti því og þá sleppir maður stjórninni maður sleppir frekar tökunum og finnur stuðning vegna þess að við erum öll ein við stöndum öll ein og ég held að þetta sé svo mikilvægt og ég var ekki það að þetta vanti í bók Gyrðis, alls ekki en ég var bara veltaði fyrir mér fyrir fólk sko sem hefur svo mismunandi tengsl við þetta nútíma maðurinn hefur lítil tengsl í rauninni og hefur kastað svolítið frá sér stundum skiljanlega eins og gagnvart kirkjunni sem hefur ávísan hátt með sínum aðferðum brugðist að það hefur orðið svona trúnaða brestur við almættið í gegnum þjónakirkjunar Já og bara gegnum það að það er svo þetta er kannski skuggi velmegunarinnar að við förum að treysta á okkur sjálf svo mikið og trú á getu okkar og ef að eitthvað þrýtur hjá okkur þá bara grípur kerfið okkur og ef það gerir það ekki þá verður við brjáluð en það er nú bara þannig
í lífinu að við förum ein og komum ein og þetta það sem við erum að hugsa hversu mikið sem við viðurkenna það eða höfum þörf fyrir það að velta þessu fyrir okkur eða þetta það sem ég held að sé lífað sköpunarinnar í listum og bara framþróun mannsins og gæsku mannsins, stórum leiðtogum sem við lítum upp til og ég var að hugsa með Gyrði, mér finnst hann ganga svo nálagt þeirri áleitnu spurningu að hver og einn finni bara svolítið myndi ég standast þessa þrekrun hans, hvað hef ég? Hvaða haldreipi hef ég í rauninni svona innst inni? Og við höfum bara gott af því að velta því fyrir okkur. Ég get alveg tekið undir þetta sem þú lýsir svona fallega sko með að þetta trúnaða traust í garð þess að það sé bara einhver sem hefur lítið til með okkur og maður veit ekki alveg hvað það en maður, ég hef oft fundið þessa tilfinningu sjálfur sko. Myndirðu skilgreina því sem trúa það? Já, að þessu hluti til, já. En ekki í stofnanaskilningi. En sko mér finnst Gyrðir vera að lýsa þessu hann að lýsa því hvernig hann að lýsa sko hvernig hann nær sambandi við sjálft lífsaflið sem að baki alls einmitt þegar að hann upplifir trén og fuglasöngin og himinin og náttúruna allt í hennu og hann ringir svo glaður í geðlæknin sem segir á meðan og mér finnst hann einmitt vera að lýsa svona hugljómun af þessu tagi og þetta út allt líka í sko verkans eru vissulega dálítið full af skuggum og dimm og oft lýsir hann einstaklingum sem eru í svona svipuðum sálarháska og hann lýsir í þessari bók en það alltaf svona moment í öllum hans verkum Sko þeir sem lenda í krísum þeir náttúrulega sækja sér oft haldreipi í hið andlega í einhvers konar trú hvað sem það guðstrú eða trú á eitthvað annað trú á stokk og steina og það forskot sem fólk hefur virðist vera ef ábjátar ef þú getur sótt þér kraft í einhvers konar trú ekki satt Já, ég myndi ekki lýsa þessu sem forskot það mjög margir sem dæmi Guðmundur Andri sem taka upp trú ef þeir veikjast af krabbameini og þeim sagt að þeir eigi bara eftir 6 mánuði ég skrifaði hann upp í bókundauðan akkurat ég veit svolítið þetta og menn konvertast þeir umsnúast af því að þeim líður aðeins betur með því að gera það og svo getur bara vel verið að það séu margar aðrar ástæður fyrir því Svo erum við bara svo einkennilegar sko það hugsanlegt að við skynjum einhverja nærveru þegar við þurfum sárlega á því að halda og við getum látið þessa nærveru taka á sig einhverja mynd sem að við höfum kannski fengið útlutað sko þegar okkur innrætt trúarbrögðin eða við getum sleppt í og bara skynja þetta sem ljós Já, en mér finnst hann sko gefa trúnni aðeins undir fótinn Já í þessari bók svolítið feimnislega piplar svona aðeins í kringu það en hann að reyna Já, þetta allavega þetta bók sáluhjálp Já, þetta hluti á sjálfsberga viðleitninni sko, kraftaverkinu sem þarf til þess að snúa við til þess að komast út úr myrkrinu þetta sem sagt bæði kvíði þunglindi þetta eru öfl sem sjúga alla orku úr honum og þegar hann vaknar það hryllileg tilfinning eftir ömulegan svefn og fyrsta tilfinningin sem kemur neikvæð hún einhvers konar ótti þegar hann vaknar og ég veit að fólk sem hefur ekki glímt við neina andlega erfiðleika nokkru sinni það veit ekki hvað Gyrðir að tala Hvar það fólk? Ég bara þekki ekki þannig fólk það ekki? Ég meina við þekkjum þetta öll í einhverju mæli sko, kannski ég leita bara upp í þannig fólk mér finnst ekki barið í fólk nema að við fundum fyrir kvíða Nú ég að fara kannski auðvitað létt með en þá ég að meina að mér finnst bara sjálfsagt því að viðurkenna þegar maður manneskja með tilfinningar að það ekki ég meina halló, það bara það sólskinn og því fylgir skuggi
Það bara þannig, lífið svoleiðis og hvað ætlar að gera í því? Það hvernig bregst maður við. Hann leitar ekki á náðir, Gyrðir leitar ekki á náðir vina sinna. Sko, ég var að hugsa bara núna, sko, ég fór að hugsa línur úr Háamálum, Hrörnar þöll, svo stendur þorpi á Hlýratenni börkunja barr, þar að segja, tré sem stendur á berangri, þöllin tréð og þorp berangurinn, og stendur eitt á berangri og það bara næður það bara hrörnar. Og mér finnst að koma mjög skýrt fram í þessari bók að hvað það er mikilsvert fyrir Gyrði að eiga að þessa fjölskyldu saman. Það konan hans og dæturnar hans. Og ekki síst tíkin. Og glemdur í henni. Hún er bara megin persóna í þessari bók. Já, meira. Stórkostleg tík. En hann hringir ekki vini. Eitthvað aðeins. Já, eitthvað aðeins. Hann gerði eitthvað aðeins. En hann hefur stórkostlegan stuðning af konu sinni og skilningi dætra. Það segir manni líka að tilfinningatengingar eru svo heilar. Það er eitthvað svo heilbrigt þarna með sem er svo átakanlegt og fallegt og sterkt að hann fær þennan mikla stuðning. Æðurleysi konu hans verðist óendanlegt. Það er ótrúlega stóðast þetta. Já, og er náttúrulega hjúkrunarfræðingur líka. Hjúkrunarfræðingur. Og tekur ákvarðanir með honum og hlýtur að þau ræða þetta og svona, hún kemur úr annari átt líka. Þetta er ekki bara hanna því hún er einmitt heilbrigður starfsmaður. En það er eitt sem ég langaði aðeins að segja. Með hann þarna á meðan að sko, við þurfum öll að finna það hvernig myndi ég bregðast við ef það væri sagt svona við mig á veikum punkti. Hvað hef ég til þess að geta staðist það að einhver dregur mig svona niður? Af hverju er það orðið þannig? Þetta hefur alltaf verið svona, en þetta er mikið núna að af hverju gef ég þessum manni þetta vægi og vald? Við erum öll lent í svona fólki. Já, við erum alltaf að lenda í þessu og bara fylgist þið með fréttum. Ég stundum að margir segja, ég get bara ekki horft á fréttirna núna, þetta dregur mig svo niður, skiljanlega. En hvaðan, til hvers bragð segum við að taka til þess að geta staðist þetta? Og þar finnst mér trúin koma inn sem ákveðin stuðningur, þar sem það er bara trúðu því að þú verður heill. Sko, að bara trúa því raunverulega hafði þann innri ásetning því ég með þér að það fer allt vel. Þetta er í rauninni bara svona massív tilfinning fyrir tengingu að hlutinni fari vel. Þannig að maður sem er þreyttur og bara vill komast heim úr vinnunni og hann segir þetta og missir þetta út úr sér að hafa ekki þetta vægi því að það er svo mikið í húfi. Þetta er svolítið sem við erum öll að glíma við og ungt fólk með kvíða sem fylgir samfélagsmiðlum og svona skoðunum annar, þið sjáu hvað þetta yfir tekur allt. Það kemst ekkit af hjá mörgum annað en álit annara. Álit annara. Hvað getum við gert svona meira? Tala eins og við erum að tala. Já. Einmitt. Sko, ég myndist á vinina sem að maður hringir oft ekki þegar manni líður svona illa að fjölskylda hans einmitt, hún hefur sjálfst bjargað lífið hans og eins og gerist oft þeir sem eiga fjölskyldur og þeir sem eru með tengsl og bönd við gott fólk í kring, þeir bjargast henni bjargast ekki. Við lesum bara minningagreinar ansi marga hinna en af því að mér finnst Gyrðir eiga það skilið hjá mér eftir að hann gaf mér þessa bók að ég taki við keflinu og ég opni mig aðeins mína geðvík aftur í tíman út af þessari bók og ég bara takk Gyrðir og þá langar mig að segja ykkur það að einn vinur minn í Reykjavík hann reyndi allt sem hann gat til þess að ná sambandi við mig þegar ég var í þunglindinu 1988 og ég lá sem sagt við Bakka Mývatns á uppeldisheimilinu mínu og hann gerði vel með því að hann ók alla leið frá Reykjavík vondu vegina sem þá voru alla 500 kilometruna austur í Mývatnssveit því að hann tók það ekki gilt
þegar ég vildi ekki koma í síman þegar hann var að reyna að náði mig og mamma sagði mér að hann væri hérna einn af mínum bestu vinnum en þótt hann færi alla leið austur í Mývatnssveit og bankaði á hurðina og mamma fór til dyra þá skammaðist ég mín svo mikið fyrir að vera svona mikið geðveikur og fyrir að líða svona rosalega illa að ég gat ekki hitt hann þannig ég bað mömmu að segja hann að ég væri ekki heima og svo fór ég bara inn í rúm og ég grét og þarna bara þú veist, þessi heimur þetta myrkur, þessi skömm hvað þetta er ennþá mikið tabú að hérna en þú gleymir þessu ekki og enn þann dag í dag er þessi langi bíltúr hans þessi langa bílferð hans hún lifir í huga þínum og er þér sko hann rifjaðist upp við lesa bókarinn já, þetta er þér þá fjarveruvinnana mér finnst vera fjarveruvinnana í þessari bók og ég held þessi vegna þess að sko vinirnir í kring líka, þeir veit ekkert hvað þeir eru að gera ég finnst alveg að vita þeir ekki hvað staðan er við erum alltaf að tóna það niður hvað staðan er alvarleg það er nú eðlilegt sko en hérna en einangrunin sko það er hérna þá komum við aftur að þessari deild þarna á Landspítalanum ef það er eitthvað sem að sko er okkur banvænt í þessum aðstæðum þá er það einangrun við þurfum snertingu, við þurfum kontakt við þurfum hlýju, við þurfum fólk sem að bara einhvern veginn riður sér braut og reynir með öllum aðferðum að komast inn í líf okkar þótt sá geði ekki vill kannski ekki hitta aðra en hann verður að hitta aðra og hann líka skrifum þetta hann gerir þér Tala ég allt og mikið? Nei, alls ekki. Á ég að vera maður sem bara spila spurningar? Nei, þetta er allt mjög fróðlegt sko. Vekur hugsanir, sko, maður er að velta þessu fyrir sér. Ég veit að við svo gerður á mjög góða vinni sko, marga góða vinni. Já. Heldur að hafi verið þarna einhverstaðar í, akkur skrifa hana svona lítið enná í þessari bók? Ég get ekki svarað því sko. Nei. En hérna það kannski hefur þetta verið líka sko löng leið sko að það er þekking á því hjá vinnum hans að hann glímir við þetta en svo kemur COVID og þú veist að bara þessi einangurinn læsist meir og lokar á það getur verið svo margt það er nú annað í þessu sko það er COVID-ið sem dálítið stór persóna í, sko það eru svona tvær myrkraverur sem eru verstar þarna, það er COVID-ið og það er þetta þarna þetta hjartalifið sem honum finnst vera eins og vondikallin í sko, það er svona Voldemort Tambokor, þetta er það sem er tvent svona og mér finnst að umhugsunarefni og stáldi sláandi að hann rekur upp af þessa alls til þriðju bólusetningarinnar í COVID. Já, en sumir hafa þessa skoðun. Það er bara margir á móti bólusetningum og tengja þetta saman og kannski skiljanlega, þú veist að því við vitum aldrei alveg allt. Og hann segir að sumar dæmi þetta frá heiminu, sko, ég þekki það ekki, sko. Nei. En já. Og ég var líka að hugsa bara að það er aldrei of mikil áhersla lögð á það að fá annað álit eins og við þessari lyfjagjöf hjartalæknis þar sem hann tengdi ekki og svona hafði einhverjar innri tilfinningum að þetta ætti ekki að vera svona eða eitthvað var óþægilegt. En svo gerum við þetta kannski ekki, það er svo mikið vesen, erfitt að ná oft í læknana, þetta tekur svo langan tíma, þetta er svo þungt ferli. Það væri svo frábært ef þetta þyrfti ekki að vera svona erfitt að fá bara annað álit. Algjörlega. En það gaf hann líka rosalega mikið þegar einhver talaði við hann sem þjóðargersemi. Já, sem hann er. Þú ert svo mikil þjóðargersemi að við meðum ekki láta þetta fara svona. Sagði einhver við hann. Svo fá orð, svo sönn og gerði svo mikið. Já, bara hlýja og virðing. Og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem við getum tekið til okkar bara í daglega lífinu líka á þess að vera hundveik, sko. Að þetta getur skipt svo miklu máli. En af því ég nefndi þarna menningarbreytingu á læknum hann segir, hann er að rifja til
fyrir tíma. Á þeim tíma voru á geðsviði Landspítalans starfandi snillingar eins og Snorri Ingimundarson, Bjarnason, Lárus Helgason, Gísli Þorsteinsson og fleiri sem kunnu sitt fag og vissu hvernig átt að blanda kokteila. Auk þess að kunna að tala við sjúklinga sína, sem alls ekki sjálfgefið með geðlækna í dag. Nú virðist aðaláherslan vera lögð á lyfjasullið en minna lagt upp úr að þeir reyni að grafast fyrir það sem að er. Nafni geðlæknir þannig að vissuleyti misvísandi í dag. Já. Þetta er stór orð. Já. Og rétt, ég meina, hann upplifir þetta svona, þetta þarf bara að ræða og skoða. Já, þetta er vitnisburður. Já, þetta er vitnisburður, já, heldur betur. Sem ekki þetta bara, Nei. Láta sem vindum verið þjóta og það er bara ekki hægt og gerir þið náttúrulega höfundur af þeim kaliber að menn verða að þérna. Já, hann í forréttindastöðu. Hann þjóðagersemi og það þarf að bregðast við því sem þjóðagersemi segja. Orðans vega þú. Fólk heyrir þessa bók. Ég var eiginlega alveg búinn eftir ég las þessa bók og það sem ég þurfti að gera eftir ég las hana einu sinni var að ég þurfti að lesa hana aftur en svo stundum með bækur sem hafa mikil áhrif á mann og það er að lesa þar aftur. Mér leið miklu betur eftir lestur 2 og þá svona var ég þá svona róaðist ég aftur. Svolítið húmórinn og byltuna en sko umferð 1 var mér mjög erfið. Ég fór líka að velta öðru fyrir mér. Það má aldrei fjalla sjálfsvíg í fréttum, öðruvísin að það komi ægileg niðurlag og á einhverjum tíma það mátti bara aldrei segja frá sjálfsvígum af því ég hef nú svo lengi verið í blaðamennskunni, verið fréttamaður og skrifað mjög harðar fréttir oft á tíðum. Einhverjum tímabili það var bara konsensus það að bara við ættum bara aldrei að segja frá frá sjálfsvígum. Því að þá þið smittunaráhrif og það var oft vitnað einhverja eina rannsókn hvort hún var í Skotlandi eða hvað hún var og þar sem að menn sögðust geta dregið línu á milli umfjöllunar sjálfsvíga og aukningar sjálfsvíga en ég held að það sem meira og minna búið að bera þessi vísindi öll tilbaka í dag. Var þetta ekki líka eitthvað með svona einhver mannhelgis viðþorfum að sko það sé svo mikil höfuðu synd að taka í líf að þú að hlífa bæði þú að hlífa minningu viðkomandi og ástvinum. Einmitt. En það þarf enginn að vera hræddur það að þessi bók hveti til sjálfsvíga. Að það að lesa hana hveti einhver til sjálfsvígs. Þvert á móti vitnar hann í að hinn örfáu sem hafi lifað af fall eða Brooklyn-brúin. Þeir í miðjustökki tekur 3 sekundur að drepa sig eða þú stekkur á þessari brú. Eftir 1,5 sekundu Eftir 1,5 sekundu. Nei, hvað er ég að gera? Já, mér fannst það svo og sko það er náttúrulega bara alveg ótrúlegt þrekvirki og hetjut af hvernig hann þegar hann vaknar í snjónum og bara hann opnar augun og berst til byggða og ný. Það sigur lífsins. Ég sá fyrir mér kvikmyndasenu. Hann var þarna hélaður alveg og horfinn einhvern veginn með hendurnar einhvern veginn yfir brjóstinu. En samt líkur þessu ekki þar. Samt líkur þessu ekki þar. Nei, hreint ekki. Og hann á eftir að bara sökkva aftur. Nei, en hann vaknar aftur og ég sagði, hvað er það? Hvað gerðist? Hvernig vaknaði hann aftur og hann skrönglast einhvern veginn tilbaka, blessaði maðurinn en hann náði að vakna aftur til að gangi gegnum enn meiri þolraun en þetta er þvílík písla að ganga Þetta svo sena sem að manni fannst skáldleg einhverju leyti ákveðnum skilningi mjög myndræn og gerðisleg kannski hún áttur að vera klassísk í íslenskum bókmenntum það er alveg ljóst stórmerkileg bók við erum ekki að gefa henni stjörnur en við ætlum bara að segja að þetta er mjög mikilvægt framlag sem kallar á umræðum eins og þú segir Guðmundur Andri og þú sömu skoðunar algjörlega mér datt í hug bókin Fátækt fólk eftir Tryggva Emilsson þegar ég las hana af því að á sínum tíma þá bara kemur þarna fram maður sem segir bara satt svona var þetta, svona sá ég þetta og þið ráði hvað ég geri við það svona er þetta. Vakti rosalegur umræður í samfélaginu þá og mikil sárindi líka og bara kom við kaunin á ákveðinni kynslóð og bara en ég fekk svona svipaða tilfinningu þarna stígur fram maður sem segir þetta er minn vitnisburður alveg eins og ég upplifið þetta þið ráði hvað ég gerið við það. Ég var einu sinni pínu reiður
Það er þeirra að segja hluti af geðbresti hans megi rekja til fjárhags vandamála og þegar hann skorinn niður 50%. Ég var nú með einhverja rifrildi daginn listamannalaunin en ef það einhver sem á alltaf listamannalaunin það sumir listamenn sem bara vera á kaupi við að vera til. Já, ég sammála. Svo bara geta þeir gert það sem þeir sýnist. Er hann ekki á heiðurslaunum? Nei, það hefur ekki tekist að Nei, því miður, en svona nú það. Ég allavega fyrir hönd myndlistar, þá ég ákvæmlega glöð og þakklátt að hann fann fróun í því að gera myndir og ég hugsaði með mér, já, sérðu bara, hann notar myndlistan einhvern veginn til að slaka á, gerir ekki kannski kröfur á sig, hann þekkir þetta, hann alinn upp að myndlistamanni og þetta hefur verið hún svona eðlilegt, hann bæði og svo kemur að því að það svona stíplast eða það gaf honum ekki lengur þessa ánægði sem það gerði, en samt gerir hann þetta alltaf með og hélt þarna sýningar og það var svo fallegt allt í kringum þetta, fólk elskaði það að geta keypt þessi verk og já, það var mjög gamanlega þetta bara. Heyriði, Kristín og Guðmundur Andri. Þannig að eftirstanda jákvæð hughrif. Mjög svo. Já, jákvæð hughrif. Mjög. Og hann hefur sannlega skrifað þessa bók til einhvers en nú býðum við eftir næstu skrifa. Það er spennandi og ég í aðstöðu til þess að geta kallað fram viðbröð. Ég búin að reyna að ná í lækna þeir ef ekki viljað að koma í hann. Þú bara dragað og öskrengdi hingað. En ég er þegar búin að bóka viðtal við konu sem ætlar að lýsa hennar eigin reynslu af þessari geðdeild Landspítalans sem gerir þér væga sagt skrifar ekki vel mér skilst að hún muni segja svipaða sögu, hún ekki heldur áhugavert að segja þannig að já, þetta verður vonandi eitthvað meira heldur en bara umræða í þætti, vonandi fylgja þessu viðbröð það þarf en kærar þakkir þið góðu hálsar og kraftar með mér í þessari mörguleiti viðkvæmu og erfiðu umræðu. Takk fyrir. Takk fyrir. Og þakka ykkur hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur. Það nýrkafli eftir andartak, ekki fara langt. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Ingibjörg Bernhöft klínísku dáleiðari og hún hefur verið að gera garðinn frægan erlendis. Hún að koma ráðstefnu þar sem hún var að kynna hvernig hún notar jákvæða sálfræði í vinnu með dáleiðslu. Og hún að bjóða okkur aðferðir til þess að við getum nýtt okkur dáleiðsluna, svona sjálfsdáleiðslu til þess að við getum nýtt okkur hana til þess að vinna með okkur sjálf og styrkja okkur og heila. Og við ætlum að læra sjálfsdáleiðslu hjá Ingibjörgu í dag. Velkomin Ingibjörg. Takk. Segðu mig fyrst frá ráðstefnunni. Hvað var það sem þú varst að boða þar? Ég var að tala jákvæð sálfræði og dáleiðslu saman. Það sem að ég búin að spinna saman styrkleikan okkar. Við búum öll við 24 dáslum styrkleikum. Og hvernig getum nýtt það í dáleiðslu til þess að efla okkur. Og það bara ótrúlegt að vita til þess að 80% af mannkynni veit ekki styrkleikana. Og erum við öll með einhverja styrkleika sem 24. Við erum ekki að nýta okkur? 24. 24. Viltu telja? Getur þú talið á mjög hratt upp? Nei. ekki rauninni, en hver helstu styrkleikar mannsins? Kærleikur, það ást, það lærdómsfýsni, það sjá hlutina frá mismunandi sjónarhorni, það Þetta svolítið eins og Karl Rotses lagði upp með í mannúðarsálfræðinni, að við séum í eðlokkar með þessa eiginleika vilja verða betri manneskjur. Já. Og svo þetta skilgreint hvað, þetta eins yfir allan heiminn. Já. Og það svo sérstakt, þetta próf sem við getum tekið á netinu, vísindalega sannað og faglega gert. Sem gefur þess að 24 styrkleika. Við höfum öll sömu 24, en þeir raðast mismunandi. Já, missterkir hjá okkur. Já. En segðu mig þá hvernig þú hvað nýtt í því sem þú að boða? Ég læt fólk taka styrkleikaprófið
og spyr svo þau verkefni sem þú ert að standa frammi fyrir. Já. Getur nýtt eitthvað af þessum styrkleikum til að hjálpa þér í gegnum þetta verkefni? Já. Fólk vilja, já, hvaða styrkleika viltu nota? Hvaða verkfæri viltu nota í verkfæratöskunni? Já. Til þess að leysa þetta verkefni. Og þannig það að þú ert ekki vandamál, heldur eftir bara að nota rámt verkfæri. Þú kallar þetta vöruhús tilfinningarna. Já, að þá getur þú farið með styrkleikunum inn í vöruhúsið þitt í huganum. Já. Og náði þær tilfinningar og náði þá færni og visku og þekkingu sem þú þarft til þess að leysa verkefni. Þú ert í raun að segja að við búum yfir öllu sem við þurfum. Þú farð aldrei verkefni í hendurnar nema og hafa lausnin innra með þér. Þannig að þetta er svolítið andlegt að segja þetta. Þannig erum við að fá verkefni, hvað meinar með því að við fáum? Já, að því ég líti að við erum ekki með vandamál, við erum bara með verkefni og þar með erum við ekki sjúkdómur, heldur erum við verkefni. Það er kannski skriftnasta í þessu. Þannig við erum að læra að nýta styrkleikan okkar í þessum verkefnum. Já. En hvernig var þið tekið? Nú, heldur þú fyrirlestur, hvað var svona vakti mesta athygli? Styrkleikarnir. Já, að við hefðum þessa styrkleika. Já. Og þetta er ráðstefna, þú segir mér ég get ekki einu sinni farið með það, hvað hún heitir. Hún heitir IMDHA, sem stendur fyrir International Medical and Dental Hypnotherapy Association. Já, og það segir mér að læknar og tannlæknar í Bandaríkjunum að nýta sér dálæslu. Út allan heim. Já, og þetta er alþjóðlega ráðstefna. Já. Það kemur fólk frá 21 landi og við erum að skiptast á að fræða hvort annað eitthvað nýtt, hvernig við erum að nýta dálæsluna, hvað í gangi í okkar heimalandi. Já, og það verið að nota dálæslu og ég bara fór að kanna einhverja rannsóknir. Já. Og ein stór rannsókn sýnir að þeir sem eru í svæfingu í hjartaaðgerð eða fá dálæslu, þá það var nú reyndar bara, þá ekki eins mikill sársauki og verkir. Já. Getur þú nefnt mér nokkuð dæmi alveg frábæran árangur að dálæslu í tengslum við? Inn á YouTube frá BBC var maður sem fór í kviðslitsaðgerð. Hann var að vinna á skemmtiferðaskipi og gat ekki farið í svæfingu. Hann fór í alla sína kviðslitsaðgerð bara undir dálæslu áhrifum. Og var þetta sýnt á BBC? Og þetta var sýnt í beinni útsendingu. Af hverju? Á BBC. Akkur var þetta sýnt í beinni útsendingu? Að þetta var sína hvernig hún virkaði. Já. Þannig að það var verið að sína, hann fór í uppskurð og eina sem að fekk og dálæðurinn satt við höfuð hjá honum og var með hann í dálæslu allan tíman. En á ráðstefnunni, hvað kemur fram í sambandi við hvað að koma gagni varðandi svona í þessum tannlækningum og læknisfræði? Það tannlæknir í Frakklandi. Hann var í fyrra á ráðstefnunni og hann var að sýna hvernig hann notaði dálæslu í staðin fyrir deyfingar. Já. Það eru margir sem eru hræddir við nálar. Já. Og vilja þó frekar dálæslu. Og eru minna hræddir við það. Heldur deyfingu. Og í tannlækningum nóg að nota dálæslu frekar heldur en að láta deyfa sig? Það er hægt, já. Og það er líka ef þú slakar á. Já. Segjum að þú eru að gera jaxl og þú nærð að vera með sjálfsdálæslu og slakar á. Þá er auðveldar að vinna. Minni streita í kjálkanum eftir. Já. Ég reyndi að nota þetta. Ég fer til tannlæknis og bara nota sjálfsdálæslu. Já, ég elska það. Svo kemur lampin svona yfir andlitið á manni. Já. Og það er komin sólaströnd og bara... Já, þú bara velur hvað þú ímyndar þér. Já, ég er bara í þessum tannlæknastóla, það er sólbekkurinn minn og svo kemur ljósið, það er ég bara með sólina og svo er ég bara... Þannig að þú ert að nota ímyndunaraflið, viltu útskýra aðeins fyrir hlustendum hvað þú ert að gera í dálæslu? Hvað er það sem gerist innra með þér þegar þú fer í dálæslu ástand? Í rauninni er það að leiðu þú getur farið og ímynda þér, ímyndunaraflið er náttúrulega tungumál undir meðvitaðinnar.
hvað ég var að taka fyrir? Fólk með kvíða. Já. Ef við tekum það bara sem dæmi. Já. Það fólk að ímynda sér verstu útkomið sér til og hræðist hana. En ef þið getur ímyndað þér verstu útkomuna, hvað myndi gerast ef myndir ímyndað þér bestu útkomuna? Ímyndarafli virkar í báðar áttir, sko. Bæði gott og slæmt. Ok, segjum að þú setja með kvíða fyrir í einhverju ákveðnu. Hvað er algengast? Flughræðsla, já. Ok. Hvað er það svo sætt við í flugi? Að flugvélinn hrapar? Já. Og ert þú að fara að fljúga sér vel? Nei, ok. En hvað þú ímyndar ókyrð er mjög algeng. Já. Ótti. Sem hræðsla í flugi. En ef þú ímyndar að þegar þú ferð í flug og það kemur ókyrð, að stóllin breytist í nuddstól. Hann er akkurat að nudda hárrétt á punktin sem spennan myndi safnast í. Ok, verður fúl að fara í ókyrð þá? Nei, hún er yfirleitt of stutt. Og mér finnst þetta mjög fyndið. Og þetta er kannski 2 tímar. Virkar þetta? Hætti fólk að vera flughrætt? Ef að það getur ímyndað sér eitthvað annað? Það getur ímyndað sér fólk sem getur mín í flughræðslu, það er oftast ókyrðin sem það talar um. Er það ekki hrætt að bara vélinn hrapi? Nei. Já, athyglisvert. Já. Já, en getur útskýrt hvað, út af því að ég held að við séum að, hvað eru ekki 80.000 hugsanir á dag eða svo, eða alveg, það er ótrúlega magna hugsanir sem fer hérna í gegn. Hvernig getur maður haldið í þessa hugsun að það sé allt bara voða notalegt við það að vera í ókyrð? Bara með því að ákveða það. Þú veist, í rauninni er það, ef þú lærir einhverja tækni og lærir að fara og grípa sjálfan þig þegar þessi óæskilu hugsanir koma fram, þá verður hitt bara sjálfkrafa. Þú veist, það er bara, ókyrrt, já, herðu, pröfum þetta og pröfum hitt og þú hugar að önduninni, þú hugar að, þú breytir að þessu stellingu og kemur þægilega fyrir í stólnum. Ok, við verðum að taka hérna dæmi út af því að þú ert í rauninni að kenna fólki að vera sjálfbært í rauninni, að nota sjálfsdáleyslu í sínu eigin lífi. Já. Og að við getum bara hreinlega lesið inn á síman okkar, voice message bara til okkar sjálfra sem við getum hlustað á til þess að... Það verður rosalega áhrifaríkt að því að þú þekkir þín eigin rödd. Já. Það er áhrifaríkt, bara eiga upptöku með sjálfum sér. Já. Okay. Að því að þetta er sama rödd og heyrist í huganum þegar hún segir, það er alltaf að fara til fjandans. Já. En að þú getur sagt við sjálfum þig, með nákvæmlega sömu röddu, Ásdís, þetta er alltaf lagi, þú ert alveg örugg, þú situr hérna í flugsæti, þú ert með sætispelti spennt, andaði. Leifðu þessum stóla nuttaði bakið. Já. Bara andaði, settu fæturnar á gólfi. Já. Andaði. Og það er bara ótrúlegt hvað þetta gerir. Þetta er gott ráð fyrir þá sem eru með flughræðslu. Bara lesa þetta inn. En hvað þarf að vera? Er ekki einhver innleiðsla til þess að róa hugan og komast nær undir meðutundinni? Jú, það er alveg, sko, fólk getur komin lært sjálfstálslu. Já. Það getur líka farið og fundið út bara hvað róar mig. Farið bara í könnunarleiðingur á sjálfum sér. Ok, nú eru þú að útskýra munin á dáleyslu þá og slökun bara. Slökun er í rauninni undirstaðan á dáleyslu. Þú veist, þetta er allt svo samofið. Dáleysla, núvitund, hugleiðsla, þetta er allt það sama. En nú hef ég farið í dáleyslu og fór og lærði dáleyslu. Ég var svo spennt. Ég meiri segja, fór í svo mikið ævintýri í dáleyslinni minni. Ég fór bara og hitti framliðna og Guð og ég fekk alveg rosalegar upplifanir og svona heilun ég upplifi og það var algjörlega svona eins og kerfið mitt kynni að nýta sér þetta og það var
alvöru dálislega ástand, þú veist, og svo hef ég líka bara verið eins og þú ert að segja í einhverju slökun, en ef við viljum fara í alvöru dálislega ástand, hvað þarf að gerast? Þá myndi ég byrja á því að slaka á öllum líkamannum markvisst. Fara og einblína fyrst á augun. Ég ætla að skrifa þetta hjá mér, þannig að ég segi þetta mjög skýrt. Í fyrsta lagi að ná svona slökun í líkamann. Já. Ég byrja, því ég að dálega, þá byrja ég alltaf á augunum. Já. Ég byrja á því. Ég ætla að byrja að draga einsund djúpt inn andan og blása frá þér. Lokaðu augunum og ímynda þér, þá byrjum við ímyndaraflinu, að þú anda frá þér í eðlilegri öndun, þá fer spennan úr vöðvunum í kringum augun. Það gerir það verkum að fólk fer og færi fókusinn meðvitað á ákveðna staði í líkamannum. Svo byrjum fólk að færa þetta upp í enni, niður andliti. Getur þú útskýrt þetta? Getur þú útskýrt af hverju maður fer dýpra við það að beina athyglinni að augunum? Þú ert bara með þetta, sem sagt, augun þín er það, sko, augun og eyrun er það sem er að skanna umhverfið allan daginn. Já. Þú fær svona 5 til 10.000 áreiti á mínútu í gegnum augun. Þannig að með því að loka augunum og minnka það áreiti, þá svo slakar á. En þetta út af því ég hef prófað þetta og þú veist, og hef séð þetta oft gert, að það er verið að beina athyglinni að augnlokunum og vöðvunum í kringum augun og finna titringin og ég hef alveg fundið að sjálf maður svona eins og sunkar inn í sig. Já. En veistu, af hverju það gerist? Þetta er bara nákvæmlega sama og gerum að við fyrir að sofa og lokum augunum. Já. Þannig undir meðutun okkar tengir það að við lokum augunum í meira heldur en 2 sekundur. Nú er ég að slaka. Já, þannig að það er... Við erum að nota þekkingu sem líkamann okkar þekkir. Já. Til þess að slaka. En það er ekkert þetta útskýr þetta út frá því hvað, þú veist, einhverju hormón eða eitthvað eða heilabylgjum eða eitthvað. Jú. Það er, því ég verið sálfræði í Háskólanum á Akureyri, þá vorum við að leika okkur með heilalínurit. Og kennarinn segi, það er ekki hægt að leika sig með heilalínuritin. Ég segi, jú, ég er ekki það. Og bara, nei, ég segi, sett á mig hún, ég skal sína þér það. Já. Svo fór ég þess að sjálfstálslu og ég lék með heilalínuriti. Við gáttum séð það á línuritinu. Hvernig þá? Þá fór ég bara dýpra í sjálfstálslunni yfir í það að ég var í úr því að vera með í þessu alfa state og alveg niður í delta eða þeta eða eitthvað svo leys. En ég var búin að segja henni hvernig hún nætti vekja mig ef hún vildi kalla mig tilbaka. En þetta var mjög skemmtilegt og hún hafði ekki séð þetta áður. Já, það er náttúrulega verið að nota heilalínurit núna til þess að sjá hvað gerist í Það er hægt að sjá þetta ef þú væri með heilalínurits hettu og öllu sem fyrir dálistu. Það er hægt að sjá þetta. Já. Þannig að það hægist á heilabylgjunum. Já. Ok, þannig erum við komin að skrefi 2. Það er rauninni, þú veist, að slaka á taugakerfinu og hvað gerist svo? Svo þegar við erum búin að slaka á öllum líkamannum alveg niður í tær, ég byrja á andlitinu og niður líkamann, þá hef ég farið og sagt við fólk, ég ætla að byrja mig ímyndar að þú sé stödd einhverjum dásamlegum stað sem er uppáhaldsstaðurinn þinn sem er göngustígur. Ég ætla að tala frá 10 niður í 1 og þú nálgast þinn griðastað, staður sem að hefur alla draumana þina, allar lausnir, allt það jákvæð sem byrði yfir er bara paradís á jörðu í þínum huga. Svo tel ég afturbak frá 10 og niður í 1 og svo spyr ég fólk, ertu komin inn á staðin? Í 99% tilfellu segir fólk já, af því að veit hvert er að fara. Hvað gerist í þessari talningu? Af því að þú ert að fara frá einum stað og yfir á annan og með því að gefa þér smá tíma, ég fer ekki bara 10, 9, 8, heldur 10, horfðu umhverfið, 9, við erum að virka þetta ímyndunarafl til þess að fólkið átti sig á því hvernig undir með þetta er að tala við þig. Og svo finnur maður, þegar maður kemur í 4, kannski 5, þá finnur maður svona, og ég finn svona með sem að sunki inn. Já, ég sé alltaf 5, þú veist, hálfnið, eða hálfnær. Já. Takt eftir hvernig það er að fara þessa leið. Já. Legðan á minnið, því að þá getur þú farið hann aftur og aftur og aftur, sjálfur eða sjálf. Já.
notar 10 tröppur eða? En 10 skref. 10 skref bara, þennan stíg inn í þennan ímyndaða heim. Hann getur verið alls konar. Þannig að þetta er bara þetta sem við erum að gera. Við erum að hjálpa fólki inn í slökun með því að slaka á líkamannum og bjóða þeim að fara með athyglinna á einhvern stað. Þar sem að ímyndunarafli skiptir mjög miklu máli í þessari vinnu. Já. Og svo bara getur maður valið hvað maður vill segja við sjálfan sig í þessu ástandi. Já. Ok, segjum núna að þú ætlir að hjálpa mér að búa til dálislu. Já. Og áhorfundur vilja kannski setja sinn ásetning inn í þetta format. Nákvæmlega. Já. Lýstu í hvernig ég myndi gera það. Hvað myndi ég skrifa handrit og lesa það upp? Ég myndi gera það þannig. Upp á það að gera, þá veistu hvað það sem að þið langar að hafa í þinni dálislu. Og hvað skiptir máli þar? Varðandi, þú veist... Jákvæðni, og því að nú erum við að fara að tala við undirmeðvitundina. Já, þú vilt tala fallega við undirmeðvitundina þína að því leitum til, þú vilt ekki fara inn í einhverju hugleiðslu og brjóta þig niður. Ég meina, til hvers ættur að gera það? Og hvernig, hjálpa okkur nú aðeins að skilja undirmeðvitundina? Undirmeðvitundin hugurinn okkar skiptist í tvennt. Meðvitaði hugurinn sem við notum þegar við erum að skipuleggja, kortleggja, plana og þurfum að skoða alls konar scenarió. Og undirmeðvitundin 90%. Ok. Núna segja á ráðstöfnum erlendis, nei, þetta er ekki svona, þetta er alls konar, þú veist, skilgreiningar 95 og 5%. Það skiptir ekki máli. Það er stærsti hluti hugarstarfsins í þessum meðvitaða. Þetta er í rauninni eins og við segjum, þú veist, í sálfræðinni talað ísjakan. Þú sérð 10% og 90% eru falin undir vatnsyfirborðinu. Já, svona hugsanir sem við verðum ekki einu sinni vör við eru alltaf þarna í gangi. Já, þú veist, ok, hvað er það? Það er einhver hluti af undirmeðvitað sem séum hárið okkur vex, neglurnar vaxa, hjartslátturinn í lagi, þú veist, blóðrásin í lagi. Og svo oft sem að ratar eitthvað þarna inn sem á ekki að vera. Ekki að skila okkur neinum hagnaði, ekki að skila okkur neinum áfunningi. Ok, tölum aðeins það, út af því að það er eitthvað sem við þekkjum öll. Þú veist, einhver svona forrið sem að trufla. Það að við getum einhvern veginn gert það sem er rétt og gott fyrir okkur og við hugsum neikvætt. Það er þá ákveðin forritun sem á sér stað í undirmeðvitundinni. Já, ég tala ekki forritun, ég tala þætti. Að því að minnst forrit ekki vera jákvætt. Já. Það þýðir einhver hafi installerað einhverju hjá þér. Já, en er það ekki svolítið þannig? Þetta gildur líka verið eins og kvísluleikurinn. Þegar vorum í gamla daga hérna, þegar við fórum í kvísluleik og kvísla orð svona í hóp, rataði ekkert alla leið. Rétta orðið, ef kom margir krakkar. Já. Manstu ekki eftir þessu leik? Jú. Já, og svo kvíslaði maður eitt orði eirað og hann átti að fara með í næsta og þá brenglaðist einhver stóra leiðinni. Já, þú meinar að maður geti miskilið. Og það getur gert nákvæmlega eins með undirmeðvitundina, eitthvað sem við höldum að hafa verið en var ekki. Þetta er enda mjög áhugavert og líka út af því að dálisla er ekki notuð í réttakerfinu út af því að það litið svo á að það séu falska minningar. Og einmitt svona skekkjur í forritunum eða í þessari innrætingu. Já, þessari upplifin eða þessari mynd sem við málum upp í huganum. En það er við sjáum bara hlutin út frá okkur en kannski ekki út frá heildinni. Það er eiginlega það sem við erum að gera. Og það sem er kannski fallið sem þú ert að segja er að við berum á endanum ábyrgð á okkar hugarstarfsemi og okkar kerfum og okkar líðan og okkar lífi. En ekki miskilum við, þú veist, það er ekki þannig að maður sé bara eins og Pollyanna alla daga, skilur það, þú veist, við eigum bóka góð og slemmi daga. Já, nú þegar þú sagðir að... En flesti dagar geta verið bara mjög góðir ef maður bara ákveður það. Stundið þarf maður bara að stoppa sér, býttu, hvað ætla ég að gera við þessar upplýsingar? Hvað, þú veist, ætla ég að geyma þér? Nei, það bara, æli þessu bara falla. Já. Það er alltaf lægi. Já, veri ekki að sitja í einhverjum Ég tala oft að marinn er að segja upp úr leiðendunum.
Já. Ég nenni því ekki. Ég bara lefi svo að... Já, svona fara fram hjá. En þú sagði nefnilega að á ráðstefnu hefði svona yfirskriftin verið Be the Change. Já. Það sem er verið að vitni Gandhi. Já. Og þá það taktu svolítið ábyrgð á þér og heiminum. Já, í rauninni snýst þetta það. Við erum alltaf að bíða eftir einhver bjargi okkur. Í staðan fyrir að koma sem björgunarmaðurinn sjálf. Þú veist, við erum alltaf að bíða eftir einhver komi lausnindan til okkar. Veistum einhvern sem við gengið nákvæmlega í gegnum þitt líf? Nei. En af hverju á hann að bjarga þér, eða hún? Það bara þekkir ekki öll tækin og tólun sem þú hefur. Eins og þú styrkleikarnir þínir. Þú ert með 24 frábæra styrkleika. Við vorum að taka nákvæmlega sama prófið. En röðin á styrkleikunum okkar er mismunandi. Það talaði að efstu 5 styrkleikarnir okkar á þessu prófi, þetta heitir VIA. Efstu 5 styrkleikarnir eru svona kjarnin okkar. Þetta er svona þeir styrkleikar sem við grípum í flest öllum svona aðstæðum sem við erum í. En kannski styrkleikum 6, 7 og 8 miklu betri. Ok. Þannig að það er... Hvaða 5 styrkleikar er eftir hjá þér? Hjá mér var það kindness, þú veist, ég er náttúrulega bara með, að því ég er bara alltaf með þess að fyrirlestur á ensku, þá er ég bara með þessi orð á ensku. Ég var með kindness, ég var með perspective, ég var með spirituality. Jesus, ég man ekki hérna. En þú veist, þetta voru allavega svona... Helstu styrkleikar. Og hverjir heldur séu bestu og mikilvægstu styrkleikarnir? Fyrir mig er það þetta að geta séð hlutinu frá mismunandi sjónrotni. Bara því ég er að náttúrulega vinna sér dálegri, þannig að þá þarf ég að nota það. Já. Og svona þessi góðvild, þessi kærleikur, ég held að hann skiptir rosalega miklu máli. Já. Að þau leitinu til að við getum ekki verið endalaust að þú veist, ég held að við þurfum bara að hjálpast aðeins meira að, ekki rífa hvort hann niður. En hvernig gætu við til dæmis ef við vildum hafa kærleika svona sterkari hjá okkur? Já. Hvað myndum við gera í því? Það er hægt að auka eigin hamingju og veljan bara á því að vita styrkleika og líka ef við verum að auka kærleikan, það er það kannski að nota svolítið þakklætið. Við getum farið á þann fyrir að sofa kvöldin, þá getum við farið og rifja upp 3 hluti yfir daginn sem við vorum þakklátt fyrir. Við getum líka rifjað upp 3 góða hluti, skrifa það í bók. Já. Og af hverju rata þessi hlutir? Skrifa pínu dagbók. Já, þá erum við kannski svona minnka óryggi ótta og styrkja... Nei, það farið jákvætt inn í svefnin. Já, nákvæmlega. Þakklæti er mjög ofarlega í þessum hamingju tilfinningum. Og eins 3 góðir hlutir. Ok, ef það eru 10 góðir hlutir yfir daginn, veldu 3. Já. Af hverju áttu að velja 3? Af því að þá ertu farin að setja athyglina á eitthvað trend. Já. Nákvæmlega eins og við setjum í dálislinni, byrja á augunum, færðu yfir allan líkamann, en að einblína á bara 3 góðir hluti. Síðan er það kannski að upplifa dag sem er bara, ég man ekki eftir neinu. Lestu það bókina hérna? Það getur fengið lánað. Já. Og þetta var alveg, ég upplifði þetta líka í dag. Ég get alveg skrifa það. Þannig að þetta er... Já, það er oft eins og við munum ekki alveg eftir því, tökum ekki alveg eftir því öllu sem var gott. Já. Þannig að við þurfum að staldra meira við það. Það er svona eins og kerfin okkar hafi tilhengu til þess að fari þar sem þarf að laga og bæta frekar heldur en það sem er í lagi. Já. En segðu mig, hvernig er hérna þessi, ef þú ætlar að kenna mér núna að skrifa handrit að dálislu og ég ánefnilega eitt verkefni sem ég er að fara gangi í á morgun. Viltu aðstofa mig við að búa til dálislu fyrir það? Ég er sko nikotínfíkill. Ok. Og ég nota núti með ADHD, þá nota ég nikotín mjög mikið til þess að svona stilla með að það er svona hefur verið mín leið til þess að búa til
þú veist, búið til svona smá, hvað ég segja, fókus. Já. Og og ég alveg að vinna með, þú veist, nú ætlum ég bara að leita ráða hjá þér eins og ég var að koma til þín sem, client. Ég með, í svo ADHD er búin að komast að því að ég hef tilhneigingu til að vera búið til spennu í kerfinu mínu. Vera á síðustu stundu, vera einhvern veginn að raða og þétta dagskrá og merkilegt, hvernig og ég finn alveg, þegar það mikið líkur við, þá verð ég svo skýr og ég verð svo hnitmiðuð og það gengur svo vel og ég er svo, einhvern veginn, snögg að vinna og gera hluti bara hratt og vel. Og þetta er bara trúlega eins og að taka svona spýtt eða konserta eða eitthvað svo leiðis. Þannig að ég er búin að koma mér upp mínum aðferðum til þess að vinna með, en núna langar mig að geta verið í ró og samt einhvern veginn fungerað án nikotíns og án spennu. Geturðu hjálpað mér með þetta? Já. Hvað myndirðu græða á því að losna algjörlega við nikotíni? Ég myndi fyrst og fremst komast í meiri slaka í kerfinu mínu. Ég finn til dæmis, hvernig ég keyri mig upp í svona spennu, ég fæ svona nút í hálsin, ég finna skjálftinn. Nei, ekki minn engi skjálfti, en það er svona bara, ég er að tjúna mig upp og það kemur ró í kerfið og nú er ég komin á þann aldur og ég finn að það er ekkert gott fyrir mig lengur að vera í spennu ástandi og ég á til að kemst í rosalega fókus þegar ég er búin að koma mér upp í spennu ástand og ég á til að vaka fram eftir á nóttin að vinna og þegar þá er ég með svo góðan fókus. Og núna finn ég meira fyrir því og mér langar bara að geta farið að sofa 10:00 í rólegheitum og unnið verkefni mín á þess að fara í spennu. Já. Hvað ætlarðu að... Þarna myndi ég fara og setja í handritið innleiðinguna. Það er þetta, þú veist, að slaka á líkamanum, við kallum það innleiðingu. Og það er sem sagt innleiðing í slökun, innleiðing í dáleiðslu. Og við myndum finna hvað finnst þér, hvernig innleiðing finnst þér best. Nú ert þú búin að læra dáleiðslu og þá veist aðeins innleiðinguna, en þarna myndi ég byrja á því að segja Já, mjög gott með þetta. Ég er að spája hvort þú vilja gera þetta bara við mig núna. Já. Og ég held að þú er auðveldara með að útskýra þetta. Ég held að þetta er orðið svona einhvern veginn. Þetta er eins og alltaf kenningur að labba sem að Já, þetta gerist sjálfur þegar þú ert sett í aðstæðunar. Já. En og bara östutt, getur ekki gert þetta mjög hratt á svona 5 mínútum? Jú. Já, flott. En það er spurning, viltu nota vöruhúsið? Bara, gerðu eins og þú myndi gera fyrir mig til þess að leysa þetta vesen mitt. Ok. Það ætla bara að byrja að loka augunum, draga einsinn djúpt inn andan og bara blása frá því svona allri spennunni og amstrinu sem við verið. Ég ætla að byrja að færa allan fókusin yfir á augun og umgjörðina. Ég ætla að byrja að ímynda þér að þú anda frá þér í eðlilegri öndun, þá fer öll spennan úr þessu vöðvum. Öllum vöðvunum í kringum augun. Og ég ætla að byrja að færa þessu slökun sjúkunni vöðvana í kringum augun. Ég ætla að byrja að færa hann upp í enni og niður aðra vöðva í andlitinu. Ég ætla að leyfa að færa hann niður í hálsinn, út í axlir, niður í hendur, búksvæðið, fætur og alveg fram í tær. Akkurat á þessu stund er enginn allast inn eins að þér. Það er enginn að fara fram á neitt við þig. Þetta er bara þín stund. Fara í ferðalagum undir meðvitundina og leita lausnum, ráðum og lagaðist til kannski í því sem þú vilt breyta. Ég ætla að biðja mig ímynda þér að þú sést að fara að labba 10 skref inn einhvern dásendar stað sem allar lausnindar búa. Ég ætla að telja frá 10 niður í 1 og þú nálgast þennan stað hratt, fljótt og örugglega. 10, 9, allar ágjör gufa upp. 8, fókusin ykst inn á við.
7, 6, það byrjar að flæða til þín lausnir. 5, þú ert hálfnuð. 4, 3, 2, 1. Lifðu nú stíginn á dásenda stað sem þú ert á. Staðinn sem hefur með allar lausnir að gera. Staðinn sem hefur öll ráð, allar lausnir og allt til að hjálpa þér. Við ætlum að finna lausnina sem hárrétta lausnin fyrir þig. Þar sem hún það set allt í samhengi, þar sem þú getur náð að fara að sofa á réttum tíma, á þeim tíma sem þú vilt fara að sofa, milli 10 og 11. Þar sem þú getur ákveðið að segja skilið við nikótín. Þar sem þú getur ákveðið slökun og ró og svona frelsi fær meira vægi. Lifðu huganum og undir meðvitundinni að koma með þessa lausnir til þín. Hverja fætur annarri. Þetta er raunin eins og að fara og ákvaða að fóra til búð og kaupa það sem þið vantar. Það er allt þarna inni. Allt þarna inni í undir meðvitundinni. Ef þú getur keypt frelsi frá nikótíni, í hvernig umbúðum verið það? Hvernig verið pakkinn? Náðu eins mörg eintöku þú þarft. Þú sérfræðingur inn í þér og það er enginn sem þekkir betur en þú sjálf. Það er gaman að þessu. Leyfðu þér að njóta, að sjá alla þessa fegur sem býr innra með þér. Allar þessar lausnir. Allar þessu kraftur. Takt eftir því hvað sterk. Takt eftir því hvað öflug. Þú getur þetta að þú vilt það. Undir meðvitundinni lausnir, ráð og tækifæri. Það er þitt að taka á móti þessari gjöf sem undir meðvitundinni gefur. Þú mátt ná velja eins mörg eintöku og vilt. Og þetta snýst í raunin það að auka magni á því sem þú vilt. Og allt til þess að þér líði sem best. Allt í átt að því að þú náir þínu markmiði. Laus við nikótín og allt er í svona jafnvægi. Nú ætla ég að kalla þetta tilbaka og ég gerir það með því að telja frá 1 upp í 5. Og ég kemur 5 eftir, verður glaðvakandi, endurnærð, full af orku og veljan. 1, þú kemur hægt og rólega tilbaka. 2, þú fyrir að vera meðvituð umhverfið þitt. 3, það fyrir að færast auki lífi yfir allan líkamann. 4, þú fyrir til umferðin og eftir eða út í daginn verður einbyttingin í fullkomnulagi. 5, þú opnur augun fyrir það sem henta þér glaðvakandi, endurnærð, full af orku og veljan. Takk fyrir þetta. Velkomin. Þetta var áhugavert. Já. Þetta með vöruhúsið. Já. Það er mjög áhugavert að maður geti einhvern veginn bara valið sér það sem maður vill taka inn. Já. Og það getur verið hvað sem er. Ég lenti smá vandræði með hvað geti verið þarna í staðin fyrir eiginlega nikótín. Ég þurfti að sjá fyrir mér glas með vatni og nikótíntyggjói. Að ég væri að velja alltaf glas með vatni í staðin fyrir tyggjóið. Ég kom ekki með neitt glas eða neitt. Nei. Það var bara að því leitinu til að eins og ég bent á það að þú ert með lausninnar. Mín lausn hefði verið kannski eitthvað allt annað. Hún hefði ekki tenta þér. Það er mjög áhvert. Þú ert að segja í rauninni að sem minnst stjórnun og meiningar frá dáleiðarinn. Það er svo gott að vera með sjálfsdáleiðslu þar sem maður er búin að ákveða sjálfur svona ramman. Þú veist hvað hentar þér. En á ég segir annað, út í að nú var örglega, ég veit ekki, sáli mín eða eitthvað að vinna þessa vinnu, að það var, ég þurfti að hrista mig rosa mikið. Það var eins og ég að vera að hrista taugakerfið, úr spennuna úr taugakerfinu.
Svo fór ég í lækinn og hann var að reynsa nikotínið úr líkamann. Já. Þetta fór allt í gang á Já. þessu stutta tíma. Já. En hvað heldur þetta dugi lengi? Hvað gagnir af þessu þó að ég fá að upplifa þetta núna? Hvað þarf ég að gera þetta oft? Þú veist, hvernig vinnum maður með þetta? Breytingar svo gerir konar til að vera. Nefnum að ákvæða að breyta aftur tilbaka. Er ég alveg að setja þetta inn í undirmeðvitundina sem... Já, og svo heldur hún áfram að vinna út frá þessu. Þú veist, nú ertu búin að taka og segja við undirmeðvitundina, ég vil að þú takir á nikotín dótturinn mínu og ég vil fá mér ró. Þetta í rauninni, við erum yfirmenn okkar undirmeðvitundar. Ef við segjum henni ekki hvað hún á að gera, hvernig á hún að vita það? Þetta er mjög áhugavert. Þú veist, ef við hugsum þetta þannig að við fáum svo ofta að heyra, sérstaklega við sem erum í dálæslun og vinna í því, eða allavega ég, að það sé eins og við séum að afneita einhverju tilfinningum ef við förum í þessa leið að reyna að vera alltaf í ákvönninni. Ég líti á þetta þannig að það er ekki raunin, heldur það, þú veist, það er ekkit frekar en ef ég fyrir út í búð og ég kaupi ekki sardínur í dós, ég er ekki að afneita sardínum í dós, það eru bara ekki engapalistanum mínum. Já. Og þá hugsaði ég svona, af hverju get ég ekki farið með nákvæmlega sama hugafar og unniði mér? Já, góðu punktur. Bara velja bara það sem að skóin kreppir í dag. Já. Og ég ætla bara að finna lausnir þar. Já. Og velja þá að kannski að vera með meira af því sem að gagnast og er til góðs heldur en hinu sem er til vandræða. Nákvæmlega. Þannig að þú ert í rauninni þín svona sín og þitt brautirendastar gengur svolítið út á hættum að vera að velta okkur upp úr vandamálunum og vinna með það sem er í ólagi. Já. Og förum að setja athyglina á allt sem er í lagi sem við getum styrt og ræktað. Já. Og neikvæður hugur gefur þér ekki jákvæða niðurstöðu. Nei, það er nokkuð víst. En hvar viltu þú að hafa hugan? Eins og hver hefur ekki heyrt kvótu allt sem fara athygli vex og dafnar. Já. Hvar allar hafa athyglina? Þetta er rosalega, þetta er svo, ég var ekkert viss hvort ég ætlaði að fara með þetta erindi á ráðstöfun erlendis að því mér fannst þetta svo einfalt. Já. En þú veist alveg að fólk græður ekkert mjög vel hvar það hefur athyglina, hvað það hugsar. Það er nú kannski, það er svona, kannski er við að keyra einhverjum grunnforritum sem að... Já, en ég held samt að þó að þú sért í neikværu hugsun núna, ok, þá getur samt ákveðið ég ætla að taka eitt atriði fyrir og ég ætla að breyta því, ég ætla að finna lausn. Við erum ekki þannig að við séum að fara í þú veist að það er búið að flækja hlutunum svo mikið þegar þú ert að laga til í eigin sálatetri að þú ert að taka á öllu. Þú mátt bara velja eitthvað eitt. Þú veist, þú þarft ekki að kaupa mánaðar innkaupina því að vantar mjólk. Þannig að þú ert að kenna fólki hvernig það getur beint huganum smætta vandamál og teki bara eitt bit í einu. Já, nefndu dæmi einhver hugsun sem að sækir á fólk. Ok, það kemur einstaklingur í dálæslu tíminu og segir, herðu, ég er bara svo kvíðinn og svo er ég svo stressaður og svo er ég bara alveg að drukkna í vinnunni og ég er bara algjörlega leiðin í burnout og svo er bara með peninga ágjöra því að bíllinn minn er að bíla og svo er ég og ég bara, já ok, og ég skrifum þetta allt niður. Við erum komin 20 atri. Já. Við tökum ekki 20 atri á klukkutíma í dálæslu. Ég ætla ekki að íta manninu fram á brúnin. Hvað skiptir mestu máli akkurat í dag? Já. Streitan. Ok, ef að taka á henni. Já. Já. Ef þú tekur á streitunni. En þetta með hugan og hugsaninnar út af því að ég held að það sé svo margir sem streitan þarna sé lykillinn. Já, ok. Ef streitan er komin í lag, þá minnkar allt hitt. Ok, en þetta með hugan út af því að
það alveg ljóst, bæði þú og ég stöndum okkur að því að við erum að hugsa einhverjar neikvæðar hugsanir og við vitum að stærstu hluti hugsan okkar eru neikvæðar í eigin garð og það bara ekkert sem við veljum og við getum ekkert svo auðveldlega að skipta þeim út fyrir jákvæðar þó að við viljum það og trúðu mér, maður hefur reynt í mörg ár. Þannig að hvað leggur til þar þegar þú segir við eigum bara að hugsa jákvæðar hugsanir? Í rauninni þetta þú veist, ég gerum alveg grein fyrir því, þú veist, við fáum neikvæðar hugsanir og við fáum niðurrif og við fáum bara, hvað ég var hallarslega og eitthvað. Já, það bara alveg eðlilegt. En breytast hugsanirnar þegar við erum búin að breyta kannski þessu sem liggur til grundvallar? Já, það í rauninni þú veist, ég get bara tekið mér varst bara einhvern veginn, þú veist, ég komið hérna og ég komið fyrsta skipt í sjónvarp, skilur við, og ég fekk bara svona leiðin upp í tök, þú veist, af hverju ég að fara þarna, þú veist, hvað þú veist þú vorst að dæma þig. Ég fór alveg þar og svo bara leiðin að keyra hingað þá bara fyrir ekki Ingibjörg, af hverju hagar þér svona? Já, þú áttaðir þig á hvað varst að hugsa og snerir þig við. Já, ég til dæmis myndi aldrei borða sardínur í dós og ég segi bara fyrir ekki að ætlar að vera sardína. Þú veist, ég tala svona við mína undir með þetta. Ég tala við henni eins og vinkonum mína, sko. Já. Og það kannski mín dálisla. En þú veist, en það nú í samræmi við allar hugmyndir svona self-compassion eða sjálfsvinsemd sem að við erum að læra það betur og betur og það mikilvægt að vera góður við sjálfan sig og hugsa fallega til sín og tala við sig. Það eitt að vera góður við sig og það annað að vera meðvirkur með sér. Já. Maður þarf að skilgreina sig þar á milli og það ekki eitthvað sem ég get kennt. Það bara eitthvað sem að þú finnur hjá þér. Ef þú ert í góðvild við sjálfan þig sem ítir undir það að þú ert tilbúin að stefna hærra, þú ert tilbúin að fara út fyrir þægindarhringi til að læra nýtt. Þá það gott. En ef þú ætlar að vera góð við þig bara þú veist eins og ég er svo bátt, ég ætla bara að fá mér rjómatertu en þú ert að reyna að grænast þá ert ekki að hjálpa þér, skilur við. Má ég núna augra þessu aðeins? Heldur þú að ef að við erum virkilega svona hvað ég segi, góðum jákvæðum tengingu við okkur sjálf ekki líklega að við gerum það sem gott fyrir okkur? Jú, en núna var ég tíma allt of þung. Mér leiði ekki vel. Þá vildi ég ekkert vera séð. Já. Og ég líti á þannig að Og hvernig lagaði þú þetta hjá þér? Ég fór í efnaskiptaaðgerð. Já, þú gerðir það? Já. Fékkst bara hjálp? Ég fekk bara hjálp. Og fórstu í svæfingu? Ég fór í svæfingu. Ég fór bara þessa hefðbundnu leið. En ég sé ekki eftir því. En hefur ekki getað leyst þetta með dálislu? Jú, ef ég hefði tíma. Já, þú meinar það? Já, ég var bara búin að vera að fara illa með líkamann og lengi. Já, hvað segir þau? Ég var 60 kílóum þung og ég hafði ekki tíma. Ég kom með fylgikvilla. Þannig að ég bara þurfti að fara og þá þurfti ég að fara í sjálfstæðslu og fara í sátt við þessa ákvörðin. Já. Og bara ég að gera rétt eða ég að gera rangt. Eins og þú segir sátt við og þú ég heyri að spirituality var framalega hjá þér ertu einhvern veginn í tengingu við alheimsorkuna í þessari vinnu? Ég nota hana alveg mjög mikið í minni eigin vinnu. Já. Og en ég er ekki að nota það nema ég viti það að viðkomandi viðskiptavinur eða skjólstæðingur vilji það. Já, en ég segir svona, ertu kannski upplifur svona eins og skilaboði, innsæi eða einhverja svoleiðis? Ég kalli þetta innsæi. Já. Og við þurfum bara stundum að hlusta okkur sjálf. Við erum endalaust á fleygiferð að þjóta
en ekki kannski að pæla í því hvað það sem hvers þarnast ég. Og þegar ég var í ákveð sálfræðinni í endurmenntun þá var talað að það var svo skrítið að fara mér var svo skrítið að fara í núvitundaræfingarnar hvers þarnast ég núna. Þessi dálæri þá var þetta mér erfitt. Já, það. Og ég hugsa, hvers þarnast ég núna? Ég vildi fara að laga eitthvað. Já. Það var ekki það sem ég þurfti. Ég held að vera bara að anda. Það verður bara að anda. Og mér langar svona bara rétt í lokinu þegar tíminn okkar að klárast að taka utan það þegar ég ætla að nota þetta sem þú kendi mér hérna áðan. Já. Væri ráð fyrir mig að skrifa það upp og lesa það svo inn og svo lesa spila það reglulega. Spila það kannski einu sinni á dag, kannski 3-4 daga, eiga þetta. Ef þetta kemur upp aftur, þá getur þetta tekið eftir 2-3 daga. Já. Eða rifja þetta upp, það þarf ekki mikið meira. Þetta spennandi verkefni fyrir mig. Nú kemur í ljós hvort þetta virkar. Já. Og takk kærlega fyrir komuna og fyrir viðtalið og við sjáumst aftur á morgun. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Já, heyrðu, við ætlum að tala ópíóðafaraldur sem hefur verið hérna á Íslandi töluvert langa tíma. Við nú rætta oft hérna við rauðaborðið, fengið fíkla og aðstandendur til þess að ræða það. Þau eru með svona kröfur á stjórnvöld að fíklar hafi aðgengi að heilbrigðisþjónustu og slíku. Og sumuleyti svo bylgja kveiknaði eiginlega þegar að landlæknir tók leyfið af Árna Tómasi Ragnarssoni lækni til þess að skrifa út ópíóðalyf til fólk sem hafði til hans leitað. Og þá var það fólk eiginlega komið svona á berangur og það eiginlega kveikjan að þessari svona bylgju sem við höfum reynt að fjalla hérna við rauðaborðið með því að tala við fólk sem að mynda þessi samtök. Þið muni eftir það voru mótmæli á Austurvelli þar sem voru lögð blóm á tröppur Alþingishússins og fleira. En við ætlum að ræðum þetta mál kannski aðeins frá öðru sjónarhorni núna því að hann kominn hingað, Árni Tómas Ragnarsson læknir. Velkomin. Takk. Þetta tengist allt þér og þetta náttúrulega margskonar mál og flókið. Já, mjög. Alls konar fólk í alls konar aðstæðum og hérna en við viljum aðeins að svona kannski best að ég byrjaði að spurja þig, Árni Tómas, þessum að þú nú ekki verið svona áberandi í samfélagsumræðinni. Ekki mjög óperunni. Ekki mjög óperunni. En núna ertu svolítið svona miðjan í þessari umræðu. Já, finnst það ekki þægilegt? Nei. Það skiljanlegt. Herðu, en hvernig þú ert læknir? Já. Herðu, ég læknir og sérskapsvið gegslækninga sem ég lærði út í Stokkólmi. Var linda 2 ára á almenningssjúkrahúsi og það var það sem ég kynntist eiginlega fyrst, ópíóðafíkninni. Já. Ég veit ekki hvað þú kunnur í Stokkólmi en það Centralen alveg niður í miðbæ og það miðstöð sölu á eiturlyfjum. Og þannig að á nóttunum þegar maður var á vakt þá var oft komið inn með fíkla sem voru í dái og maður var rétt á við með því að gefa þeim lyf til þess að vekja þá og þeir voru hörmulega illa farnir og það var mjög grátlegt að sjá þá svo bara hlaupa út frá mannum og geti ekki gert það meira fyrir þá. Og svo var ekki meira það. Og svo ég ekki það mikið hugsa þessi mál, satt að segja. Meira heldur bara fólk gerir almennt. Þangað til að ég frétti af frú Ragnheiði sem að starfar vegum Rauða krossins. Og mér fannst þetta svo fallegt að þetta væri ungar hjúkrunarkonur að keyra bæinn á nóttunni og útvega hreina sprautur og
og nálar að ég vil vera með í þessu. Svo ég hringdi þar og þá bauður mér upp á það að vera sko svona bakvakt á nóttunni og nú ég dálítið gamall kall þannig að ég sagði, var ég kannski ekki alveg verið mig að Vakar nóttunni? Nei, ég veit ekki, alveg að vekja mig sko klukkan 4, nei. En sagði við hann, ef við getum einhvern tíma gert eitthvað fyrir ykkur þá bara hringiði. Og svo bara fyrir svona 2-3 árum þá hringdu þær og sögðu við erum búin að vera að hugsa mál og velta fyrir ykkur hvað getur gert meira fyrir þessa sprautufíkla okkar og þá vantar náttúrulega að fá hrein efni þeir eru í svo miklu skít og þeir voru ekki bara í morfíni sem þeir voru allir í sko heldur við höfðu sko ef þeir keyptu það á götunni þá fengu þeir efni úti sem kallað fentanýl og 1000 sinnum sterkara heldur en morfínið og ef þú stingur nokkur kollum af fentanýli inn í en töflu af morfíni þá ferðu í sko þvílíka rús eða bara deyrð að það var bara ekki við þetta auðnandi og það eru upplýstu við þetta alls saman og það þurfti ekki að tala mjög lengi við mig sko að þá sagði ég bara strax já, ég skal hjálpa ykkur og eina hjálpum var þá fólkin í því að skrifa út lyfin fyrir þessa einstaklinga og ég hafði ekkert verið að því áður ég umgengist morfín og heilmikið áður á spítólunum og svo framvegis en í þessum skömmtum sem ég er að gefa eða var að gefa hafði ég náttúrulega aldrei unnið með. Nei, mennir þetta sem stærri skammtar eða? Miklu sko. Þetta fólk sem er mikið þól. Já, búin að koma sem mikið þól og eiginlega allir sem voru hjá mér voru búin að vera svona í 15-20 ár í næstu og þá kemur þetta ansi miklu þóli og eiginlega allir voru búin að fara svona 15-20 sem líka á vog og hérna bara dagi sem þeir skrifust út að þá hérna fóruðinnar og gott og fengu sér hérna af því að því miður lyf sem að þeir eru með á vogi sem heitir Suboxan og fínt lyf fyrir marga að það virka bara alls ekki á suma svo það er einhver afgangsstærð á afgangshópur sem er bara í einhvern gistiskýlum og svona framvegis og eyðir öllum deginum í að stela til þess að eiga fyrir skammtinum á næsta dag og hérna og þetta var alveg ólíðandi að hlusta á svona sögur á þess að reyna að grípa inn í og gera eitthvað þannig að það var sem sagt ástæð fyrir því að ég byrja á þessu að þessi beinin frá þeim og gera sögurnar eins og þeir ístu þessu. Já, og þú tekur á móti sjúklingunum? Og svo tek ég móti nokkur sjúklingum kannski svona 10-15 sjúklingum fyrst sko og hérna á sétra ganga bara skínandi vel var að svona byggjum svona ákveð kerfi hvernig það gera þetta pekkt alveg sér alltaf, þær kom alltaf með mér hjúkurnar frá og hérna sem til þess að staðfest þetta væri í lagi með þess að gæja að gefa þeim þetta væri svona vist allt í lagi. Gæja segir voru þetta mest kallar eða? Já, þetta var 90 eitthvað pluss kallar og hérna og það komið þannig að við vorum hérna 3 og spjöldum saman og ég útskýrði fyrir þeim að þeir væri bara að fáru veikir og þeir þurfti ekki að vera skama sín, þeir væri bara með veikindi eins og hver annar og þeir ættu rétt á heilbrigðisþjónustu eins og hver annar og ég skal bara taka mér að beita hver annar fyrir að enginn annar gera það og hérna og þeir ætla ekki að trúa sín megin augum að hérna og erum að það var einhver sem hlustaði á það og vissi hvað var að gangi gegnum svo þeir bara lifnaði yfir þeim alveg sko nema framhaldi var slíkt að ég hérna skrifaði á tölvunum mína þann skamt sem þeir sögðust að nota hringdi svo í apótek sem þeir völdu og talaði með lyfsalan og spurði hvort að hann vildi hjálpa mér í þessu og ég fekk aldrei nei það var einhvern einasta lyfsalali sem vildi vera með mér í þessu og hérna og það gekk bara alveg glimrandi. En lífsalanir, það þunga ákvörðun að vera með þér í þessu? Ég meina, þeir berið lengi ábyrgð á þessu? Nei, ég ber alla ábyrgðan, alla. En sko... Þú vildir vita hvort að þeim þætti þetta að vera stangast á við eitthvað sem þeim töldu verið rétt? Já, eða hvort þið vildu fá svona kuna inn á sín apótek og svo framvegis og svo sem ég taldi að... Það var ekki hindrun? Nei, og svo sagði ég svona bara ég heila frá byrjun þá datt mér í hugmynd sem að ég vissi ekki til þess að væri nokkur annar sem ég notaði að ég gaf bara 1 dagskamt á dag
til þess að þeir gætu ekki misnota þetta, ónota það eða selt frá sér. Svo þeir eru að fara inn í apóteki daglega og ná í dagskammtinn sinn og og ég var að tala við lyfsalana það að þeir mætti ekki fá meira en einn. Þannig að þú gefur út recept sem er kannski í 3 mánuði? Nei, ég gefur út recept sem er kannski bara heilt ár þessuna. Já, en það er þannig að ég má bara fara einu sem dag og fá bara skammtinn. Já, og þá skiptir þetta. Þannig að skamta dópið. Já, þetta svona svo gamla fólk í stundu færi í pókum og nema þetta bara þeir fengu bara 1 póka og með sínum skamti og og gekk alveg glimrandi vel. Verði að segja. Hvernig metur það að það gengi vel? Já, þeir segja við mig sjálfur, ég heyri nú í þeim að öðru hvoru þó að sé sagt að ég hafa enga eftirfylgdi, þá er það bara ekki rétt. Ég bara bæði heyri þeim sjálfum, ég heyri vinu þeirra sem hafa verið með mig í þessu, nonni að Siggi eða hvernig það heitir, segi bara að gera það gott og svo sendaði mér SMS og þeir eru með síman minn, geta alltaf náð í mig og svo sagði bara verið tölvöld samband en ég er ekki að hitta þá sko daglega eða ég bara hitta á mjög sjaldan. Þetta er mest í síma nema þið þurfa að koma tíminn einhverju ástæðu sem er mjög sjaldan. Já. En það er ópíumfíklar, þeir eru líklegastir til þess að deyja af ofskammti. Ég ætlaði sko ekki að trúa því sko. Ég veit ekki hvort þú heyrðir hann í Kastljós í fyrrakvöld en Sigmar var hana. Já. Og hann héldi fram og satt hann á, held ég, hvort það var ekki, og Valgerður frá Vogi, hann héldi fram að bara 100 manns á ári. Ég held að það væri svona, kannski 20-30. Ég vissi það voru alveg hellingur, en 100 manns er yfirgengilegt að íslenskt samfélag skuli sko bjóða upp á svona, til svoleiðis háborina skammar að maður bara ronaði að og Valgerður sagði ekki neitt og mótmælti ekki þessum tölum. En þeir hafa aldrei viljað gefa það út sjálfur. Þú getur hvergi nálgast að hvorki á landlækninni eða á Vogi hvað eru margir sem deyja. Vogur getur náttúrulega bara aðtúða hversu margir deyja af listanu þeirra yfir sjúklinga. Og þeir eru með tölur ótímabæri andlát. Ef maður deyr kannski, ég man ekki hverjum mörkin eru fyrir 56 ára aldur. Já. Og það er náttúrulega töluveri hópur, þetta er alvarlegur sjúkdómur, alkoholismin almennt og fólk deyr af alls konar ástæðum. En það er einhver vandi með það að greina hvenær fólk deyr af overdósi, óvart eða viljandi. Þannig það er svona álitamál. En Sigmar telur það vera hans sem að byggir á einhverju, að það séu 100. Ég hef heyrt fleiri sagði, ég held að Bubbi hefur nú sagt það frá þessu að hann syngi svo mörgum jarðarförum að fólki sem er að deyja af stóra skammti. Og alltaf frýtt. Það sé faraldur. Það syngur alltaf frýtt. Já, það sé faraldur. Þannig að hann er bara sko veður upp í þessi faraldur og Vogur er náttúrulega hjálpa alveg gríðarlega til. Ég er sko mjög þakkláttur fyrir það að Vogur skulle vera til og fyrir þá starfsemi. En þeir sko, þetta er bara eins og sjúkrahúsum að við getum ekki alltaf læknað alla. Það er alltaf einhver afgangshópur sem við náum ekki að klára. Og það er sama með Vog. Það er þannig einhver afgangshópur, einhverjir 10, ég veit ekki hvað margir, hvort þessi 300 sem ég heyrði einhvern veginn nefnt. Ég hef ekki hugmyndu það, en ég veit að ég var komin upp í svona það byrja 60 manns á bara 2-3 árum og það var ennþá verið að koma til mig, koma svona 2-3 viku og Já, en að þú sagðir að þetta hefði gert gagn og fólkinu hefði liðið betur og átt auðveldra með að búa sér til eitthvað svona líf, að þurfi ekki að vera allan daginn bara að reyna að útvöða sér peninga til þess að geta keypt næsta skamt. Tókstu eftir því hvort að það væri fólk á þínu lista sem væri að falla frá? Nei, ég tók ekki eftir því. Ég veit einn að tvoð eitthvað sem ég bara veit en ég var ekki svona systematist að fylgjast með því. Þannig þú ert alveg viss það að þín aðferð allavega, það eigur ekki dauðsföll. Sko, af því að gefa þetta í föstum skömmtum og bara 1 skammt á dag þá bara sko hljóta líkurnar að vera mjög litlar. Þeir sem að fara út á götu og kaupa þetta þar sem eru sko valkosturinn hinn að þeir veit ekki hvað þeir eru að fá stóra skammta af morfíni
og þið veit ekki hvort það sé búið að blanda það með fentanyl eða einhverju öðru ógeði. Þannig að líkurnar á því að fólki frá mér degi af þessu eru alveg afskaplega litlar. Og svo má líka svona, þetta er gaman sketa sko, að segja nú einhver fái töflu hjá mér úr apótekinu og vilji selja frá sér. Já. Að þá alveg mest sko að selja frá sér alveg hreint efni. Já. Svo sá sem kaupir af hann líka fíkill. Já. Og og hann að fá þá alveg hreint morfín sem sko alveg sko ólíkt því að þurfa að fara frá göttur og kaupa drasli sko. Já. Þannig að þó að eitthvað sé að svindla, ef við getum orðað þannig, að þá skaðinn ekki mikill. Nei. Herðu, en áfengis- og vímuefnafíkn er flókið sjúkdómur og það hefur verið þróaðar meðferðir og kannski svo sem algengust að hún gagnast einhverjum hópi, kannski þrýðingunum eða eitthvað svoleiðis og þá búin til nýjar aðferðir og þannig hefur S.A.A. verið að þróa sína meðferð. Það komur mjög fljótlega var búin til meðferð fyrir endurkomu fólk sem ekki hafði náð árangri með svona einni meðferð. Síðan búin til kvennadeild og síðan var náttúrulega sérstök meðferð við ópíóðafíkla, það sem gefið svona viðhaldslyf, það sem að þú færð ekki fráhvörfin en þú færð heldur ekki vímuna. Það er svona hugmyndin. Og það er það sem þeir sko hafa, þeir sem koma til mín, þeir hafa allir prófað það. Já. Og það er lyf sem er langmest notað, heitir Suboxone og þeir hafa allir prófað það. Og en af hverju dugar það þeim ekki? Já, ég segi, það bara dugar þeim ekki. Ég veit ekki af hverju. Ég veit ekki, sko. Þannig að þeir fara að nota virkari efni bara. Það er daginn sem þeir skrifast út, það er búin að vera Suboxone kannski 2 vikur upp á Vogi. Daginn sem skrifast út, hlaupar út á götu og kaupa sér nýjan skamt. Já, en er það ekki þannig að ef maður er á þessari meðferð þá getur maður komið upp á Vog og fengið lífstil fyrir þessu viðhaldslyfi? Þetta er eitthvað voða skrítið með það að Vogur hefur eins konar einokun held ég á að nota þetta lyf og það er ekkit alltaf mjög gott þannig á sambandið og þeir segja núna þeir sem að vilja hætta eða eitthvað að það taki 5 mánuði að komast inn á Vog og og það er bara ekki bjóðandi manni sem búin að vera á þannig að þetta það er ábyggjar ýmislegt sem er athugavert við starfsemi og eins og ég sem sagt þessu sagði áðan þakklátur og hrifinn af því að þetta skulle vera í gangi. Og og þeir hafa sko Suboxone er endastöðin. Það er engin önnur lyf í framhaldinu. Og allir þessi menn eru búin að prófa það og finna að það virkar ekki á sig og þá er það komin á göttuna. Svo sagði Og þar erum við stödd að eins og með aðra sjúkdóma, við erum eigum þessa, við tökum bara eitthvað krabbamein eða eitthvað, við getum skorið upp og við getum verið geislameðferð og við getum verið lyfjameðferð, en svo náttúrulega getum við ekki bjargað öllum. Nei. Og það er hópurinn sem að kemur til þín, hann er búin að pröfa alla meðferð. Og hvort sem að það er endanlegt að þau munu aldrei ná að bata án efnana, að þá er það allavega staðan svo í dag, að þá er valkostinir annarkvort það að þú gefur þeim lyf eða þau séu út á götunni. Þetta er nefnilega alveg hárrétt summerað hjá þér og það eru nokkrir sko sem hafa hætt. Þeir eru ekki margir, en þeir eru nokkrir. Og og það er enda svo hættulegt að hætta á ópíólyfjum því að ef þú hættir að þá minnkar þolið svo ef þú fellur að þá getur fólk dáið á því að taka sama skamt og það gat Þú verður fárveikur þú verður fárveikur Já, ef þú hættir, já Þú hættir, þú snögg hættir með þessar stóru skamtar sem er að taka þá ertu bara sko í lífshættu Þannig að sko þegar maður tala um fíkn og vímu og veit ekki hvað og hvað. Við erum ekki að tala um það, við erum að tala um banvænan sjúkdóm. Skilu? Þetta er banvænt sjúkdómur sem drepur 100 manns á ári. Og þetta er ungt fólk. Þetta er fólk sem hjá mér er svona 30-35 ára. 20 ára að saga, byrjaði 12-14 ára að nota efni. Og gera það sem sé, ég hátti 20 ár. Já, ég óskaði alltaf við alls sem best og hvet á þess að hætta og minka og veit ekki hvað og hvað.
en það bara fast í gildru sem getur ekki losa sig úr og og þá valkosturinn eins og sagðir áðan sá að að þeir fara á göttuna og kaupi bara það sem ég myndi kalla bara hreint eitur með þeir fara í apótekið frá mér með staðla skammta eitt skammt á dag sem ekki svona eitur þetta vissulega vímuefni og en sko í þeim skömmtur þeir búin að venja sig á að taka og þetta alveg hreint þá þetta ekki svo voðalega hættulegt og það til sko fjölmörg dæmi menn sem hafa tekið morfín og haft góðan aðgang með hans lækna sem hafa skrifað upp á fyrir sjálfan sig og nota morfín eða ópíum í áratugi Skammta sér sjálfur efnið Já, og eru bara alltaf með sama skammtin og bara þeir þurfa á því að halda einhvern veginn bara til að fungera og svo það komst upp einn Íra sem var læknir og svo þegar hann var 70 mátti hann ekki skrifa út lengur og þá var allt í klessu hann hafði unnið sem læknir í 40 ár held ég og búin að vera á ópíum í 30 ár og fungerði alveg fullkomna bæði í einkalífi og sem læknir svo sagði þetta var eins og svo margt annað í náttúrinu og lífinu það þarf að komast á eitthvað ákveð jafnvægi og þá getur einhvern veginn lifað með því þó það sé kannski ekki alveg ídealt þetta ekki ídealt að neitt noti með heroín eða morfín það ég sé að mæla því bóta að fólk sé að gera það langt í frá en valkosturinn bara svo miklu verri og þessum ég að þessu Já, þannig að fólk sem að fær lyfin sín skömmtu það getur lifað svo til eðlilegu lífi með þessu annmörkum að það háð þessu efni en það getur rækta samskipti við fjölskyldu sína og börn og jafnvel unnið og hvað sem en það getur ekki ef þú þarft að afla þeir tekna fyrir það talað 15 skall á dag það sem þú þarft að afla þeir til þess að kaupa efnið á götunni Svo satt og svo það sem þú bendir á að efnið á götunni ekki alltaf það sama styrkleika þannig það að sömuleyti eins og rússnesk rúlletta og endanum getur dáið óviljandi og það dýrt sko þeir eru að kaupa þetta sko kannski 20 skall eða meir á dag og ef þeir eru með örorku eða eitthvað bætur eða eitthvað sko þá það fljótar að fara svo þeir eru alltaf krung og þeir eru þetta er yfir svo góðir gæjar sem að ég með sko þetta eru fínir strákar og þeir hafa sagt mér náðast allir sko þeir vilji helst alls ekki brjótast inn í íbúður svo þeir eru að fara í búðirnar og taka kjötlæri eða eitthvað sko en svo það ég get aldrei talað illa þessa sjálfstæðinga mína þeir hafa allir verið mjög kurteisir, prúðir, takklátir og gengið vel og það hafa ekki svikið mig alltaf síðan sem ég segir við á þess að ég að sína mjög mikið traust þú veist það og þú verður að endurgjalda það Þú veist að fíkillinn hann vil síst svíkja dílerinn sinn þar sem hann fær efnið þannig að það getur verið að fólki svíki aðra heldur en síðast mun að svíkja þig En fíknilæknar þeir eru ekki hrifnir af þessari leið og það er ekki hægt að sýna fram á það að skammta vímuefnið leiði til lækningar að fólk losni við sjúkdóminn og kannski það er ástæðan fyrir að þeim finnst þetta ekki góð leið Já, ég sko heyrði í einu þeirra í sjónvarpinu daginn sko og hann sagði, var alveg á móti þessu og sagði þeir ég bara fara upp á Vog og fá meðferð og hann að tala menn sem er búin að fara 20 sinnum á Vog og fá ekkert út úr því þetta svo mikið rugl þetta svo mikið kjaftæði að sko að maður bara hristur hausinn 20 sinnum á Vog og fá ekkert út úr því og sín rökkur þau að meðan að við höfum ekki meðferð sem að þeir vilja fara í og sínir árangri að þá er þetta svona skaðaminkandi aðgerð sem að þú ert með þar sem að fólkinu er tryggt að geta lifað þokkalegu lífi þó svo að sé fíklar. Og það er alveg rétt og það lifir sko þokkalegu lífi sko þeir sem ég hef heyrt í sem ekki náttúrulega allir að þeir eru lifa bara, það eru komin aftur til fjölskyldu og pappa og mamma hafa hendum út þess að þeir stálötu steini léttar heima og svo líka þess að geta fjármælti sig og svo þeir hættu að þá bara voru teknir bara í fangið og allt í sómanum
og vinirnir sem voru búin að yfirgefa þá, þeir kom aftur og þeir hafa tíman og þú þarf bara fór til apótek í korter og kaupa sér lyfið og svo í allan daginn fyrir sér að gera eitthvað gott. Þannig að og sumir eins og segir hafa fengið sér vinnu og einn sem sendið mér á það 3 skammta eftir sann. Bara 3 skammta og sendið mér SMS og sagði, já bara 3 skammta eftir og ég var að leigja mér íbúð og ég að leita mér vinnu og svo kom ég heim til mömmu og sagði þetta er bara 3 skammta eftir og það var búin að taka honum allan leifið. Og hann sagði, mamma fór bara að hágráta. Þetta nýsti mann inn að beini. Og var að gera það. En ef við erum bara að hugsa eins og það geti orðið allra best, væri það ekki þannig að það þyrfti að vera meiri svona eftirfylgni hjá þér með hópnum? Hvað er þetta 60 manns? Já, þú segir 50-60. Þessi menn eins og segir, búin að fara 20 á Vog, það án að vera eftirfylgni og eftirfylgni, ég veit það, og það hefur ekkert hjálpað þeim. Þá er ég að velta fyrir mig bara til dæmis að réttlæta þessa aðferð að við vissum einhvern veginn hvernig fólkinu hefði farnast, hvort það sé ljóst að svona almennt og yfirleitt sé þetta betri kostur heldur en að vera á götunni, eitthvað slíkt. Ég get alveg sagt það að ég er búin að skrifa mörg bréf til hennar Ölmu Möller, landlæknis, og sagt að ég væri ekki óskakosturinn í þessa meðferð. Ég bara að vinna einn á stofu og ég nú farin að eldast og ég er búin að segja að það verður að koma upp einhvers konar móttöku eða klíník fyrir þetta fólk. Það sem væri kannski 2 læknar og 2 hjúkur og meiri svona ætti að gera fyrir það. Hún hefur aldrei svarað mér. Nei. Þannig hún hefur ekki áhuga því. Nei. Og svo að vera að búa til eitthvað, hvað heitir það? Ekki fíkn í stílið en eitthvað. Neyslurými. Og það sem hún færði allt nema efnið. Já, sem sama og þeir að vera að gera hjá í bílnum sem keyrir bæinn. Þeir fá sprautur og nálar og þeir þurfa ekkert meir nema efnið sem náttúrulega lykilatriði. Annað sem að maður getur hugsað sér að væri svona gagnrýni á þetta fyrirkomulag væri það að með því að séu opið þetta fara til átna og fá efni að það séu fleiri sem að fara að nota. Nei, ég fæ alltaf fylgdarmann með og fyrst var það semst að stúlkunnar hjá á Ragnheiði og síðan það við ýmsir frá félagsgeiranum í bænum sem þekkja vel til einstaklingana og svo í 3. lagi stundu bara pappa og mamma sem koma með þeim. Svo að ég fæ alveg fullkomna staðfestingu á því að viðkomandi sé í miklu vanda og hafi verið það lengi. Þetta er ekki eitthvað sem í óhófsneyslu og sem gæti orðið síðan háður með efnunum frá þér. Nei, hann byrjar ekki á því á mér. Nei. Ég er að taka endastöð. Ég er endastöð. Já. Þannig að ég alveg sagt það að þetta er nú með því svona ánægulegra sem ég hef bara gert í mínu læknistarfi og ég er búin að vinna þessa lækni. Það er leiðilegt að landlækni finnist þetta að vera það versta sem þú gert í þínu læknistarfi? Já, það er bara hennar mál. Hún hefur ekki sýnt þessu neina hlýju eða skilning og ég er mjög ósáttur við hennar vinnubröð og til dæmis núna þegar hún tekur þetta leyfi að mér að gefa þessi lyf þá gerur það til að fyrirvaralaust og án þess að undirbúa það. Ef hún væri búin að búa til þessa klíník sem ég var að tala einhverja móttöku þá hefur verið húrra fyrir því. En hún gerir ekkert. Þeir eru bara allt innu bara, ég tekið úr umferð og þeir eru bara á göttunni. Og það er bara óásættanlegt. Við þekkjum það úr sögunni að ef við lesum svona sögu áfengis og vímuefna sjúklinga þá einu sinni var heroín gefið út af læknum. Þetta er frægt saga í New York og svo allt í einu þetta bannað með lögum. Þetta er ólöglegt. Og ég man nú ekki fjöldins bara í New York sem að þurfti þá að fara bara í undirheiman að leita að þessu. Og var náttúrulega kveikjan að því að þarna var skipulögð glæpastarfsemi til þess að sinna þessu sjúklingu sem að læknunum var skyndilega bannað að útluta þetta efni.
Ég hugsa þegar að vera einhver svip á ég, þegar ekki verið að sko að byrja að gefa einhverjum heroin sko og reynda að fá þetta að taka meira eitthvað svo. Kannski frekar að þú að því þá var kannski ekki komin fram allir sko ágallanir við þetta lyf. Nei. Sem að þú og fleiri vita að þekki í dag. Já. Ég skal segja svolítið skemmtilega sögu. Það var mjög strangur læknir á Landakoti og yfirleginn Landakoti sem heit Dr. Bjarni Jónsson. Og ég var heiðusanótt að fá að ganga með hann sem kandidat í 2 mánuði. Og hann átti til að stoppa mann svona á stofaganginum og spyrja mann einhverja spurninga. Svo hann segir heyrðu Árni, veistu hvað er réttur skammtur af morfíni? Og ég svaraði eins og prúður ungur piltur, það eru svona 10 milligram 4 sinnum á dag og samt að ég heyrt sko fólk æpandi miðjanótt að verkjum sko og það fekk bara 10 milligram 4 sinnum á dag, alveg sama hvað þið bara íld. Dr. Bjarni sagði, nei, þetta er ekki rétt svar, þeir eru að fá eins og þau þurfa. Já, ég hef heyrt lækna að segja þetta að það sé algengt að það sé gefið of lítið frekaldur of mikið. Já, og það var miklu verra hérna áður sko, það var alveg skelfilegt og að ganga í myrkrinu eftir göngunum upp á Landakoti, þar var mikið af fólki með krabbameini í blöðráskirtli eða köllum og það er mjög sárt að fá meinvörp út frá því, alveg opbáslega sárt og maður heyrði veinin í þeim. Maður bara ungur strákur, 25 ára gamall eða eitthvað og svo heyrði maður bara veinin í fullorðnum mönnum bara í myrkrinu út allt. Og skelfileg reynsla. En Árni, nú eiginlega býrð þú til þessa þetta fyrirbrigði í íslensku samfélagi og þú ert læknir út í bæ, eins og sagt er. Já. Og ég veit að læknar telja að þeir hafa sko þessi dómgrindi þeirra og þekkingi þeirra og reynslan sem að mótar meðferðina og það sé svona stundum með að tala við læknar eftir svona heilagssamband læknisins og sjúklingsins. Já. Og ekki allir hrifnir á því að það sé eitthvað svona almenna reglur sem að ganga á þetta og þetta verður læknirinn að hafa vald til þess að gera það sem að honum telst vera réttast. Sko það er ekki neitt sem að þetta heitir læknislist. Já, en við sem ekki erum læknar okkur finnst það stundum svona býtu, er það virkilega þannig að Árni getur bara ákveðið þessa leið? Á ekki að vera einhver alma yfir honum og sem að segir honum til? Ef henni finnst ég verið að gera einhverja algjöra vitleysu þá á hún að gera það. Já, að stoppa þig. Og náttúrulega mörg tilbygg sem að hafa verið svoleið, sko, það er ekki nýtt. Læknar gerir mistök. Já, er að gefa vitlauslyf eða gefa mikið lyfi með eitthvað. Já. En ég hef aldrei verið kærður eða ámyndur eða neitt og það eru fáir læknar sem har starfað eins lengi sem læknar eins og ég er búin að vinna frá því á 22 ára gamall sem starfandi læknir. Hvað er það gamall núna? Ég er 54. Ég byrjaði sko Óli gamli landlæknir hann var ágætur kunningi minn að við hjálpa hann eitthvað við vísindastörf árið áður svo hringir hann í og segir Árni, nú verður þú bara bergamálum og ég verð alveg steinhissa og hann segir þú verður að fara á Siglufjörð og verða héraðslæknir þar og ég segir Óli minn, ég er bara búin að vera rétt að klára bækurnar og ég er bara 1 mánuð á kurs á landsbjörn og ég kann ekkert þú getur fyrir að senda mig bara það fer allt í vitleysunum og farir þannig að ég fór og var héraðslæknir á Siglufirði í 2 mánuði Alma var þá á Siglufirði og var að róla sér þá byrjaði minn feril 22 ára gamall sem læknir og verið í því alveg samfellt síðan og ég hugsa sér ekki þú alveg margir læknar sem hafi jafnlangar feril og jafnlangar reynslu og hvað heitir það á íslensku hafa það í pötunum eins og þjóður að segja fingerspitt sem ekki er fýl svona innsægi sjúkdómsinnsægi já og stundu þarf maður að beygja reglurnar eða fara sína eigin leið og það gefst mér oft mjög vel og
Þannig að ég veit að ég þarf að eiga þessa möguleika. Þetta reyni að fara til reglunum númer 90 og eitthvað %, sko. En það koma fyrir þannig aðstæður að það bara ekki manneskjulegt að fara bara eftir reglunum. Og eins og Alma bara eitthvað að segja við mig, hvað heitir þetta? Ekki lög heldur hérna. Hann gælu eftir reglugerðinni að gera það sem hún að gera. Og ég sagði við Almu, það eini fundurinn sem við mátt, og hérna ég sagði við Alma, vistu það að ég hérna samviska mín gagvað sjálfstæðingum mínum og samúð mér bara miklu meira virði heldur en einhver reglugerð. Þannig ef læknirinn ætti bara alltaf að fara eftir reglunum, þá væri eiginlega róbot sem geti gert þetta. Og þú telur þess að innsæði læknisins, og þú kallar þetta læknislist, að hún verði að fá að og verður að fá að njóta sín og það þeim og gerir bara einhverja stórkostlega bommertur. Já, fyrir alveg út. Kannski lítur Alma svo á að þetta sé stórkostlega bommerta sem það hefur gert. Já, og það ekki bara ég verður náttúrulega virða skoðanir allar sem að hafa, veist, allra, en þetta er mitt álit og þetta er mín reynsla sem ég hef lítið á sem hafi heppnast mjög vel. Og hérna ég fengi mjög mikið hrós og stuðning fyrir hérna að standa í þessu og ég vissi alveg þegar ég byrjaði á þessu að ég væri að stíga út á hálfan ís. Skal ekki halda að ég hafi bara verið alveg græddabögg ég vissi að það að gefa dálítið að morfínu væri eitthvað sem Alma til dæmis gæti fara að agnóast út í og ég skrifaði það í Moggan bara nokkru vikum eftir ég byrjaði búin að sjá kannski 15 manns að ég væri að standa í þessu og hvernig ég hugsaði þetta og hvernig þetta fólk hefði þetta væri fárveikt fólk sem bæri að fá læknisþjónustu eins og annað fólk en ekki bara vera hent út í götu og láta bjarga sig sjálft. Þetta virða þetta fólk líka. Þannig að þú verður ekki verið að gera þetta í leyni. Nei. Og svo þegar ég búin að vera í svona hálft ári viðbót og komið með alltaf mikla reynslu, þá skrifaði ég aftur í Moggan og sagði, heyrðu, þetta er verið að ganga alveg gífulega vel hjá mér. Mínir fíklar hafa látið vel að þessu og bara líður vel og þetta er bara fínt. Svo að ég bara setti allt upp á borð alveg leið. Svo sagði hérna, það er ekki eins og ég hafi verið eitthvað dóplæknir sem hafi verið að pökrast með þetta. Nei. Það er til, það fyrir því. Já, það er til tímiður. Hérna, ég spurði á það hvað verið gamall og þú sagðist að verið 22 ára þegar þú byrjaði. Já. Hvað er gamall í dag? 74. Ég manna eitthvað tíma fyrir einhverjum árum síðan að þá var ég eitthvað að lesa mig til. Já. Og þá las ég það að fíklar, að þeir fengju dóp hjá læknum. Já. Og þeir væri mjög fljótir að svona sirka það út hverjir gæfu. Já. Og það sem að væri sammerkt með læknunum er að ofta þeir væri orðnir eldri menn. Já. Og þá væri það, og þá voru svo sem að það skrifa þessa grein, þá var einhvern veginn þannig að þegar maður eldist, þá verður maður svolítið svona meirari og erfiðara með að beta hörku þegar maður sér fólk þjást. Þannig að eldri læknar eru svona, það er svona, þeir eru meiri erfiðleikum með að hanga á reglugerðunum og segja nei og íta fólki frá sér. Þetta er mjög interessant vinkill hjá þér. Ég veit til þess að 2 eldri læknar, segjum læknar sem voru eitthvað komin nálægt áttræðu, að þeir voru með að skrifa út alveg reyndi í stóru stíl og það var bara til dópistaf og ég deildi biðstofum einu þeirra og það var bara fullt af fólki sem var bara engöngu að koma til þess að fá dóp. Og þeir voru ekki endilega, þeir voru átni meirir, heldur þetta var þeirra innkoma. Þeir voru það gamlir, það sóttu í lengi til þeirra aðrið dópist. Svo sagði og það var báðum tilvíkunum var þetta svoleiðis. Þannig að, og svo langt frá því að ég sé að gera þetta því að sé. Þú skamtar þetta? Þú áttu að þeir þeir sem að þú kallaði dóplækna, að þeir gefa út bara það sem að... Þú fær bara 100 töflu, ekki svo vel. Og kúnin vill. Já, þannig að ég haldið mjög passasamlega utan þetta með því að láta bara skamt á dag af þeim skamti sem þeir sögðust hafa verið vanir að taka í mörg ár. Og það eru svona
mér sko ákveði lógík á baku það að gera þetta svona og ef maður ætlar að annað borða að hjálpa þessu fólki að þá verður maður að hafa svona einhverja svona reglur sem ekki skada. Það er nú einn af aðal reglum okkar lækna að gera ekki skada. Númer 1 sé ekki skada. Og ef að þínir skjólstæðingar koma til þín og vilja fá að þú skammtir andaðum morfín og þú segir nei, þá er þetta valda þeim skada. Ég er ekki að bæta líða þeirra. Nei. Sko, ég er ekki að lækna þá. Það er sem að segja að það er status quo hvað varðar fíknina. Já, það er þegar þú segir já, eins og þú gerir. Já. En ef þú segir nei, og þú ert læknir. Ég hef eiginlega aldrei sagt nei. En myndur líta svo á að læknir sem að segir nei við þann sem að þarf skammtinn sinn til þess að lifa af og valkosturinn er það að steypast ofan í undirheimina, að hann sé eiginlega, hann er ekki góð læknir. Ég hef nú sagt nei til þess að sinnum og annar var manni til sem var ekki alveg heil og geði og kunni ekki með þetta fara og ég man ekki hvað var með hinn sko, en ég held ekki hvað var spytkinn aftur, hvort að þetta með að ef að læknir neitar þeim sem að þarf á lækninu að halda. Ég hef aldrei sko, þetta eru allt saman prúðir og fínir piltar, ég hef aldrei orðið bara við neitt hroka, aggressjón eða neitt og þeir hafa brosa fallega til mig þegar þeir kveðja mig og bara ég er bara hrifinn af þessum stráku hvernig þeir hafa tekið sig á og allir þeir sem ég hef fylgst með, ég veit ekki það ekki fylgst með möllum, en allir fylgst með og svo ég reykist á það út á götu og síðan bara snirtilegan unga mann sem ég sá bara í segjum til dæmis núna tíma að með all síðustu skjólstæðingar minna það var strákur sem að bjó út á Granda í Hreysi og hann var mjög lítið fyrir mann að sjá, gekk alveg í kengbágin og sá að hann hafði ekki mikið sjálfströst og hann búin að lita á sér hárið kolsvart og svo sveipur alveg niður eftir kinnin öðrum megin og hann gekk í lörfum sem var bara ekki var þetta að kalla því nafni og ég sem ok, ég tek hann bara svo hvern annan og enda var hann með fylgdamann með sér og og svo bara fekk hann sama treatment og allir aðrir. Ég gæti ekki setið á mér, sko, hann var svo aumt á honum ástandið að ég sagði við hann þegar ég lokaði viðstofudyrunum eftir hann, farðu nú og láttu klippa þig og farðu í almennileg föt. Og hann starði á mig svo nöytinn í virki, hafði reyndar heyrt til sögðumartið að ég var fyrsti maður sem ég hittu sem að skildi þá og vildi tala við þá. Nefnum hann sagði, já, heyrðu, hvað er næsta rakarstof? Það er bara bestu gutti, sagði. Og svo bara bankaði dittar hjá mér tvisvar sinnum 5 dögum setna og það er svo maður sem ég kannast aðeins við en það kom ekki alveg fyrir mig. Þá var hann búin að klippa sig, búin að aflita á sér hárið, það var bara með fínt hár, fínum fötum og vildi bara þakka mig kjærlega fyrir. Sko, ef þetta er ekki svona, veist, fljótlækningar, þá veit ég ekki hvað er það. Þú þarf lítið til. Ég er ekki mann sem að reyku bata sinn til þess að það var eitthvað sem sagði við hann, þú veist að þetta er ekki við hæfi. Og það var vendipunkturinn í hans lífi. En það er kannski margt annað sem spilar inn í það. Herðu, en 50-60 skjólstæðingar, það er að renna út lífsælarnir. Já, þeir gera það hægt og bítandi sko, sumir eru að klára eins og þau hringdi með það. Það er örvæntingu mikil, ég heyri af þessar örvæntingu bara í samfélaginu, það er mikil sásöki og ótti, það sem að fólk er eiginlega að steypa stofan í undirheimana. Gamla farið, þurfa að stela, þurfa að borga alveg óheyrilega upphæðir fyrir mjög vonda framleiðslu af þessum töflum. Og verður aftur útýst frá fjölskyldu og vinum bara allt fer upp og nýtt og ég get ekki sko mér verður illt þegar ég hugsa til þessa. En gerir þú eitthvað, nú er búið að taka þig leyfið, ertu að áfrýja því eitthvað?
Ég er svo rosalega þreyttur á þessu. Ég bara standa í þessu stappi við alveg endalaus bréfaskrift, endalaus vesen og endalaus skilningsleysi að ég bara þetta viðtal okkar núna er ábyggilega síðast sem ég ger í þessu málum. Þú veist ekki vont að vera hérna það? Þetta er ekki... Mér finnst mjög gott að setja hann hjá þér. Það er ekki út af því að þú erum að fá nóga þessum deilum. Þetta er komið gott. Ég ætla mér að, ég skrifaði grein í Moggan sem kom í morgun og hérna þess átt að vera síðast þá svona lokaormin og sem ég þakkaði öllum sem hefði stutt mig og hérna og þá ringdi þú þannig sko en nú er ég búin að... Þú ert að gefast upp? Já, en ég ekki kannski gefast upp. Ég trúi því að þetta sem ég hef verið að gera hafi vakið miklu meiri athygli á þessum málstað heldur en ella. Þannig að hérna íslensk stjórnvöld og heilbrigðisyfirvöld fara að gera eitthvað í þessum málum miklu meira heldur en það gert áður. Og ef að það gerist þá er mitt starf ekki unnið til einskis. Það verði búin til einhvers konar móttaka. Já, svona skaðaminkandi skömmtun á efnum. Já, efnum, sérstaklega efnum að því að þið hitt og jú til fyrir sprautunar og nálanar. Og þið getum með sér að fara þessuna í apotek hér og náði sprautunar og nálar sko. En það er efnið sem þetta fólk þarf að fá á meðan á þessu. Annars sem er til dæmis eins og þetta efnið að þeir hann að fíknilæknandi segja að þetta sé skaðavaldandi efni ef að þú leysir þetta upp og setur þetta út í vatn og sprautar það með það og að það verði hérna geti hérna skemmt æðar og ég veit ekki eitthvað fleira og það er eitt af því sem þeir nota gegn mér. Þetta fólk er að taka þetta sama efni af götunni og með smöndalega miklu meiri að þetta er óhreint miklu meiri skaða fyrir allt þetta sem þeir eru að tala Svo að nota þetta gegn mér er frekar ómerkilegt. Ég heyri í fólki sem að hefur verið hjá þér og fólk sem að tengist því fólki, aðstandendur og fleira og það er hérna, það er bara örveitingaföld og það er örugglega sýnt þér mikil stuðning, býst ég við. En hvað með aðra lækna? Það er enginn að trafntöðu. Enginn? Nei. Já, þeir hafa hringt í mig, 1 eða 2 og sagt þegar ég er með sprautufíkil heldur þú getur ekki þegar. Þú getur tekið hann af þeim. Og eitthvað svona sko. Þannig þetta er ekki hægt að segja að þetta hafi valdið einhverju svona endurskoðun og umræðu innan sko heilbrigðiskerfisins eða... Ég veit ekki til þess. Nei, að hérna... Það eru nokkra læknar sem að hafa meira svona frjálslendi afstöðu hvað þessu, til dæmis smitsjúkdómadeildin upp á Borgarspítala þeir hafa svo marga HIV-sjúklinga og sem eru líka dópistar og þeir hafa verið að gefa þeim morfín og eitthvað svona undantekningatilvik en það er ekkert sem er svona systematist og þegar menn hafa verið að tala að það séu læknar að gefa morfín út og það er bara vitleysa. Það er bara ég. Hitt er þá algjörður undantekningar. Það er bara þannig. Það er búið að loka þessu og þú hérna, verður að setja við það. Já. Og svo ábært eftir að koma í ljós hvað verður þetta fólk alls. Já. Og við heyrum það og vitum að það er mikill ótti. Það er mikill ótti. Já. Það er mikill ótti og mikill sásöki og hérna þetta er sko þeir voru búin að öðlast kannski svona sjálfsverðingu aftur, sjálfsmyndin var að koma sér saman og nú hreinur þetta alls saman og þetta er ekki lítið sverði. Svo má tala til dæmis líka um svona samfélagslega áhrif sko meðferðana hjá mér að leiðu hægt að þurfa að brjótast inn í búðir og svona þá verður samfélagið miklu svona heilla heldur að þetta verið. En nú byrjar það aftur. Nú þurfa búðareigendur að passa sig og fá fleiri öryggisverði og svo framvegis. En þetta var að hafa vist af þeir sögðu mér sjálfi fíklarnir að snar minkað verðið hjá dópsölunum út á Granda hefur hækkað töluvert eftir ég hætti. Dópsölunum út á Granda? Það voru einhverjir 2 kallar út á Granda sem voru að selja og það er mjög mikið dópistur sem eru þar og búa þar einhvern skílum og gámum og hérna og þeir voru þar bara
og seldu dýrt og svo bara þegar ég hætti að þá gátt þeir sko, það hafa bara kannski lækkað verðið sko því að það var samkvæmnisfæri við mig og svo bara hætti ég og þá bara ríku verðið upp og þetta engin smá peningar sko. Hugsaðu það borga kannski 20.000 krónur á dag sko, þetta bara rosalega uppæður og tekur yfir mánuð eða ár. Já. Herðu, Árni Tómas, takk fyrir að koma ykkar. Takk fyrir að fá að koma. Mjög fróðlegt að ræða við þig. Takk. Við ætlum að sitja hérna áfram og halda áfram að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kapli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Og þá þakka ég, Björn Þorláksson, fyrir hönd okkar á samstöðinni ykkur samveruna í kvöld. Búið að vera ánægjulegt ferðalag, vonandi upplýsandi fyrir ykkur. Þið vitið vonandi eitthvað sem þið vissuð ekki fyrir einhverjum klukkustundum áður en við kveiktum á rauðaborðinu. Við reynum að fræða og skemmta og við gætum það ekki án ykkar stuðnings, þannig að endilega haldið áfram að deila efni samstöðurinnar, lækið efni samstöðurinnar, fylgist með samstöðinni hvort sem það er á öppum, spilaranum, í útvarpinu, sjónvarpinu hjá Símanum, Rás 5 eða hvað som helst og haldið áfram að styrkja samstöðina, nánar það á hnappnum áskrift á vefslóðinni samstöðin.is. En ég heiti Björn Þorláks og við sjáumst aftur við rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.